Gott kvöld og velkomin að Rauðaborðinu. Það ýmislegt hér á boðstólnum í kvöld en sökum færðar, segjum það bara, verður ekki ritstjórnarspjall hér eins og venjulega, svo ég ætla að vinda mér beint í að kynna ykkur dagskrá kvöldsins. Árni Guðmundsson, forvarnar fulltrúi, hefur áhyggjur vegna aukins aðgengis ungmenna að áfengi og sem dæmi má nefna í íþróttahreyfingunni. Hann ræðir áhyggjur sínar við Björn Þorláksson hér í lok þáttar. Pétur Eggers, tæknifræðingur og aktivisti ræðir spillingu í efstu lögum við mig, Maríu Lilju. Ragnar Önundarsson, viðskiptafræðingur og fyrrum bankamaður kom til Sigurjóns M og talaði hættulega fákeppni og íslenskt viðskiptaumhverfi svona almennt. Guðmundur Auðunsson, heiðursfréttaritari samstöðurinnar í Englandi, ræðir við mig hér á eftir vendingar í pólitíkinni þar ytra í kjölfar handtöku lágvarðarins Píters Mandelsons og Andrés fyrrum prins. En hér eftir stuttarauglýsingar komu þau Baldur Þórhallsson, stjórnmálafræðingur, Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur og Magnús Helgason, sagnfræðingur í Trump-tíman svo kallaða sem að þessu sinni verður í minni umsjón. Þannig að doki við hér eftir stuttarauglýsingar. Það geta allir sýnt góðvild öllum og það ekki bara geta, heldur á fólk að sýna öllum og öllu góðvild og það engin vandi sko. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á góðvild. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Hæ, KK hér. Hlakka til að sjá ykkur öll á afmælistónleikunum mínum í Háskólabíó 27. mars. Miðasala á tix.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknesbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Ódýr, huggulegur, skemmtilegur og öðruvísi fatamarkaður. Fatamarkaður Vorstjörnunnar, Bólholti 6, opið alla laugardaga og sunnudaga frá 1 til 4. Verið hjartalega velkomin. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hérna í fjarveru Gunnars Móra ætla ég að sjá Trump-tíman. Hjá mér eru góðir gestir, Baldur Þórhallsson, Margrét Valdimarsdóttir og Magnús Helgason, verið velkomin. Takk fyrir. Herði, það svona, kannski nýjast í Trump heimi, það State of the Union, ég veit ekki hvort að nefndu þið að horfa á alla ræðuna, 107 mínútur, lengsta State of the Union ræða sem haldin hefur verið. Ég skal svona verið 10.000 orða lengd, það eitthvað. Ég lét nú vera að bara fara að lesa samantekt á henni í erlendum miðlum, lét að duga. Já.
því hvað var rangt og hvað var rétt og hvað var rangt með farið í ræðunni, aðalega. Já, ég ætla að segja sama hér, en ég svona samt sá þessi helstu brot þarna, náttúrulega maður verður að sjá hann í persónu, sko, þar sem hann að biðja mennum að standa upp ef þeir er á móti, ef þeim finnst líf bandarískra ríkisborgara meira virði heldur en annara og biður salinum að standa upp og svo demokrátarnir sem standi ekki upp þá kallar hann þá óvinni og svikara og þarna hefur fólk dæmi. Það er svo mikið þíetar. Já, þetta er bara einmitt. Ótrúlegt einhvern veginn að lifa þessa tímalínu að manni finnst. Það er sama sko, það er bara held ég almenn geðheilbrigðis mál maður að passa upp á eigin geðheilsu að vera ekki að eyða of miklum tíma í hluti eins og þetta, þannig að ég augljóslega þá nefndi ég ekki að horfa á 2 klukkutíma nánast af einhverju sem síðan sem er áhugavert það að fréttaskýrandi sem að fjallaði myndi segja meðal annars að það voru engar áhugaverðar fréttir sem kom út úr þessu. Hann setti ekki fram ný stefnumál, það kom ekki neitt nýtt fram í þessu ávarpi hans, enginn sem í þessi ávarp oft á tíðum eru notað af fórsetum til þess að setja á dagskrá einhver ný stefnumál og nú ætlum við að leggja áherslu á þetta sem er sérstaklega áhugavert því að nú eru miðkjörtímabilskosningar yfirvofandi og repúblikaflokkurinn í mikilli taphættu og þá hefði maður kannski átt von á því að hann myndi blása til einhvers konar sóknar en öll sóknin sem hann blést til var einhvern veginn sókn á hendur demókratinu fyrir að vera óþjóðlegir og vondir og með þetta standi ekki upp til þess að fagna því að líf bandarískra ríkisborgara sem meira virði en ólöglegra innflytjenda. Þetta er það var í raun og veru það eina sem kom út úr þessari ræðu. En hann virðist líka hafa verið að leggja meiri áherslu kannski heldur en undanfarna mánuði á innanríkismálin, líklega út af kosningunum, komandi kosningum eins og nefnir ekki til dæmis Grænland á nafn og fór svona meira yfir í innanríkismálin, en mér fannst umfjöllunin innanríkismálin, hún byggist aðalega á rangkvæslum, bara rangum tölum og röngum upplýsingum og bara segja ekki satt. Það er það sem eiginlega stendur eftir að mínu mati hvað þessa ræðu varðar, að hann hefur ekki upplýsingar, gögn eða annað til að sína fram á hann hafi náð árangri til dæmis í efnahagsmálum eða öðrum málaflokkum í Bandaríkjunum. Heldur þarf að reiða sig á rangkvæslur. En það er ekki skrítið vegna þess að hann hefur ekki náð árangri. Þannig að þú getur ekki bent á árangur sem enginn er. Þannig að það er nú kannski eitt. En þetta er rétt hjá, það er mjög áhört að þetta er eitt af því sem menn hafa veitt athygli með þessari ræðu, það er akkurat það. Hann leggur meira áherslu á innanríkismálin og utanríkismálin og menn hefur kannski búist við því að þá heyrði meðal annars þar og sérstaklega í ljósi þess að núna er hann að ykkur undirbúningu fyrir stríðsrekstur í Íran, telja allir. En það er þá ekkert neitt þess efnis í þessari ræðu sem bendir til þess. Það er líka áhugavert. Þannig að það sem er kannski fréttnæmt við þessa ræðu er þetta, hversu löng hún er og svo hversu lítið raunverulega hún segir. Annað en þetta sama gamla sem er það að Trump kemur með einhverja staðlausu stafi, blæs út einhvern árangur sem enginn er, flaggar til þess einhvernum uppdiktuðum tölum eða einhverju bulli og svo einhverja svona ræknar árásir á pólitíska andstæðinga sem er kallað á óvinni ríkisins og sjúka og eitthvað í þessum dúr sem er Takk áriða Margréti, samt langum með að segja var þetta, en það er nákvæmlega að mínu mati með þessum málflutningi eins og í ræðunni í gær sem Trump hefur náð árangri í kosningum. Með þessum málflutningi, með rangkvæslum, með því að níða skóinn á þennan ómerkilega hátteldi með verið að segja af demókrötum og hvernig hann fer í þá andstæðinga sína í stjórnmálum og hann hefur náð pólitískum árangri með þessu og hann heldur uppteknum hætti. Það er svona, eitt sem ég kannski greindi svolítið í, mér fannst hún svona ívið jákvæðari. Þessi, hann er meira að tala upp, frekar en niður. Allt sem er svo ömulegt og við þurfum að vera hrædd við þennan og hinn og hér er allt eða var alltaf mólna út af demókrötum, hann kemur því að, en hann er meira svona að tala hvað þetta... Sjálfshól. Já, sjálfshól, einmitt. Þetta sé orðið allt frábært og það gæti einmitt, eins og þið segið, tengst kosningum
og kannski bara þessari stöðu sem hann stendur fram fyrir að vera orðin óvinsælli. Þannig að sko, þetta er ekki svona American Carnage ræða, það er rétt. Já. Nei, ég ætla einmitt að segja þetta sem Baldur var að nefna, þetta er allt eftir bókinni bara sem hefur virkað fyrir hann hingað til, að einmitt að segja bara það sem honum dettur í hug hverju stundu og hvort sem að sannleikurinn hefur aldrei flækst neitt sérstaklega fyrir honum eða staðrændir og en einmitt, ég horfði ekki á alla ræðina og það má vel vera að það hafi verið eitthvað meira jákvætt og svona en sjálfshólið auðvitað alltaf til staðar að að því að bara ef maður fer og ég er ekkert búin að vera að fylgjast með Trump eitthvað síðustu áratugi og veit eitthvað hann en ég hlusta reglulega á sko Restis Politics það sem verið stundum að fara í gegnum svona sögu hans. Ég horfði til dæmis aldrei á þessa raunveruleika þætti þar sem að hann var stjarna Apprentice. Ég hef ekki hort á einn þátt sko. Þannig ég þekki ekki þetta en ég svona samkvæmt því sem að maður heyrir og lesa þá þetta og hefur verið löngu áður hans taktík löngu áður en hann fór í frambúð þar að segja að bara að koma fram eins og hann sé frábærastur, hann sé bestur og allir aðrir eru ömulegir og allt frábært sem hann gerir og það skiptir engu máli hvort það satt eða ekki en bara og líka setja þetta upp þannig að hann sé sigurvegari í þessu öllu og ef að hann sigurvegari þá þarf einhver að vera að tapa, það eru bara winners og losers og þetta bara svona zero-sum game og það það sem að hann gerir í þessari stefnuræðu þannig gær, alveg svo hann hefur gert áður og svo kannski líka, ég meina eins og þú bendir á það sem auðvitað nýtt að það bara hans fylgi að dvína töluvert. Ég sko, aðdraganda kosningarna síðustu forsetakosningarna þá tók ég mig til í þrígang og horfði í beinu útsendingu á ræðum hans á kosningafundum, á stofnum kosningafundum. Sati, sko, ég veit ekki hvað það hafði áhrif ég satt í útkverfi í Bandaríkjunum í öll skipti í sófónum þar og horfði á þættina. Varstu slörpi? Ég var ekki mjög vinsæll á heimilinu vegna þess að ég var stöðugt að segja mikið rosalega góður og sko að því leytinu til mér fannst hann í þessu ræðum sínum algjörlega og ég held að myndi ná til bandarískra kjósenda með þessu þó að ég vissi þetta voru rangfærslur ég vissi að hann var að ýkja ég vissi að hann var ekki að segja rétt frá og það voru sko svívirðilegar árásir á andstæðingarins í stjórnmálum mjög ómerkilegar og bara ekki sannar en mér fannst það vera virki í sjónvarpinu og ég hugsaði hann að muna á árangri með þessu sem hann gerir því að hann verður að eiga það, hann snillingur þegar kemur að eiga við fjölmiðla og koma fram í fjölmiðlum. Það verður ekki tekið á honum. Nei. Þetta svona, kannski tengist þessu, sko, fylgjendur að þeim virðist nú oft á tíðum bara vera alveg sama hvort að það sé rétt frásagt sem meðfarið sem að hann að byrja að borða eitthvað neginn og þú veist, og það auðvitað kannski bara partur af þessu svona celebrity kultúr í stjórnmálum. Ég held að þetta þekkist víða. Við erum að sjá þetta gerast svolítið í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Fólk velur sér bara eitthvað svona leiðtoga sem eitthvað svona stórstjarna og svona sniðu og snappi og köttarkrappið eitthvað svona og þá skiptir engu máli hvað hann segir. Nei, nákvæmlega þannig. Þetta snýst meira það kannski að vinna debatið. Ég má sletta þannig að ná því. Sko, ég tek stundu dæmi frá því þegar Evrópusambandsumræðan var sem hæðst hér, þegar við vorum í samningaviðræðum með Evrópusambandið, þá kom ég á Sveitabæ fyrir austan fjall og það kom inn í mitt Silfur Egils á sunnudagsmorgni og það var stjórnmálamaður sem hrópaði í sjónvarpinu stöð Malta er ekki Evrópusambandinu. Og það var að benda stjórnmálamannum á það að það var hún ekki rétt sem var að fara fram en hún bara hélt ótrúlega áfram, hélt áfram þá stóðu kallarnir þrír sem sátu í sófanum og þeir stóðu upp úr sófanum og reistu upp hendurna og sagði þar létu hún að heyra það og þeir vissu alveg að hún var að fara með rangt mál það skipti engu máli, hún bara stóð við sitt og lét á að heyra það það var það sem skipti máli það skipti engu máli hvort að stjórnmálamaðurinn fara með rétt eða rangt mál og þeir vissu alveg þessi sátt í stofunum hún var að fara með rangt mál hún lét bara á að heyra það ok, þetta er kannski einn punktur varðandi þessa ræðu það er
það sem mér fannst vera merkilegt við hann var það að það var ekki sókn. Það ekkert sem kemur út úr henni sem bendir til þess að hann sé að hafi blásið til neinnar sóknar á með neinum sko vitrænum hætti. Sérstaklega sko í ljósi þess þeirri stöðu sem hann í, sem er nýlega þá búið að dæma þessi tolla hans ólöglega og hann í ákveðinni sko klemmu með það. En það bendir allt til þess að hann muni finna sér einhver leið út úr því og lýsa einhverju nýjum tollum eða finna einhverju aðra leið til þess að leggja á þessa tolla sína. En ekkert af þessu kemur fram í þessari stefnuræðans. Óvinsældir hans, gríðarlega miklar. 36% styðja núna samkvæmt nýjustu CNN-könninni sem er sko sögulega lítið. En þannig að það sem sló mig var þetta, mér fannst það komið á óvart að það var ekki sko þessi baráttuhugur eins og þú ert að tala um. En kannski það sem hann þá að gera þá að tala til svona þess hluta kjósenda sem hann þó hefur og þeirra sem hugsanlega eru sko fyrrum kjósendur hans eða stuðningsfólk reyna að fá þá tilbaka með akkurat þessu að láta þá heyra að segja demókratunum að þeir séu sjúkir og þá sitja einhver heima í stofu og segja akkurat að já það frábært. En hins sko í því sambandi, af því að akkurat að því þú segir þetta, þá mjög áhört einn tala sem ég sá sem það var CNN sem var að fylgjast með við þurfum fólks til ræðuna meðan og verið að flytja hana að það sögulega lítið áhorf á þessa ræðu í gær þannig að það ekki margir að fylgjast með henni þannig að ef það strategían akkurat þetta að reyna að tala eftir fólkins heima í stofu og láta það standa upp og segja djúvill þarna lætur hann helvítis demókratana heyra það að þá sko það audience frekar sko lítið og svo hitt að samkvæmt þessari könnun sem við séum þá voru það 38% þeirra sem voru að horfa á ræðuna sem voru mjög sammálunum þannig að það ekki heldur virtist þá hugsanlega ekki vera að virka en það gæti vera það sem hann var að reyna af því að mér fannst það undarlegt að í þeirri stöðu sem hann að hann blási ekki til neinnarsóknar, setja ekki á dagskrá nein ný málefni vegna þess að þú segir að þetta hluti af hans strategíu sé bara að æða svona áfram og henda úttölum og hvað nú en eitt sem hefur verið hluti af hans strategíu allan tíman hefur verið svona flood the zone með til dæmis allra handa stefnumálum og yfirlýsingum hann ætli nú að gera þetta og gera hitt hluti sem hann getur ekki gert og ætli sér aldrei að standa við eins og til dæmis í upphæfa árs þá talaði Trump með það að hann væri ætlaði að fyrirskipa bönkum í Bandaríkjunum að nú væri hámarka á vexti á kreditkortum og banna allra handa einhvers gjöld á kreditkortum ekkert gerst. En þetta fekk mikla athygli þegar þetta kemur út og svona, já, þannig að Trump að gera eitthvað og ábyggilega margir heima í stofu sem akkurat þetta það sem þurfti að gera. En svo fylgir ekkert í kjölfærið. Og það það sem ég svolítið átti von á við þessari stöðu sem hann í núna. Það að það myndi koma einhvern svona broad fuselage af einhverjum yfirlýsingum þá nú ætla hann að gera þetta og hitt þarna og með þessum þú segir það kom ekkert Grænland. Það eitt af þessum svona áhugaverðu undarlegu svona lofvorði með einhverjum stórfenglegum stefnumálum sem hafa komið frá hann undanfarið til þess að nú ætla að taka við Grænland sem einhvers konar vitleysa frá upphafi til enda en þetta setur hann út og fær einhverja athygli á þetta og getur blásið sig út á þessu máli. Það var ekkert slíkt í þessi ræðu. Það var svolítið áhugavert. Og mér finnst svolítið erfitt að átta maður hvað hann að fara með það. Og það besta sem ég dettur í hugi svolítið að hann sé það bara vanti hann vindin. En það að tala í 2 klukkutíma þyndarlaust að hann sé að reyna það rýmar ekki alveg heldur við það að segja vindurinn sé að fara honum. Ekki það að mér las reyndar sumið þótti hann vera í lokræður þegar vera orðin hljóma þreyttur og uppgifin á sjálfum sér. Eðlilega kannski bara. Ég manna maðurinn einmitt hann stóð á öskrinu í 107 mínútur og það með þvílíkum tilþrifum, þetta er gamall maður. Og hann en ég held að ég sé margt til í því sem þú segir Magnús sem að það sé kannski svolítið vindur úr honum, ég meina það eru þetta heilmargt í gangi, það eru Epstein-skjölin, það Grænland, það Íran, það eru tollarnir og það, þú veist, það endalaust virðist vera svolítið að hún að mistakast svolítið svona í alþjóðumálunum. Já, hann dálítið að bakka. Hann að bakka, hann getur farið yfir það í Grænlandi, ákveðnuleiti í Íran, ákveðnuleiti líka í Suður Amríku, hann heldur minnst ekki áfram þar, í innanlandsmáli líka, innflytjendamálunum, löggæslunni og öllu mögulegu og leið og hann að fara að fá ásakanir á sig
hann standi ekki við stefnumál sín, jafnvel frá hægrinu, hann sé ekki að ná, eins og þú segja Magnús, hann sé ekki að ná að framfylgja því sem að segist ætla að framfylgja, það í vaxandi mæla að koma gagnrýni á það, þá held ég að hann þurfi einmitt sko að virkja sterkasta stuðningskjarna sinn sko, að þeir trúi því hann ætli sér ennþá að þessu og þá bara notar hann þessar aðferði því hann hefur ekkert að sína, hann hefur ekki náða árangri og hann þarf að virkja þá til að þeir fari út og styrki þessa undiröldu sem náttúrulega flytt honum í embættið. Svo akkur með þetta með það að ná árangri, sko, það að meðaltali þegar að Biden kjörtímabilinu Biden 57.000 ólöglegir innflytjendur fluttir úr landi, á núna senustu mánuði þá er það 37.000. Þannig að það er virkilega. Það er eitt af þessi sem er ótrúlegt, er það að fjöldi ólöglegir innflytjenda sem hann er að reka úr landi er minni en Biden. Já, það snýst náttúrulega þessa leiksýningu ekki. Að einhver leiti sko er það vegna þess að það eru sko fjöldi ólöglegir innflytjenda sem hafa verið að koma til Bandaríkjanna hefur fallið. Og það er hérna 2/3 heldur verið tala sem ég sá sko, þannig að það hefur gríðarlega mikil sko, þannig mjög stór hluti af ólöglegum innflytjendum sem eru fluttir úr landi eru fólk sem er nýkomið inn. Þannig að einhver leiti að þá er hún að ná árangri með fyrirbyggjandi aðgerðum og kannski eru þessar aðgerðir allar, og það er náttúrulega svo sem Stephen Miller talaði um það. Partur af aðgerðinu sé það að sko fá fólk til þess að self-deporta og svo að koma í vekk fyrir að fólk komi in the first place með því að setja á svið þessar leiksýningar. En það sem er sko áhugavert er þetta að mann setur á svið þessar leiksýningar. Tölurnar eru, sko, hann getur ekki bent á þær árangurnar þegar leiksýningarnar, þær eru að misheppnast vegna þess að jafnvel, sko, fólk sem er fylgjandi því að þau þurfi að hefta innflutning á ólöglegum innflytjendum og þau eru að fækka ólöglegum innflytjendum Bandaríkjunum og jafnvel löglegum innflytjendum líka, þeim finnst þetta kannski fullangt gengið að sé verið að skjóta út á götu bandaríska ríkisborgar. Setja börn í eitthvað skona varðhald og Já, en ef hugmyndin sé, sko, ég held að sko að þetta snúist meira leiksýninguna og hugmyndina að meir hluti kjósenda trúi því að republikanar og hann tryggi landamærið og betur í morðaða þannig eins og þeir segja, það fækki innflytjendum, að þeir séu betri að stjórna efnahagsmálum, þeir lækki verðbólguna, þeir lækki olíuverðið, skiljið þannig að það er meira þessi hugmynd sem kannski hægri menn víðum heim hafa verið með að þeir standa sér betur þegar kemur að stjórn efnahagsmála, þegar kemur að stjórn ríkisfjármálana, þegar kemur það að gæta öryggi landamærana. Þannig að ef menn trúa þessu, þá kjósa menn margir hverjir frekar til hægri heldur en vinstri og það kannski skiptir máli í þessari brjálæðislu orrahríð og upplýsingaflæði sem er yfir okkur að maður bara á mjög erfitt með að höndla allar upplýsingar og hvað er rétt og hvað er rátt. Þannig ég held þessi hughrif þessa séu ennþá mikilvægir heldur en áður. Það er sem sko leiksýningar misheppnast er sem sko það að meiri þetta innflytjendamálin hefur verið það mál það sem sko hefur nett meira, fleiri eru þeirra skoðunar hans en á árangri en eru þeirra skoðunar sem eru andsnúin í stefnunni. Það hefur snúist við. Það er engin málflokkur þar sem Trump er með net positive fylgi lengur. Efnahagsmálin voru það, innflytjendamálin voru það, efnahagsmálin er hann búin að tapa af því efnahagsmálin eru ekki, það er ekki að, hann er ekki að ná árangri í efnahagsmálum og meira sé í innflytjendamálunum er hann búin að tapa því og það er út af því að þessar leiksýningar hafa gengið of langt. Já, þessar leiksýningar hafa þetta líka haft þau áhrif er að bara ferðamönnum hefur fækkað gríðarlega í Bandaríkjunum og það auðvitað hefur áhrif á efnahaginn og þegar að fólk fer svona almennt að átta sig á því að þetta hefur afleiðingar fyrir bara veski mitt, hversu mikið ég hef til þess að eyða hver mánaðamót að þá einmitt fer þessi svona sín á því að Trump og aðrir til hægri geta einhvern veginn stjórna efnahagnum, kannski að svona aðeins að tvína að og ég segja bara fyrir mitt leyti að því að nú menntaði ég mig í Bandaríkjanum og fer alltaf reglulega á ráðstefnur til Bandaríkjana og hef gert í mörg ár en sko og er að fara í rannsóknarmeisteri á næstu önn og var búin að hugsa mér að fara til New York og vera þar að gera rannsóknir en ég hef ekki list á því ég bara hef ekki list á því og líka bara líkurnar á því að það verði einhvers konar vandræði eru bara til staðar og ég nenni ekki að standa í því og það er fullt af fólki
eins og ég sem bara, þetta hefur áhrif, þessi leiksýning hefur áhrif á miklu fleiri en bara þess að mögulegu, ólöglegu innflytjendur eða það, þetta er bara 100%. Já. Við erum að hætta að horfa svona svolítið á, við erum farin að sjá kannski Bandaríkin svolítið meira fyrir það sem að þau standa fyrir eða hafa staði fyrir svona miklu frekar heldur en einhvern svona stóran líknandi vefjandi góðan bróður. Ég held að mörgum hafi brugðið við einmitt að því við nefndum Grænland bara hér á landi þegar þær yfirlýsingar byrjuðu að fólk fór að hugsa sér nær mitt eins og þú talar um að ef það hefur áhrif á veskið mitt eða bara það hefur áhrif á umhverfið mitt. Ég meina hvernig, þú veist, ef hann tekur Grænland og tekur hann auðvitað bara Ísland með. Og þannig að það er svona aðeins annað tónn í því hvernig fólk horfir á hann held ég og horfir á Bandaríkin með hann allavega í brúnni. En þekkið þið það hvernig svona stuðningur við hann innan flokks, bara í republikana flokknum sjálfum. Þetta er auðvitað risastórt batteri. Hann var ekki vinsæll svona, þegar fyrir síðustu kosningar. Svona þetta var ekki þeirra svona ideal kandidat. Það var mjög athyglisvert að sjá hefur verið hvað þingmenn bæði í fulltrúadeildinu og öldungadeildinni hafa flykt sér á bakveðan vegna þess þeir voru ekki stuðningsmennas, margir hverjir, en hvernig þeir hafa staðið með honum og hann hefur alveg getið haft tögl og haldir í flokknum og rauninni bara hefur úrslita áhrifu það hvort að menn njóti framgangs í flokknum eða ekki. En það eru augljóslega bara síðustu vikum að koma brestir í þetta. Maður sér einn og einn þingmann vera að ljá efasemdi sínar tiltekið mál, til dæmis tollamálin eða hversu hart æs gengur fram í handtökum og morðum á saklausum borgurum og varðandi Grænland og Venezuela með að sjá þingmenn koma fram, getum sagt á þessu ári, sem við gerðu ekki 25. Það er breyting og ég held að ef við ætlar að neða okkur til að spá, þessi ákvörðun Hæstaréttar, það sem dómar sem hann sjálfur hefur skipað fara gegn honum, sem menn áttu jafnvel ekki vona á, þó að náttúrulega stjórnarskráin sé nokkuð afdráttarlaus hvað þetta varðar. Þannig að þessi dómur kom mér ekki óvart að hann mætti ekki leggja þess að tolla á, en það kom mörgum óvart að dómar sem hann hefur sjálfur skipað skildu fara gegn honum, að það er ákveðin svona byr í segl þeirra sem eru republikanar en eru ekki á Trump línunni en hafa ekki þorað að verða annað því þeir eru ekki átt neitt framið þeirra er úti en þeir hafa mælt gegn honum. Þannig að það er að verða breytinga ég held. En svo með Hæstaréttardómarana að því að hans taktík hefur verið að stjórna með svona ógnum að ef þú ert ekki með mér 100% í öllu að þá hefur verra að og það sem hann gerir í kjölfara á þessu dómi er að fara á sinn samfélagsmiðl, nafngreina þessa dómara sem óvinni og það getur bara verið stór hættulegt í Bandaríkjunum í þessu árferði sem er núna. Þannig að þetta, hann grípur hann í taktíkina sína að þú ert Hæstaréttardómari sem ertu þetta bara að verja stjórnarskrána og hann fer og einhvern veginn er að hvetja, hvað er hann að gera í þessari stemningu sem núna, hvetja sitt fylgisfólk til þess að já, þetta er stór hættulegt, myndi ég halda hann sé einhvern veginn að ég held að í viðbröðum við Hæstaréttardómnum þarna akkurat þessi, hann er vanur því að geta náð sínum fram með því að hóta fólki og hann hefur telur sig hafa og hefur haft tök og tak á sjálfstæðum stofnunum og öllum embættismönnum og einhvern veginn geta þvingað sínum fram í gegnum ólíklegustu tæki og tólun á sínum, en Hæstiréttur er varinn frá þessum áhrifum en þá er sennilega eina stofnunin í Bandaríkjunum sem er þokkalega varin fyrir áhrifum Trumps með þessum hætti og eins og þú segir, hann hótar dómurunum með einhvern óbeinum hætti að þeir geta haft verra af þá hugsanlega frá stuðningsmannmanns hugsanlega með þessari, jú kannski en líka og það var það sem ég var að hugsa við þessa yfirlýsingu sem þú vísa til er það hann segir að fjölskyldur þeirra
eigi að skamma sín og það sem ég held að hann sé sko þar að tala það að sko ég get náð fram hefndum á ykkur og þá ekki stuðningsmenn mín geta hóta ykkur líkamlegu ofbeldi heldur ég get náð fram einhvers konar efnahagslegum hefndum eða öðrum hefndum eða blásið til rannsókn á einhverjum fjölskyldumeðlimum ykkar sem þá vantarlega í einhverju viðskiptum einhvers staðar hafa einhverja pólitíska drauma eða hvernig sem það og sem hann hefur verið tilbúin til þess að gera sko til þessa og sem sagt sko takmarkað. En það sem áhugavert við einmitt það að Hæstiréttur tilbúin til þess að ganga gegn honum sko eins og þú segir Baldvin, þetta var nokkuð fyrir séð að með þeirri myndu dæma þetta ólöglegt vegna þess að hann hefur sjálfur grafið þessi, sko, hann setur á tolla undir því yfirskýni að það sé vegna einhverja neyðar aðstæðina. En svo hvernig hefur hann sér réttlætt þessa tolla sína, hvernig hefur hann talað þá, að það alveg augljóst öllum, að það ekki vegna einhverja sérstakrar yfirvofandi brýnnar neyðar sem hann á að leggja á 70% tolla á Kanada vegna þess að Macron var ekki nógu vingjarnlegu við hann í einhverjum yfirlýsingu einhvers staðar, eða ekki forseti í Sviss, hvernig það? Sambandsforseti. Jú. Já. Sá hafiði líka móðgað einhverju símtali og þá átti að leggja á hann tolla og Kanadamenn gera viðskiptasamninga í Kína og þá að leggja 100% tolla á Kanada. Svona randomli hann að hóta tollum, hægri vinstri og það náttúrulega augljósmál að þetta ekkit vegna einhverja neyðar aðstæðna, heldur hann að beita þessu tollavopni sínu til þess að kúa erlend ríki til hlýðinni og undirgefni við sig. Þannig að lagaleg forsenda fyrir því að hann geti notað þessu tolla að hann sjálfur viðurkenni það að hún sé ekki. Hann sé ekki að beita með þessum hætti. Hvað þýðir það? Ég meina, geta lönd hætt við að greiða, geta þau bara sleppt í að taka þátt í þessu tollavesinni hans? Nei, þau geta það ekki, sko. Það sem mér finnst, og aðeins og annað en samt ekki, sko, það sem mér finnst athyglisvert, hvað Grænlandsmálið var mikið lærdómur, ekki bara fyrir marga leiðtoga í heiminu að ég heldur líka segja bandaríski stjórnmálamenn í fjölmiðlum að Grænlandsmálið hafi haft áhrif á þá. Að þegar Evrópuleiðtogarnir, kannski maður segja, stóðu loksins í lappirnar gegn honum og voru ekki bara að sleikja hann upp í Hvíta húsinu fyrir framan og bjóða hann við konungsveislur og fleira, að þá þá var það að gefa eftir. Þeir stóðu saman og stóðu bara þétt saman og ég held að það hefði líka jafnvel haft áhrif á innanlandsmálin í Bandaríkjunum. Því að menn hafa séð það þegar með ná svona samstöðu og gefa ekkit eftir, þá glætur hann undan. Því að hann hættir ekkert, hann er rauninni bara eins og ofbeldismaðurinn, hann hættir ekkert, hann gengur bara alltaf lengra og lengra og lengra. Þannig ég held að Grænlandsmálið hann fór mjög illa að ráði sínu þar, vegna þess hvernig Evrópuleiðtogarnir náðu rauninni utan það mál. En það sem ég hef, má ég kannski segja, áhyggjur af eða finnst eitthvað athyglisvert það er þessi sterka undiralda í Bandaríkjunum sem er breyting á hugmyndafræði stórs hluta í Repúblikanaflokksins. Þetta er sem stýra flokknum og það eru fremst varaforsetinn og stríðsmálaráðherrann, jafnvel utanríkisráðherrann og þetta eru bara ungir menn. Þetta eru með öllu líkingum til að gera ráð fyrir að þessi menn verði áfram í stjórnmálum í Bandaríkjunum næstu áratugi. Trump verður ekki mikið lengur heldur en þetta kjörtímabil. Þannig að hvaða áhrif munu þeir áfram hafa tögluhaldir í flokknum eða ekki, finnst mér rauninni svo stóra spurningin. Og þetta er ekki bara spurningin utanríkisstefnu í utanríkismálum, heldur líka bara hugmyndafræði innanlands. Afskiptasemi síðan af evrópskum innanríkisstjórnmálum sem við sjáum bara með beinum hætti. Og þetta og getur enn víðtækar afleiðingar í heiminum heldur við horfum á í dag. Þessi hugmyndafræðilega breyting sem eiga sér stað á Repúblikanum. Já, ég voru ekki Bretar að neita Bandaríkjaherum einhverjar herstöðvar. Sakosegjum. Já, þeir mættu ekki fara í stríð við Íran á breskri grundu. Hvernig var það nákvæmlega? Það Bretar neita Bandaríkjunum að nota einhverja breska flugvelli til loftarása á Íran og þaðan kemur þetta djúst Chagos-eyjamál. Já, það var eitthvað svoleiðis. En sem sagt, ég meina alltaf, eins og þú ert segja, Baldur, sem held ég stóra fréttin í þessu öllu saman og sem stóra málið núna það og þessi dag frá degi vitleysan í Bandaríkjunum og með Trump hefur svona athygli okkar allra, en það sem undir niðri það meiri háttar breyting á Repúblikaflokknum og hægrinu.
ekki bara í Bandaríkjunum heldur allan heim. Og sú breyting ekki búin að spilast út að fullu. Og það sem síðan áhugavert í Evrópu þar sem við erum með fjölflokkakerfi, að þar getum við verið með svona stóra og öfluga einhverja svona jaðar hægri flokka. Í Bandaríkjunum bara tveggja-flokkakerfi. Og þá spurningin hvort að þessi kjarni sé nógu stór til þess að geta siglt yfir 50% og við náð einhver varanlegum tökum á bandarísku samfélagi eða hvort að hann staðnæmist þarna í þessum 36% sem ennþá styðja Trump og ef það staðnæmist í því að þá breytir engu hvort að J.D. Vance og Pete Hegseth og einhver aðrir ruggldallar verða 150 ára og stýra flokknum í öll þau ár. Ef þeir eru bara í 36% þá verða þeir bara á jaðrinum í pólitíkinni. Hvort að hvað það ég segir hérna það að í Bandaríkjunum þóttu við fáum svona stóran róttækan kjarna innan Repúblikaflokksins. Ef Repúblikaflokkurinn verður þá þar með minnihlutaflokkur þá það ekki eins alvarlegt eins og ef hann verður meirihlutaflokkur. Með slíkan kjarna. Því að evrópsku stjórnmál þá fungerar pínlítið öðruvísi vegna þess að við erum með fjölflokkakerfi og þar með geta einhver svona stórir minnihlutaflokkar skipt meira máli en kannski sem innan tveggjaflokkakerfis. Ég held eftir núna þegar Trump lætur embættið þó hann eigin eftir 3 ár þá eftir að fara fram verulegt uppgjör innan republikanaflokksins en mér finnst hins vegar bara meira spurningum það ef ég má orða þannig hversu langt flokkur ætla til hægri. Ekki hvort hann ætla, ef við skilgrunum þetta sem hægri í innflytjendamálum, efnahagsmálum, hægri með verndastefnu og annað, hversu langt hann fer til hægri og svo lítið nú einmitt bara á söguna og flokkarnir skiptast nú einfallega bara með svo nokkurn veginn að fara með forsetembætti og með völd í deildum þingsins. Þannig að stefna Repúblikanaflokksins mun skipta okkur bara verulega miklu máli á komandi árum. Já, menn ég held að það auðvitað mjög áhugavert að sjá framvindu mála þegar að Trump hörfar að sjónarsviðinu að því að eins og bara J.D. Vance það hvert hann fer með sinn pólitíska feril að því að ég held að hann virðist vera tækifæri sinni fremur en allt annað af því að það bara svo rosalega stutt síðan að hann var að líkja Trump við Hitler og var að gagnrýna Trump og svo bara hugsaðan, ég þarf að ná mínum árangri ég þarf að styðja Trump, vera með honum í liði en hvað hann gerir síðan, hvaða stefnu hann tekur að því að hann verður væntanlega framboðsefni Repúblikanaflokksins næst að því að það bara hefðin það ekki að sá sem hefur verið varaforseti að hann verði eða svona Já, hann allavega svona framarlega á kandidatsrófinu. Hvort að menn haldi áfram á þessari leið eða farið hans að bakka að því að svona almenningsálitið og viðhorfin að það búið að ganga fram af ansi stóru hluta þjóðarinnar og fólk svolítið að fá nóg að hvort þetta snúist einhvern veginn. Ég held að demokrataflokkurinn eða forsetshefni demokrataflokksins verður valið næst. Það ég alveg vissum eins og Baldur segir, þetta svona einhver skipti. En hvað gerir síðan við framtíðina? Hvernig verður þetta þannig? Það bara, ég veit ekki, mér finnst það mjög áhugavert að velta því upp að því að líka það sem að auðvitað þessi Trump tími hefur auðvitað haft miklu meiri áhrif á heldur en bara það sem að gerast í bandarísku þjóðinni, bara á alþjóðamál, stjórnmál og svona viðhorf. Mér þess að bara við á Íslandi, þetta hefur allt haft áhrif á okkur. Ég held líka að vera svo ótrúlegt að það hægt að verða fréttir þegar ég varaforseti, þó vísu ennþá fréttir þegar varaforseti Bandaríkjanna og utanríkisráðherra Bandaríkjanna bara fara til ríkja í Evrópu þar sem hefur að kjósa til þjóðþings og skipta sér með beinum hætti að kosningunum og bara tala fyrir tilteknum flokkum. Þeir fóru nú fílla með þetta í gamla daga Bandaríkir tímum kalda stríðsins, þeir gerðu þetta en þeir reyndu nú að gera þetta svo bak við tjöldin en ekki með þessum afgerandi hætti. Þetta rauninni bara fyrir stjórnmálafræðing bara ótrúlegt Ég má segja, áhugavert að fylgjast með þessu, hvernig þeir beita sér það svo grímulaust
hefur orðið allavega á þessu núverandi kjörtímabil Trumps kannski gríman féll svolítið hratt. Það virðist enga reglur lengur í svona alþjóða pólitík þegar kemur á Bandaríkjunum. Þeir geta einmitt farið og reynda að hafa einhver áhrif á kosningar, þeir geta hótað tollum hingað og þangað, ráðist inn í lönd, það svona, þeir eru orðnir einhvern veginn svona, það er eitthvað svona wildcard. Ég hef allan því séð þannig og fundist og tala lengi fyrir því hvað republikanar rauninni hafa haft lengi alltaf horfnu sér þegar kemur að alþjóðakerfinu, sérstaklega þegar kemur að vægi alþjóðastofnana í því að stjórna heimsmálum í orðaði sem svo, að setja reglur og lög sem bindur hendur stærri ríkja með Bandaríkjanna. Sko Bush til dæmis 2001 þegar hann vinnur þær kosningar, hann lagði heilmikla áherslu í kosningabaráttunni sinni gegn alþjóðastofnunum að taka Bandaríkjamenn þar út og að draga völdu þeirra þess að Bandaríkjamenn gætu farið því fram sem þeir vildu í krafti stærðar sinnar. Nú Trump einfallega að koma þessu ég segi öllu í verk og geri það mjög, ég getum sagt að skilvirkan hátt fyrir hans og hans stuðningsmenn, þannig að þessi hugmyndafræði búin að vera mjög lengi ríkjandi meðal republikana. Ég held að þetta er mjög mikilvægur punktur náttúrulega sem sá að margt af því sem við erum að sjá núna Trump gera eru hluti sem voru þegar byrjar að koma fram með mjög skýrum hætti einmitt á Bush árunum eins og talar og það gott dæmi það akkurat eins og þú segir þetta sem oft aldrei gleymist held ég það að í tíð Bush að þá stjórn Bush notar alþjóðastofnanir til þess að ljá sínu stefnumálum lögmæti. Samanber það að eyða löngum tíma í öryggisráðinu til þess að sannfæra menn þar það að Írak sé að koma sér upp gereyðingavopnum. Trump telur að það sé óþarfi og gerir þetta grímulaust. En engu að síður að þá í tíð Bush að þá þessi undirgröftur undan alþjóðastofnunum. En gagnrýni republikana þá í það minnsta svona út á við á alþjóðastofnunar og hún var getum við sagt svona þrengri og targeterraðri. Þannig að til dæmis það sem þeir höfðu við Sameinuðu þjóðirnar eða út á þær að setja voru annars vegar svona samsæriskenningar. En svo var það að Sameinuðu þjóðirnar hafa stutt rétt kvenna til þungunarrofs og það er alvarlegt vandamál sem þurfi að stemma stigu við. Þannig að það eru meðan að í tilfelli Trump að þá þetta einhvern veginn bara svona grímulaust þær standa í vegi fyrir því að við megum fara fram því sem við viljum og gera það sem við viljum. En það náttúrulega þau sem hafa lesið eitthvað sögur að vitum síðan það náttúrulega Bandaríkjamenn hafa í gegnum tíðina skipt sér af innanríkismálum í Evrópu og utan Bandaríkjanna en ekki grímulaust kannski alveg en þá hafa menn látið CIA sjá það fyrir sig frekar en að gera það með einhverjum beinum hætti og með einhverjum svolítið límsku fyllri eða mýkri aðferðum en að koma bara og það er nýtt en að þessu leyti það mikilvægur punktur akkurat sá að margt í þessu ekki fullkomlega nýtt heldur Trump að gera það með meira brútal hætti kannski og það eitt af því sem Carney bent á í þessari frægu ræðu sinni verð það að við höfum allan tíð vita það þetta rule-based alþjóðasystem að í því kerfi hafi hinir sterku og þeir hegemon sem eru Bandaríkin geta farið sínu fram og aldrei alveg þurft að fara eftir öllum þeim reglum sem allir hinir þurftu að fara eftir en núna þá sé bara keyrt á jarðýtu í gegnum þá yfir það allt saman. Það náttúrulega þannig að þótt að við höfum séð merkjum þetta áður að þá þetta kerfi bara dálítið mikið búið og Trump jarðaði það. Já, ég nú ennþá í kerfið nú allir til staðar og það funkar ennþá. Það gerir það þó að Trump sé að gera mjög margt til þess að reyna að brjóta það niður. Þá sé ég að minnst að kosti þannig bæði stjórnkerfi Bandaríkjanna skiljiði þetta og alþjóðakerfi það ennþá til staðar, það að veita honum viðnám þó að sé að leita leiða til þess að breyta því og það sem kannski alvarlega hann til dæmis með bandalagi með Rússlandi að reyna að breyta kerfinu Kína að ykkur leitir og orðið svona
setti sig fram á fyrra kjörtímabili Trump sko, sem vendar í frjálsa viðskipta. Skilurðu, það er nú ekki alveg komið sterk fram núna sko, en að ákveðnu hluta. Þannig að ég ætla nú ekki að afskrifa alþjóðakerfið en þá. Sko, Sameinuðu þjóðirnar hafa oft brugðist í fjölda stríða í gegnum tíðina út af einfaldlega neitunarvaldi stóru ríkjana í öryggisráðinu sko. Það er kannski ekki nýtt undir sólinni þar, en Trump gengur vissulega lengra. Það sem kannski nýtt í þessu fyrir okkur hér í Evrópu. Það er mjög langt síðan við í Evrópu höfum séð svona afskipti af okkar innanlandsmálum. Okkar öryggis og varnarmálum og innanlandsmálum líka sko. Aðrar heimsálfur hafa mjög lengi mátt þola þetta og það er unni bara nýlega. Við þurfum að fara þetta langt aftur til þess að rifja þessa tíma upp hér. Einhver sagði við mig einhvern tímann að Trump er svona náungi sem að endur tekur alltaf bara það sem hann heyrði í síðasta partí og á kannski svolítið við að svona hann er eiginlega bara að enduróma það sem að var svolítið svona stefnan innan flokks en svona svolítið í kyrþey en hann svona básonar því einhvern veginn út. En það eru Save America Act sem er þessi breyting á kosningalögunum. Ég tók nú ekki eftir því að því ég horfði ekki á alla ræðina hvort hann hafi talað eitthvað sérstaklega þetta en ég veit ekki hvort að þið eruð inn í þessu máli. Ég nefndi hann eitthvað að Demokratar vildu svindla. Já, og það var aldrei verið eins mikið svindl og í demokrata. Hann nefndi þetta nafn en hvað nákvæmlega það var einmitt að hann sagði einmitt að ef þetta fær ekki í gegn þá mesta svindl eins og hann notaði sín áframhaldandi kosningasvindl. Já, einmitt. En hver er þessi breyting sem hann er svona æstur í að sjá að verði á kosningalögunum? Já, það er svona nokkra breytingar. Ég þekki þetta kannski betur en hann vil gera það þannig að þú þurfir með meiri hætti staðfesta hver þú ert, þannig að þú hafir einhvers konar skilríki og þurfur að vera skráður kjósandi áður. En svo það er einhver svona atriði sem að mér finnst ekkert mjög svona sjokkrandi. En það er þetta með að hann vilji að alríkið hafi einhvers konar stjórn með eftirliti kosningar sem að ég held að hefur allavega veldur mörgum svona hugarangri hvað hann ætlist til með, hvað hann ætli sér það eða hvort að það muni hafa eitthvað jákvæð áhrif. Það eru þjóðnýttukosningarnar sem eru fylgin fram kosningarnar og kosningarnar eru fylgismál og þau eiga að setja reglurnar og þau hvers konar til dæmis skilríki menn þurfa að geta framsinn til þess að geta kosið og það sem Trump vil gera er það þjóðnýttukosningarnar, það sé alríkið sem einhvern veginn seti reglur þetta og lög. En svo náttúrulega sérstaklega vill hann búa til eitthvað svona yfirvarp yfir því að skipta sér af kosningum í þeim fylgjum þar sem hann er sannfærður að mesta svindli sé, það eru þau fylgi sem eru líklegast til þess að kjósa, hann ekki það sem hann tölur segja möguleika að kjósa. Enga vísbendingar að sé eitthvað alvöru kosningasvindlar í gangi. Nei, sem er náttúrulega eitt af þessu fáránlega, en þetta er eitthvað sem republikanur að tala í áratugi, er það að það sé útbreitt kosningasvindl sem engar rannsóknir hafa nokkuð tíman geta sýnt fram á að sé. Þannig hérna er eitt svona útbreytt vandamál samkvæmt republikanum sem bara er ekki til staðar. Ég hef aldrei séð einustu rannsókn sem bendir til þess að það sé raunveruleiki, það sé neitt annað en eitt hálmstrá hugsanlega á bakveðna. Þessi einangru tilfelli sem engu máli skipta. En menn eru búin að gera úr þessu einhverja úlvalda hjörð af vandamálum sem þarf að leysa með því að þjóðnýta kosningarnar. Er einhverju líkur á að þetta nái framgöngu þessi tillaga eða þessar breytingar? Er þetta ekki, ég væntanlega kosið þetta í Mér finnst eins og þetta nei, ég held að það sé ekki líklegt að komist þessu og það er eins og þú varst að spyrja áðan fylgja innan republikans, það muna það núna menn þeir hafa nokkuð öruggar meirihluta í öldgadildinni en í fulltrúadildinni er ekki hvað er 218 versus 216 þingmenn. Þetta er einn republikani sem skiptir kýs með demokratunum
og þá er ekki með meirihluta. Þannig sko að það standa gríðarlega veikt í þinginu nú, það koma í gegn lögum stór vandamál. Og þannig til dæmis sko með tollana sem eitt af því áhugaverfið þá, það það að hann hefði getað fengið sko stuðning þingsins við þessum tollum þegar hann að setja það á upprunalega vegna þess að þá eru repúblikanar með meiri hluta í þinginu og hann hefur ennþá þetta einhvers konar mandate úr kosningunum og hefði getað siglt hlutunum í gegn einhvern veginn á því við þeim fórstum, en núna hefur hann það ekki. Og ég held að sko tollamálinn til dæmis eitthvað sem hann ætti að geta komið í gegn með reconciliation, þannig að þyrfti ekki aukin meiri hluti í öldungadeildinni. Reconciliation þarf það að þú sért að minnka fjárlagahallann og breytingar á tollum hlýtur að vera hægt að ressa upp þannig að þau sé draga úr fjárlagahallann, þannig að hann ætti ekki að komið í gegn með reconciliation. En eins og staðan núna, þegar að stuðningurins hefur minnkað þetta mikið, þá svona stórmál, tollamálunum mjög ólíkt að geti fengið meirihluta fyrir þeim og einhvers konar þjóðnýting á kosningunum sem meiri háttar breyting á bara valdskiptingu milli alríkisins og fylkjana. Ég á erfitt með að sjá að hann geti fengið meirihluta, geti smalað þannig öllum sínum og náð demókrötum í öldungadeildinni nóg mörgum með þessi til þess að koma í brjóta aukna meirihluta. Ég á erfitt með að sjá það. Sko hér á landinu alltaf hljómar það mjög sérstakt eins og það í Bandaríkjunum á mörgum stöðum. Það þurfi ekki að sýna skilríki þegar þú ferð og greiðir atkvæði á kjörstað. Og svo krafa, ég heyri það alveg umræðinu hér að það hljómar mjög eðlileg krafa hér á landi að fara fram á skilríki. En Trump ætla sér rauninni bara eitt með þessum breytingum á kosningalöggjöfinni í Bandaríkjunum. Það að takmarka möguleika tiltekinna kjósendahópa að greiða atkvæði. Og vegna þess að við vitum það að það einhverjir hlutfall Bandaríkjamanna sem einfaldlega á ekki skilríki. Það einhver fátæki Bandaríkjamenn. Það eru fólk af afrískum uppruna, af rómverskum og amerískum uppruna. Þetta eru allt kjósendahópar sem miklu meiri líkur á að kjósi demokrata heldur republikana. Hann einfaldlega að reyna með því að setja harðari reglur að þurfa að skrá sig fyrir kjördag og að takmarka möguleika á póstkostningu, takmarka og krefja skilríkja. Þá fólk sem á ekki skilríki, þá hann að draga úr líkum að þetta fólk mæti á kjörstað og geti kosið til þess að fækka atkvæðum demokratana. Það eina sem hann hefur. Það eina sem hann hefur í huga og eina markmiðans þetta, þó að það getur hljómað eðlileg krafa þetta sérstaklega með skilríkin, þá þetta einfaldlega bara staðan í Bandaríkjunum rétt eins og það eru stór hópur Bandaríkjana sem ekki hefur vegabréf. Þegar mann einfaldlega ekki að ferðast og þurfi ekki að sýna skilríki eins og við kannski þurfum að gera hér í meira mæli. Þannig að mér finnst mikið að skoða þennan bakgrunn til þess að átta sig á hvað hann að reyna að gera. Og það liggur í því samöndu samt sem að einmitt varandi það hvernig þetta horfum við Íslendingum, það ekki heldur þannig að hver sem geti dúkkað upp á kjörstað hvar sem í Bandaríkjunum og kosið, vegna þess að þú þarf að skrá þig sem kjósanda fyrst og það eitthvað sem við þurfum ekki að gera með þannig að Bandaríkjamenn menn þurfa að hoppa í gegnum einhverju hringi áður en að þeir geta kosið. Þú þarft að skrá þig og svo það hitt það að reglurnar skilríki það ekki þannig að allstaðar gildi sú regla að hver sem geti mætt, menn þurfa að sýna með einhverjum hætti fram á að þeir séu þeir sem þeir eru og sen reglurnar það eru mjög breiður, þannig að eitt af því sem hann vill gera það að staðla þær reglur einhvern og aldrei ekki setja þær reglur meðan fylkin geta verið að setja þær reglur sjálf. Þannig að til dæmis hvers konar skilríki gilda sem skilríki, hvers konar pappírar gilda sem sönnun á því að þú sért sá sem þú segist vera, þeir pappírar þurfa ekki endilega allir að vera með mynd, eins og til dæmis að þú getur sýnt fram á tryggingakortið, þetta Social Security Card, sem með nafninu og sem með Social Security Number og hver og einn einasti Bandaríkjamaður hefur þetta og svo ef þetta stemmir við nafnið sem og númerið sem á kjörskrá sem þú hefur skráðið. Sumstaðar þá getur þú sýnt fram á mætt með
reikninga fyrir hitaði rafmagni eða sem sagt sanna búsetu og það sem nafnið þitt og sem sagt annað eitthvað opinbert plagg bara. Já, en síðan reglurnar þessi skilríki eru þannig að það eru ýmis konar skilríki sem menn geta sem sagt framvísað og ýmis konar pappir sem menn geta framvísað að sanna hverjir þeir eru. Þeir þurfa að sanna hverjir þeir eru. Það sem hann vill gera og eins og þú segir akkur þetta að þrengja þessar reglur og setja þetta og þetta eitthvað sem repúblikanar reyndar hafa beitt eða hefur verið notað í Bandaríkjunum í kosningum til þess eins og kosningakæfingu að setja reglur skilríkið pappir sem sýnir fram á sem gera það verkum að kjósendur hins flokksins eru ólíklegir til þess að kjósa og þetta hafa repúblikanar beitt meira og það til dæmis þá er þannig að byssuklúbbakort með mynd gilda sem skilríki meðan að stúdendaskírteini gildir ekki vegna þess að stúdendur eru líklegir til þess að vera kjósa demokrata en háskólanemar. Þannig að það eru ýmislegt svona það sem hann vil gera bara að færa þetta valdi heim til sín þannig að hann geti skrúa því eins og hann vil. Mér finnst þetta einmitt bara mjög mikilvægt að því að og fyrir mig líka að þú veist bara að heyra þetta þá gæti maður hérna á Íslandi maður gæti haldið þetta væri bara einhver eðlileg krafa en að bara þetta komið fram og líka bara fylkin eru svo ólík að þau verða að hafa stjórn að geta tekið tillit til sinna borgara og kosningaþátttaka í Bandaríkjunum með miklu minni heldur hún hér almennt og það bara erfitt að kjósa nú þegar í Bandaríkjunum. Það samt með kosningaþátttaka í Bandaríkjunum sem þetta Bandaríkjamenn af kjósundum á kjörskrá af þeim sem á kjörskrá kosningaþáttakan mun betri en hún lítur út fyrir að vera og svo þurfum við að hafa það með í huga að Bandaríkjamenn kjósa á 2 ára fresti þannig að kosningaþáttaka Bandaríkjamanna ekki minni en okkar þótt að við fyrstu sín lítur nú þurfa að vera Bandaríkjamenn eru stöðugt að kjósa gríðarlega mikið og það eitt af því sem ekki vandamál í Bandaríkjunum það að fólk sé ekki að mæta kjörstað. Það ekki partur af veikleika lýðræðisins í Bandaríkjunum endilega að fólk sé ekki að mæta kjörstað, það vil ekki kjósa. Heldur það að fólk hefur ekki trú á því að stjórnmálamennirnir séu þarna til þess að sinna þeirra að gera það sem þeir eigi að gera eða bæta úr þeim vandamál sem þeir eigi að bæta úr. Og það þessi jarðvegur fyrir þessa gerjun á hægrivagninu sem við vorum að tala áðan sem við höfum eftir að sjá svolítið hvert fer. Af því það líka sem þú nefndir Baldur með þetta, J.D. Vance og þessi kalla hvert þeir eru eftir að vera til langan tíma. En þeir eru ýmis konar, þessir menn. Og það ertu með eins og Tucker Carlson sem dæmi, sem ég held við ættum ekki að afskrifa sem mögulegan forsetaframbjóðanda. J.D. Vance svolítið að reyna að tala inn í það krát, en það eru ýmsir aðrir. Utanríkisráðherrann sem svona meira, svona frjálslyndari skilur ekki eins með mikla harlínu stefnu með við marga aðra, er það líka alveg möguleiki hann hefur reynt á því fyrir sér og var ekkit ólíklegt að hann reyndi aftur. Ég held að það sé líka, Rubio geti gert það, en ég held líka, en ég myndi segja þegar við erum að hugsa næstu frambjóðanda repúblikana, að þá myndi ég segja að við ættum að hafa Tucker Carlson á þeim lista sem mögulega frambjóðanda. Eitthvað stöðlega sé eitthvað körk, það er ágætis pæling, Það er svo bannað, en það eru þessari ýmis konar hreyfingar á hægri vagnum og hverjar þeirra verða ofan á og hvers konar það er alveg klart mál, það er mikið af róttækri jaðar hægri mennsku í gangi en hún af dálítið ólíkum toga og hvert hún fer og svo það þitt sem ég var að segja áðan sem ég held að sé mikilvægt er það nóg til þess að ná meirihluta. Þú segir áðan það skipting á milli hver það er sláttur, einna stundunar demokratar og svo það repúblikar. Hins vegar annað það að bandarísk stjórnmál hafa tilhneigingu til þess að það sé annar flokkurinn hefur einhvers konar undirtöku í stjórnmálunum og það er langt tímabil. Það sem sé demokratar eftir stríðsárunum eru með nokkuð solid meirihluta og svo eiga sér staðið meira áttar realignments. Við erum ennþá inn í einhvers konar stóru realignment í Bandaríkjunum og repúblikanir eru búin að vera að dreyma það að það sé að við séum einhvern veginn morgun nýs viðvarandi valdaskeiðs repúblikana. Bush til dæmis lét sér dreyma það að engineera þetta realignment. Þetta var eitt af því sem Karl Rove var alltaf að tala var það að búa til eitthvað nýtt tímabil
valda republikana. Trump náttúrulega láta sig dreyma það og þessir sko jaðar hægri hópar allir mismunandi dreyma það að þeir verði burðar ásinn í því. Ég á eftir, við eftir hvernig mun það líta út og svo hef ég efasemdir raunverulega að þetta sé nógu solid hugmyndafræði eða hún geti sýnt fram á þannig sko árangur að þeir geti byggt á því einhvers konar varanlegt varanlegan basis fyrir völd. En sko talaldur republikanna, þá eru sko demokratar jafnvel í meiri vandræðum heldur en republikanarnir. Ég held að það sé einmitt alveg rétt. Já, hvernig ætla þeir að haga sínum málflutningi í framanæstu kosningum sem er nú í haust, eða ég tala ekki framanæstu forsetakosningum, ætla þeir sko að bjóða fram yfirlistan sósíalista eins og borgarstjórinn í New York sem bóða velferðarstefnu svo í rauninni var samt bara hefðbundna svona kratisma orðað þannig eða þá eins og ríkisstjóran í Kaliforníu sem er svona aðeins gælur líka meira við svona til hægri öðru hvoru svona sem er gagnrýninn á Trump sko. Ég meina ég á eftir að sjá að Bandaríkin gætu meiri hluti bandaríska kjósenda færi að kjósa eitthvað sem telur sig fyrir yfirlýstan sósíalista. Ég veit að borgarstjórinn í New York ekki að fara fram sko, en sko þannig að þeim er mikill vand á höndum. Hvernig ætla allir að nálgast innflytjendamálin? Ætlar að tala fyrir lokun landamærana, harðar eftirliti, taka Trump upp eða opnara? Skilur þetta eru rosa erfið mál. Þeir töpuðu líklega að tala 2 milljónum atkvæða út af málefnum Gaza í síðustu kosningum. Skilur þið? Já, svona róttaka vinstrið er algjörlega horfið. Já, þannig að þetta er þeim er mikill vand á höndum. Það hefur borið svo lítið á þeim og maður velti fyrir sig hvort þau séu bara aðeins að halla sér aftur og leyfa Trump og republikanaflokknum að svona self-sabotage, ég veit ekki, en þetta er auðvitað bara megin spurning hvað kemur þannig frá þeim. En mér langaði aðeins að því þú nefndir Eriku Körk, þá ef það væri einhver, þá væri það kannski hún. Ég hef heyrt hann Friðjón tala það oftar en einu sinni í þessum þætti að fyrsta skipti sem að kona verður forseti Bandaríkjanna. Mér finnst það eiginlega of típist til þess að það gerist ekki. Já, einmitt. Hafið kannski eitthvað smá skemmtanagildi fyrir eitthvað, en það gæti gerst. Já, það verður svona áframhald. En með þessi innflytjendamál og með að því að ég fór að hugsa þegar við vorum að tala á þann að þrátt fyrir að það sé talað á ólíkan hátt núna heldur en að hefur verið gert áður að þá eru kannski stefnurnar og raunverulegu fjöldi þeirra sem er til dæmis verið að vísa á landi eða þá eru svona raunverulegar stefnur ekkert bara rýma við það sem hefur verið innan republikanaflokksins áður og þá veltir maður fyrir sér, nú er þetta þá bara þannig að eins og fólk hefur talað og var svona mikið að hann sé bara gera það sem hann segir og sé svona einmitt komið fram grímulaust og allt það og er það þá ekki bara svona gott, en þá finnst mér líka mikilvægt að hugsa það, ekki bara í samhengi við Bandaríkjanna, en svona almennt er að þessi ég veit ekki hvað að kalla þetta, þessi að koma svona einmitt fram, þrátt fyrir að stefnurnar séu kannski sambarilega við það sem hefur verið áður eins og í innflytjendamálum í Bandaríkjunum og að koma svona fram og tala svona hefur raunverulegar afleiðingar á þessa innflytjendur sem búa í Bandaríkjunum er að átök hafa aukist og það er svona viðhorf gagnvart ákveðnum minnihlutahópum er bara innflytjendur í Bandaríkjunum er að finna fyrir þessu, ekki bara heldur bara er að finna fyrir breyttu landslægi, það er erfiðar að vera sérstaklega ekki hvítur innflytjandi í Bandaríkjunum núna og það er bara það er búið að búa til ákveðna svona stemningu þar sem það er leyfilegt og það er alvarlegt í sjálfu sér þrátt fyrir að stefnan sé kannski svipuð, en svo gæti það samt verið að Ég veit ekki, en svo gæti það farið að snúast við að því að eins og við höfum talað áður að þá hafa þessar aðgerðir í innflytjendamálum eins og með æs og þessi morð og þessi börn í varðhaldi, þetta hefur bara gengið fram af fólki, þannig að núna í þessum nýjustu könnunum þá er bara hópurinn sem telur að er á móti stefnunni í innflytjendamálu, hann hefur bara stækkað og líka meðal fólk sem hefur
kjósenda republikanaflokksins. Þetta er of mikið. Þetta er of mikið og þetta hefur verið sko... Þetta átti ekki verið svona ljótt. Þetta átti að vera ljótt. Já, frá Trump átti þetta að vera ljótt. Þetta átti að vera sýning. Þetta var svona ákveðin svona sjokkfaktor. Ég held að Trump hafi bara ekki átt vonaði að þetta myndi ganga fram að svona mörgum sko. Hann áttalega vonaði að þetta myndi ganga fram að demókratum og það var það sem hann vildi. Hann vildi fá skona sýningu fólk út á götu að slást demókratar berjast fyrir réttendum ólöglegra innflytjanda og hann geti verið, já sjáðu, þau eru öll klikkuð og stór hættuleg hryðjuverka fólkið okkar. Og Þeir fóru fyrstalendi í vandræði þegar þeir fóru að drepa hvíta bandaríska ríkisborgara. Þá fóru þeir fyrstalendi í vandræði. Og litla drengin með bláu húna. Það er sko dálítið svona stórt skref þegar stjórnvöld fara að drepa í svona eigin borgara. Og það er það sem þeir voru að gera og það fólki eðlilega finnst það vera dálítið langt gengið sko, að stjórnvöld sé að taka af lífi ríkisborgara síns eigin sko samlanda þeirra og það er öðru vísi alveg skiljanlega og þess vegna er skiljanlegt að það hafi snúið sko viðhorf fólks. Og ég held að þetta sé sko síðan svolítið það sem ég var að tala áðan sem akkurat þetta sko það eftirspurn eftir svona pólitík og það er náttúrulega ástæðan fyrir því að hann gerir þetta og þeir trúa því að það sé sem sagt meiri eftirspurn eftir þessu en síðan reyndin er. Það er vandamálið og það er það sem sko við erum að tala áðan sem þetta sko það er eftirspurn eftir þessari pólitík annars væri hann ekki að rekana. Í einhverjum parti af sko kjósendahópnum er mikil eftirspurn eftir henni en það nóg til þess að halda völdum. Ég hef efasemdir það og það eru kannanir eins og þú segir akkurat þetta kannanir að sýna það að það er það ekki. Leikriti fóru einfaldlega sko of langt. Já, allavega þessa vikuna. Það er ótrúlegt með Trump einhvern veginn og svona málefni Bandaríkjanna þessa dagana að það breytist allt mjög hratt og maður ég hef aldrei velt bandarískri pólitík fyrir mig svona mikið eins og akkurat núna. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma Baldur Þórhallsson, Margrét Valdimarsdóttir og Magnús Helgason og já, eins og ég segi þá bara, við veitum ekki hvað kemur í næstu viku en við komumst vonandi að því. Takk svo mjög. Þá gefið það meira hér handa við auglýsingar. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað er komin á línuna. Hann er nú ekki hér við borðið sjálft. Guðmundur Auðunsson, svona heiðursfréttaritari samstöðurinnar í Englandi. Guðmundur, ertu þarna? Já, alltaf gott að vera komin á samstöðina. Já, takk og bara gott að sjá þig. Það er ýmislegt sem gengur á í breskum stjórnmálum þessa dagina. Peter Mandelson og Andrew Mountbatten handteknir og Keir Starmer er svona, það er svona, þetta skyggir óneitanlega á hans feril. Það eru svona þrýst án úr ýmsum áttum. Að hreinlega bara segja af sér sá ég nú í morgun. Þú fylgist væntanlega með þessu. Ég ímynda mér að breskt samfélag sé svona standa á öndinni. Jú, það er mikið, það er allar rætt mikið með annað. Það er svona tvennt sem er mest áberandi í umræðunni núna. Það er annars vegar tengsli framamanna í Bretlandi við Jeffrey Epstein og sem hafa komið fram í Epstein-skjölunum. Og hins vegar eru aukakosningar á morgun í mjög tryggu þingsæti verkamannaflokksins í Manchester sem að er þriggja flokka barátta á milli Reform sem eru populískur hægri flokkur, hálffasískur,
Verkamannaflokkurinn sem að þetta er venjulega verið öruggur, hefur unnið þetta þingsæti í vel yfir 100 ár og græningja sem það er svona þriggja flokka bardagi og þetta er einmenniskjördæmi þannig að sá sem vinnur, hann fær þingsæti hvert sem að það er með 1% eða 1 atkvæði. Græningjarnir hafa nú sótt svolítið á undanfarið. Já, og það er einmitt það að við getum byrjað á því að þessar kosningar á morgun að þar sko græningjar eru komnir af sömum könnunum eru þau komnir meira fylgi en verkamannaflokkurinn. Það er verkamannaflokkurinn og græningjar eru svona í kringum 18% fylgi á landsvísu meðan að Reform með svona 25% og íhaldsflokkurinn minna lægri svona 13-14%, hann virðist hafa hrunið. Þannig að það er ýmsar blikur á lofti og það sem að gerast með græningjar að þeir virðast líka vera að ná inn í stóru borgirna sem hafa hingað til verið algjörlega á bandi verkamannaflokksins. Og þetta eru mjög spennandi kosningar á morgun og það eftir að koma í ljós hver vinnur. Ég held þetta sé eins og að kasta peningi, það er svo nálagt að það sem að sorglegast að yrði auðvitað ef að Reform eða öfgahægri mennirnir næðu að vinna þar sem þetta er mjög vinstri sinna kjördæmi. Það er alveg ljóst að vel yfir 2/3 atkvæða fara samanlagt á verkamannaflokkin og græningja í þessu kjördæmi en með 1/3 atkvæða gæti, eða minna en 1/3, 30% gæti Reform unni kjördæmið. Þannig að þetta er mjög svona hörð barátta og þetta varðandi það sem þú varst að segja með Keir Starmer, það er nokkuð ljóst ef að verkamannaflokkurinn tapar þessu örugg á kjördæmi sínu að þá verður honum ekki stætt lengi í sæti formanns verkamannaflokksins. Það er búið að fjara undan honum mikið, hann er illa liðinn og meðal annars að það hjálpaði ekki að hann skipaði Peter Mandelson sendiherra Bretlands í Bandaríkjunum bara skömmu eftir hann komst til valda. Já, vitandi það að hann hefði einhverjar tengingar við Epstein. Já, hann hefur viðurkennt það, hann hefur vitað það. En það var greinilegt að þetta allir ekki meira hugarangur en svo að hann gerði hann að sendiherra og sendiherra staða í Washington fyrir stórt land eins og Bretland er alveg gífurlega mikilvægt. Þetta er mjög, hann hefur aðgengi af gífurlega mikilvægum upplýsingum og það sem að hann er nú sakaður Peter Mandelson, það að hann hafi lekið upplýsingum þegar hann var ráðherra í ríkisstjórn Gordon Brown, rétt eftir hrun. Hann hafi lekið upplýsingum til Jeffrey Epstein og þeim upplýsingum var lekið til mann sem starfaði sem fjármálabraskari. Þannig að hann hefur örugglega getað nýtt sér þær upplýsingar og þetta er auðvitað kolóðulegt og hann er handtekinn fyrir þetta. Og þetta er bara landráð. Já, og það er athyglisvert að reyndar kannski ekki alveg það langt en þetta er allavega mjög alvarlegt og það er athyglisvert að nú að Andrew Mountbatten Windsor, eða fyrrverandi prins, bróðir konungsins, hann var líka handtekinn fyrir að leka trúnaðarupplýsingum þegar hann var viðskiptafulltrúi á vegum ríkisins. Hann starfaði sem viðskiptafulltrúi og hafði sér slíkur aðgengi. Og þetta er svona hálf kaldhæðnislegt að Epstein var auðvitað bendla við barnaníð og trafficking eða bara að haldi bara ungum konum og barnungum konum undir lögaldri. Hann er sakaður fyrir það og hvorugur þeirra er handtekinn fyrir aðkoma að þessu. Líklega hefur Peter Mandelson ekki stundað þetta sjálfur en var mjög miklum tengslum við Epstein og þeir voru virtust vera mjög nánir. Já, hann kallaði besta vin sinn hann í einhverjum tölvupóstum sem ég sá. Nákvæmlega og bjó alltaf hjá honum þegar hann var heimsagt í Bandaríkjunum. Það sýnir hversu nánir á voru og þetta er löngu eftir að Epstein hafði upphaflega verið dæmdur fyrir
fyrir trafficking og andrætt stúlkubörnum undir lögaldri. Það var hann í fyrra skipti þá þegar hann var með ökklabandið. Já, nákvæmlega. Hann slapp nefnilega frekar snemma út úr fangelsi og þannig að þeir héldu áfram. Andrew aftur á móti hefur verið sakaður það að hann hafi komið af barnaníðsmálum og hann hafi ekki verið sakfelldur eða handtekinn fyrir það hingað til. Meðal annars að borgaði 12 milljónir punda til konu sem sakaði hann að hann hefði misnotað hana þegar hún var undir lögaldri og það gera menn auðvitað ekki borga 12 milljónir punda fyrir eitthvað sem að maður myndir ætla að væri ekki gert fyrir eitthvað sem að þeir hafa reyna samvisku með. Akkurat. Það er engin smá upphæði líka, 12 milljónir punda. Já, og það er mjög líklegt að þessi peningar hafi komið annað frá krúnunni eða frá ríkinu á óbeinan hátt. Og krúnan auðvitað ekkert annað en opinbert batteri, þannig að það er mikil reiði út af þessu. Greiniru reiði á meðal Breta í garð krúnunar? Er krúnan og konungsfjölskyldan og þetta fyrirkomulag sem okkur hér á Íslandi þykir nú svona frekar asnalegt, er þetta í einhverju hættu? Það var talað svona álíka í Noregi að krúnan var í hættu þar en líður svona eins og hún sé í hættu í Englandi. Nú veit ég að englendingar eru mjög miklir royalistar. Jú, sko, það er alltaf, krúnan hefur ekki verið eins mikill hættu síðan að prinsessa dó 1997. Það hefur alltaf verið svona allavega fjórðungur til þriðjungur Breta hafa verið lýðveldisinnar. Og þetta hefur verið lengi. En það þýðir það að góðum oft allavega hátt í vel yfir 50% eða hátt í 2/3 hafa þá verið sem vilja halda konungsdæminu áfram. Það sem að ég hef ekki séð nýjar tölur þetta en það ætti að vera alveg ljós. Elisabeth drottning þegar hún var á lífi var mjög vinsæl. Karl konungur er miklu óvinsælli og það hjálpar hann ekki að vera með bróður sem er bara universally almennt hataður í Bretlandi og þó að konungsfjölskyldan sé að reyna að ýta honum frá sér og búin að svipta hann öllum titlum, að þá breytir þau ekki að þetta er maður sem er alinn upp í konungskerfinu og bendir auðvitað á þá fjarstæðu að það séu erfðir sem gerir menn að þjóðhöfðingjum og menn geta bara séð fyrir sér að ef að þetta hefði verið konungurinn sem hefði hugsanlega geta verið að þá er alveg ljóst að konungsfjöldinir hefði verið mjög erfitt að sitja á valdastólum. En það virðist vera svona að yfirstéttin í Bretlandi vilja ekki rugga bátnum. Þannig að það er lítið reynt að tala sem minnst það að hvort þetta grafi undan konungsveldinu. Það verðist vera svona þögn í fjölmiðlum það, þó það sé engin þögn Andrew. Hann er á forsíðum allra blaða og hann og Mendelssohn. Hann er náttúrulega ekki svona formlegur meðlumur fjölskyldunar lengur, hann er reynda búið að svifta titlinum. Og það er svona athyglisvert við varðandi þetta með að Zach Polanski sem er leiðtogi græningja, hann var spurður þetta eitthvað tímann hvort að þetta hann teldi hvað hann finnist þetta varðandi konungsfjölskyldu. Þá tók hann sérstaklega fram að hann væri lýðveldissinni. Það er mjög sjaldgæft að svona áberandi pólitíkusar hafa gert það í Bretlandi. En þetta Mendelssohn atriði, þetta er svo svakalegt því þetta er maður sem var hægri hönd Gordon Brown á sínum tíma, hann var í ríkisstjórn Tony Blair, þetta er ákveðið reiðarslag fyrir verkamannaflokkin sem hefur verið á bara svona hraðri svona niðurleið í vinsældum. Og það er eitt sem maður má taka einmitt fram að Mendelssohn er búin að vera refur lengi í pólitík og sumir segja að hann hafi verið heilinn bak við blairismann sem svona þessa blairismin
þeir sem eru yngri kannski átta sig ekki á því hvers konar fyrirbæri það var, en það var í raun og veru mjög efnaðslega var það mjög hægrisinna, að það samþykti meira og minna efnaðspólitíku thatcherismans, en svona var aftur á móti frjálslyndari þegar koma félagslegum málefnum, til dæmis með varðandi samkynhneigða og svo framvegis. Og Mendelssohn var í raun og veru hugmyndafræðingur þessa og hann hefur þurft að segja af sér mörgum sinnum, en alltaf virðist hann hafa, hann þurfti tvisvar að segja af sér embætti vegna svona spillingamála þegar hann var ráðherra í stjórn Tony Blair, var viðskiptaráðherra meðal annars, og síðan var hann samtekinn inn aftur af Gordon Brown eftir hrun. Hann var talinn algjör snillingur og þannig að hann þyrfti endilega að nota hann. Og síðan er hann aftur kallað, þó það sé vita þessum tengslum hans við Epstein, að þá er hann kallaður eins og sendiherra af Starmer. Og það velta maður auðvitað fyrir sér hvað í óskupunum hefur hann á þessa leiðtoga verkamannaflokksins. Þeir, ég svona dragan inn ítrekkað eftir hann hefur verið látin segja af sér. Ég tók eftir því að Gordon Brown, hann hefur verið mjög duglegur að skrifa þetta mál. Hann sökti sér að eigin sögn svo litið í Epstein skjölin og er búin að draga þetta fram alls konar svona viðbjóð sem að hann vill svona að verði tekin ábyrgð á, að Mendelssohn taki ábyrgð á og þetta, þar talaði að þarna sé Gordon Brown að hefna sín. Hvað getur útskýrt það aðeins fyrir okkur? Já, mér finnst ekki ólíklegt að Mendelssohn var mjög náinn Tony Blair. Og hann er í raun og veru, það má mörguleyti segja frekar en að Mendelssohn sé svona prototí eða lærlingur Tony Blair, að þá segja með sumir að þetta hafi verið öfugt. Það er að segja að Tony Blair hafi verið lærlingur Mendelssohn. Gordon Brown og Tony Blair voru ekki mjög miklu vinir og þeir komu svona, Gordon Brown var talinn aðeins svona kannski aðeins lengra, kannski vinstra megin við miðjuna, meðan að Tony Blair var klárlega hægra megin við miðjuna. Og það er líklegt, án þess að ég geti fullyrt það, að Gordon Brown finnist hann svo gersamlega svikinn, og það hefur örugglega verið það að einhver pressa sett á hann eftir hrunið, að það var svo staðan svo alvarlega að það þyrfti bara allar hendur alla upp á dekk og að best væri að fá svona snilling eins og Mendelssohn inn og til að reista upp í málunum. Það voru einhverjar svona átölur það að í Epstein skjölunum þá talar hann mjög illa Gordon Brown. Hann segir að sé vond lykt af honum og segir að sé heimskur og er svona að grínast svona og gerir svona ljótt grín af honum. Og mér þótti það hann er mjög hrókafullur og hefur alltaf verið og telur sig vera algjöran snilling og má segja hann hefur allavega narsíska tendensa og þannig að þetta kemur ekkert óvart að hvernig hann hefur farið og hann hefur álitið eins og ég segi, hann hugsaði ekki mikið taldi ekki Brown vera merkilegan pappír. Nei. Og Brown er núna eins og þú segir að hann hellir sér út í þessu meðan að Starmer og Tony Blair þegja bara. Vegna þess að þeir vita upp á, ég veit ekki hvort þeir vita upp á sér skömmina. Starmer allavega segir að hann hafi verið blektur, þó að það er erfitt að sjá hvernig hann var blektur vegna þess að þetta var mest allt upp á borðu áður en að hann var skipaður sendiherra í Washington. Já, og svo er þetta svona það sem er kallað vetting process í breskum stjórnmálum þar sem þú þarft auðvitað að þú þarft
að kanna bakgrunn fólks og sem sko Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands hafa mjög auðvelt að kalla eftir gögnum á milli landa þegar maður ræður einhvern í svona stöðu, þannig að það einhvern veginn hann, kannski Keir Starmer segir lítið einfaldlega vegna þess að eins og þú segir, hann getur það ekki, hann veit upp á sér skömmina. Já, nákvæmlega, og það sem athugavert að þessi verting að það eru leyniþjónustur sem gera þetta og það hefur alltaf verið mikil tengsla milli leyniþjónustu Bandaríkjanna og Bretlands og það segir mér enginn að leyniþjónustan hefur ekki verið með upplýsingarnar sem voru birtar þegar Epstein-skjölin voru gerðu opinber. Þeir voru með þessar upplýsingar og þeir hefðu sagt, það þeirra starf að segja forsætisráðherranum frá þessu en hann var skipað samt. Sko, það sem að mér þótti svolítið áhugavert og það sem að ég sakna svolítið í umræðinu mitt í kringum Peter Mandelson Evrópusambandið bregðist við með einhverjum hætti en hann var svona trade commissioner, ég veit nú ekki hvað íslenska heitið yfir það fyrir Evrópusambandið frá árinu 2008 og eitthvað til 2010 að mig minnir. Þetta auðvitað bara á þessum sama tíma og það mikið af þessu í gangi og ég meina fyrstu málin gegn Epstein þau eru svona koma upp á yfirborðið og einmitt eins og ég segjum með svona vetting process það sem að það þarf auðvitað alltaf að skoða fulltrúa og maður hefði nú haldið að Evrópusambandið myndi vera með sko sína viðskiptamenn svolítið svona hvað ég var að segja með svona hreinan og sléttan og góðan bakgrunn hefðu bara svona flaggaðan rauðan hann á einhverjum tímapunkti en það virðist ekki að vera gert en það hefur engin brugðist við þessu. Nei, þetta eins og þið segja, það vill helst enginn tala þetta. Eins og þið segir, sko, ef við skoðum þetta mál bara sko lagalega, til dæmis sem gegn Mandelson núna, að þá hafði hann trúnaðar aðgengi að upplýsingum bæði í Evrópusambandinu og í breska kerfinu og hann lekur þessu til fjármálabraskara. Já. Þetta auðvitað stór alvarlegt mál, þetta bara spilling. Á sama tíma Epstein að borga eiginmanni Mandelson stórar upphæðir, þannig að þetta bara hrein og klár spilling. Og það segir mér enginn að þetta hafi verið að menn hafi ekki allavega fundið lyktina af þessu. Einmitt. Það annað mál sem að var svolítið stórt en kannski ekki alveg jafn stórt og maður hefði ætlað en það kannski bara af nægu að taka. Palestine Action, þessi aktivistasamtök sem að voru af ríkisstjórn Keir Starmer gerðað yfirlýst hryðjuverkasamtökum, fulltrúar þeirra voru fangelsaðir og allir þeir sem að lýstu yfir stuðningi við samtökin voru handjárnaðir og yfirheyrðir og fengu á sig eitthvað svona kæru styðja hryðjuverk. Það barst dómur, þessari ákvörðun var snúið við. Og hver þá staða núna? Fengu bara allir að ganga út úr fangelsunum og ekkert meira mál eða á að áfrýja þessu eða hvernig horfir þetta við þér? Sko, ríkisstjórnin segist alltaf áfrýja þessu þó að það sé mikil pressa á innan verkamannaflokksins sé mikil pressa á ríkisstjórnin að áfrýja þessu ekki. Flestir þeir sem voru í fangelsi, meðal annars aðrir sem voru svona tengdir Palestine Action þeir voru sýknaðir í dómi skemmdarverk og það athyglisvert í þessu að sko það ekki að vera hægt að lýsa hryðjuverkasamtök sem ógna ekki lífi og limum almennings. Og til dæmis var Palestine Action sett á lista með ISIS og sko fjölmargur hryðjuverkasamtökum í heiminum og sett á sama lista. Og það sem að gerir það verkum það að þá orðið ólöglegt að vegna þess að þau á þessum lista, þá orðið ólöglegt að styðja þessi samtök og þá þetta handtaka fólk við sem lýsir yfir stuðningi við það. Og
þúsundir manna hafa verið handteknir fyrir það eitt að halda á skilti sem stendur ég er á móti þjóðarmorði, ég styð Palestine Action. Og það er meira að segja, það er svolítið arðarleikur vegna þess að það er hægt að segja að þetta hafi verið að þeir eru að styðja Action for Palestine, en þetta var túlkað sem að þau voru að styðja samtökin. Og það voru sko eldri konur, fatlað fólk var handtekið og mikið af eldra fólki, sko nýræðisaldri sem var handtekið. Og það voru sko, þetta var afhjúpað hversu fáránlegt þetta var, og það var náungi sem mælti á svæðið og hann hélt á skilti sem stóð á I support genocide, ég styð þjóðarmorð. Og það var löglegt. Það mátti einmitt. Það var engin lög sem spennuðu það. En þetta eins og við, þú varst að benda á áðan með Epstein skjölin og það ekki rannsókn í gangi gegn kynferðisbrotum og hryllilega barnaníði sem að virðist hafa átt sér stað þarna, og það er sama með þetta einhvern veginn, það er svona eins og það sé, ég veit ekki hvað ég að kalla það sé svona einhvern veginn skökk heimsmynd, það sem að skiptir máli, það er einhvern veginn ekki tekið á því, en svona það sem ætti í raunin að vera í öðru sæti eða það bara sett fremst og það með krafti. Já, þetta er nákvæmlega, og það er sko að við erum að tala alveg sko þessi Epstein hringur og sko barnaníði og ofbeldi gagnvart barnungum konum í gegnum það, þetta var alveg ótrúlega víðfeðmið. Og það eru sko nafn, enda hefur þetta komið í ljós, og það eru sko, það er bara who's who. Hver sko af svona elítun og ólíkarkonum í heiminum, voru á þessu lista. Og margir af því, Epstein hann safnaði frægu fólki í kringu sig. Margt af þessu fræga fólki hafa tælt hann til sín með þessum sko, skuggalega barnaníðingi sem hann stundaði miður. Og svo fór hann aðra með sko fjárútlátum og skjalli og fleira menn eins og Mandelson, og þannig að hann safnaði fólki í kringum sig, og það var ótrúlegt og jafnvel eftir hann hafði verið dæmdur fyrir næstu 20 árum, að þá héldum menn áfram samskiptum við hann. Og þetta, það hefur enginn verið fyrir utan Ghislaine Maxwell og Epstein sjálfan, þá hefur enginn verið sakfelldur eða ákærður fyrir aðkomu sína að þessum barnaníðsmálum, hvorki í Bandaríkjunum né utan þeirra. Og eins og ég sagði áðan að það einu ástæðan fyrir því að Andrew og Peter Mandelson voru handteknir, það var fyrir spillingamál, sem að komu vissulega fram vegna þess að þeir voru að veita trúnaðarupplýsingar til Epstein, að þá eru þeir ekki tengt barnaníðsmálunum per se. Og eins og þú segir að þá er þetta alveg ótrúlega þegar þú hugsar út í það að maður myndi halda að það væri frumskylda hvers samfélags það væri að vernda börnin þeirra. Já, gegn barnaníðingum og þjóðarmorði, það er svona það sem maður hefði haldið. Maður hefði haldið, en það verið bæði í Bandaríkjunum og í Bretlandi og í Evrópu, mörgum löndum Evrópu, sum standa sig betur eins og Írland og Belgía standa sig sæmilega vel, Þýskaland og Bretland standa sig illa. Að það virðist vera sko að vernda ofbeldisverk Ísraelsstjórnar sé mikilvægara heldur en allt annað í samfélaginu í dag. Og svo hvernig þetta tengist allt saman. Það er einhvern veginn svona eins og maður sé alltaf að fá fleiri og fleiri púsl. Það er einhvern veginn svona, allt sem að bendi til þess að Ísraelar, Bandaríkin og Bretar hafi verið svona í samkrulli saman við að ekki endilega gæta hagsmunum bara jarðarbúa. Nei, og það er alveg klárlega ljóst og þetta er svona, svo undrast menn oft að almenningur sé búin að fá upp í kók af stjórnmálum og stjórnkerfinu og elítunum og
þegar þær hegða sér svona er spurn hvers vegna fólk sé búin að fá upp í kok af ólígarkum heimsins og stjórnmáli elítum á Vesturlöndum. Akkurat. Guðmundur Auðursson, heiðursfréttaritari Samstöðurinnar í Englandi. Þakka kærlega fyrir að koma hérna og svona stikla á stóru í hérna pólitíkinni ytra. Við sláum á þráðum til þín, bara vonandi sem fyrst aftur. Takk kærlega fyrir. Endilega, og það er alltaf gaman að koma að Samstöðuna. Bless. Og dokið við, það er meira hér handan við auglýsingar. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð Samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið sæl. Til mín er komin Ragnar Önundarson, viðskiptafræðingur, fyrrverandi bankamaður til áratuga. Þú hefur mikinn að þú ert svona virkur í umræðinni og einkum og sérilagi þegar kemur að fákeppni. Mér minnist þess að ég hafi lesið eftir þig oftar en einu sinni að þú ert að benda á hvað fákeppni getur verið skaðleg. Já, en sko varðandi þáttöku mína í þessari umræðu að þá er hún þannig til komin að eftir hrun það voru svo margir sko fullir á réttlátri reiði en ekki alveg á réttum forsendum. Þá ákvað ég að reyna að leggja eitthvað fram til þess sem að kallað er fjármálalæsi og reyna að útskýra fyrir fólki á mannamáli hvað var í gangi. Vonum við tækist það ekki illa núna. En fákeppni, sko, það er nú þannig að ef fyrirtæki hasla sér öll á markaði, þá kemur það ekki, til dæmis að það er erlent fyrirtæki, það kemur ekki bara inn í þennan markað og bætir sínum venjulegu 10% við. Það spyr bara hvernig er velagið í þessu landi og ef það kemst upp með að bæta 40% við, þá gerir það. Vegna þess að öll fyrirtæki eru að reyna að hagnast. Starfsmenn, stjórnendur, eigendur, allir leggjast á eitt að skapa hagnað. Og það er kannski ekki verslun til, það er bara þjónustu seljendur. Já, en við þurfum að flytja vörunar inn. Sko, stærstu hluti af neysluvöru Íslendinga er innfluttur. Og svo bætist við náttúrulega allar fjárfestingavörur atvinnuvegana. Og þannig við þurfum alltaf að afla gjaldeyris. Og hérna, þetta litla land, svona langt frá stórum virkum mörkuðum. Það hérna líður fyrir þetta. Og Ísland er með eitt dýrasta land í Evrópu að búa í og ég held bara þá í heiminum, sko. Þannig að sko flutningskostnaðurinn og ýmis fastur kostnaður, sko, þetta veldur því að það eru bara í hverri stóru atvinnugrein er bara 3-4 viðskipta, 3-4 fyrirtæki sem er í fákeppni. Og man getur reynd að telja þetta upp, sko, oljufélög og þess vegna, sko, tryggingar, bankar, dagsölur. Já, dagvörðurnar. Þetta er allt saman steypustöðar eða hvað það er. En það er náttúrulega virkur markaður með notaða bíla. En áður fyrr gátum við líka sagt að fasteignamarkaðurinn hefur verið virkur en við getum ekki sagt það lengur, það er svo mikill skortur. Ef það er skortur á markaði, þá er það markaðsbrestur. Þá er það skekkja á markaðinum og þegar skekkjur eru á markaði, þá eru einhverju sem að kveldgræða á skekkjunni. Og frá svona 2018 eða árslokun 2017, þá byrjaði að myndast ný bóla á fasteignamarkaði og hún hefur ekki sprungið enn hún sé bara að springa
byrja að springa núna. Er það ekki? Að tala lækkandi verð. Það er búið kveikithraði. Já, en gráða því. Við tölum aðeins það að svona, þegar allt með feldu, þá fylgir lína vísitala fasteignaverðs gjarnan bara vísitölu launa, launavísitölunni sem við höfum. Það gerði hún fyrir bóluna 2008 og það gerði hún eftir bóluna 2008 frá svona 2012 til 2017. Þá fóru þessar línur saman en í árslok 2017 þá verða skil og nú verða vegna skorsins þá að myndast gríðalegt yfirverð og þeir sem selja fasteignir þeir hesthúsa þetta yfirverð og auðvitað þeir sem að framleiða fasteignir hesthúsa mest. Það gríðaleg auðæfi sem þar safnað saman. En þeir sem hafa náð að minnka við sig, þeir áttur móti innleysa og styrkja sína lausafjárstöðu og peningalegu stöðu. En ég stundu byrt myndir að þessu bæði á síðunum minni á Facebook og nokkru sinnum í mokkanum. Að þetta svona núna 30% yfirverð miðað við launavísitöluna, miðað það sem þetta ætti að vera. Frá hvaða tíma tekur það? Já, það svona frá ársbyrjun 2018. Og þetta maður getur alveg séð það sko að Seðlabankinn hefur passað upp á eins og honum ber samkvæmt lögum að heilbrigði bankana og veðin sem veðtakan eða lánin sem leyfð eru, það fylgir launavísitölunni. En svo það sem umfram það eiginlega þannig að unga fólkið og þeir sem að stækka við sig, þeir hafa tekið lán til að borga einhverjum bólugróða og svo getur bólan sprungið og þá hjaðnar þetta og hverfur eigið fé heimilana. Það staldið skrítið að eftir reynsluna 2008 að menn skuli ekki vakta þetta. Skilja ráðamenn, þingmenn, ráðherrar og embættismenn skilja þeir ekki harmleikin sem felst í því fyrir fjölskyldu að þegar hún missir heimili sitt á uppboð og börnin þurfa að skipta skóla og svo náttúrulega vitum við að fjárhags erfiðleikar eru algengasta skilnaðar orsakinn og börnin búi ekki lengur með pappa og mömmu og þetta allt alveg bara þetta eru hamfarir sem geta orðið í svona ástandi. Við erum nýbúin að fara í gegnum það. Lærðum við ekki af því? Gátum við ekki lært? Ég hef verið ég hef búin að birta nokkra greinar í mokkanum með þessari mynd. Það engin viðbrögð. Þetta bara heldur orðum. Það skrítið. Í hruninu fræga eftir hruninu þá var ég með þátt á Bylgjunni og þá var Jón Danielsson hagfræðingur, tíðugestur á mig og hann sagði að versta sem við gerum það að hrekja fólk að heiman. Ég myndi eins og þú veist að segja skiptu skóla, skiptu leikfélaga þá komum upp allskis félagsleg mál það bara má ekki verða en það þrátt fyrir eins og þú sagðir það harm sem varð á þessum tíma að við skulum bara ennþá vera að pæla þarna þetta alveg bara grátlegt. Það eru margir sem að því miður sem að þurfa að upplifa það að vera svo kallað skilnaðar barn það situr í sálinni á fólki það situr bara mjög lengi í sálinni á fólki. Ragnar, ég skilnaði barn og ég fór í 5 skóla til að klára grunnskólan. Flutningar voru þetta dýr þannig að þú getur rétt ímyndaðir. Ég þekki þetta. En var ykkar systkinahópi skipt upp eða borðið bara hjá mömmu? Nei, mamma það var gamla aðferðin að sjá til þess að það geti gengið en nú þessi skipting að dvelja viku og allt það, ég veit ekkert hvort það betra. Kom aldrei til greina þá. En sem sagt þessi félagslegu vandamál og þessi sálfræðilegu vandamál og sem sitja í fólki eiga upptök sín mikið í fjármála vandræðum og við veitum að það er ekki hægt að ætla þess að venjulegt fólk kunni þetta allt aftur og pakka áfram skilji munin á óverðtryggðu láni og verðtryggðu og svo framvegis. Það verður að veita því leiðsögn
og ég kalla þá leiðsögn umhyggju en ekki forræðishyggju. Það verður að annast fólk og að þessu leyti og fræða það og það verður líka að vakta það sem að gerast á markaði, sko. Hugsaðu það. EES umgjörð evrósks markaðsbúskapar. Já. Og það bannað að víkja frá þeirri umgjörð. Við eigum að fylgja. En það gleymist að forsenda markaðsbúskapar að það sé til staðar virkur markaður. Eða virkir markaðir. Það gleymist. Hann Adam Smith fann þetta upp fyrir 250 árum og hann hugsaði þetta allt en hann sagði það eru 2 ófrávíkjanlegar staðir forsendur fyrir markaðsbúskap sem hann var að stinga upp á og við höfum farið eftir síðan. Það að það séu til staðar virkir markaðir og að það séu siðareglur til staðar. Hann kom auðvitað á það og það er nú sjaldan rætt. Já. Í rununu þá tók ég viðtal við Jónas heitinn Haralds og þá var hann að segja mjög mikið til í því sem hann sagði alveg sama hvað við setjum mikið af lögum og reglum siðleysið finnur sér alltaf farveg. Það er bara því þú getur ekki útilokað. Nei, og við líka þurfum þá að muna sko að þessi gríðarlega merkilega tilraun að virkja einn alvarlegasta löst mannsins til góðs. Markaðsbúskapur tilraun til þess. Svo löstur kallar ágirni eða ágind og eða græðki. Og vissulega þá keyrir þetta hagkerfin áfram. Fólkinu fjölgar í veröldinni og ef við hugsaum þessi stóru samfélög sko, það bara ekki hægt að koma velferð að, menn veit ekki eins og hver fólksfjöldin í landinu og svona. Nei. Og þá það alveg eðlilegt að grípa til þess að reyna að hámarka velferð heildarinnar og þá trúa menn því að þeir sem að hesthúsa mikinn gróða, þeir muni gera eitthvað með þennan gróð að almenningi til góðs, halda áfram að fjárfesta og svo framvegis. En sko, það verður að huga að í svona samfélagi eins og okkar að einhverjum jöfnuði. Það verður að gera það. Og ég man til dæmis að þetta mjög áhugaverður í málsgrein í litlu riti sem að Sjálfstæðisflokkurinn gaf út. Þar sem að Jóhann Hafstein, fyrrum formaður flokksins, skrifaði. Og hann sagði það að Sjálfstæðisflokkurinn myndi sjá til þess gegnum skattkerfið að það ekki óhæfilegur munur ríkra og snöðra minni mann hafi sagt. Það síðan margt breyst. Það margt breyst sko. Nei, þessi hugsun farin. Þetta líka langt síðan að sagði þetta. Nei, sko. En það bara, á þeim tíma sko, þá hefur bara margt breyst, bæði þeim flokki sem að Jóhann var formað fyrir og bara mikla breytingar. Já. Sko þessi flokkur jákvæða því að ég við rauðaborðið að koma í bláu hérna. og ég hef svona ungur bara aðhylltist og læriði þessar hugsjónur markaðsbúskapinn og í viðskiptafræði og hafði enga neina lífsreynslu til að sjá alla hliðar á því máli. En sko Sjálfstæðisflokkurinn hann hefur minkað núna og það ekki tilvíðun, hann að minka sig. Og ef við rifjum upp sko tengsl flokksins við samtök atvinnulífsins þá munum við að Þorgerður Katrín þegar henni legtist á þá fór hún og vann þar í kannski 1 eða 2 ár. Svo á síðasta landsfundi þá kusum við 2 úr hópi forustu sveitar samtaka atvinnulífsins í formann og varaformann. Og bæði verið varaformann SA. Og svo núna fór fráfarandi formaður Sjálfstæðisflokksins í vinnu til samtaka atvinnulífsins. Þetta eru alveg gríðarlega tengingar sem að endurtaka sig. En hvar Pétur Sjómaður? Hvar Guðmundur Á. Garðarsson? Hvar Magnús L. Sveinsson?
ég svo sem hitti hann daginn og það var ánægilegt. Og ég jafnvel líka menn bara eins og Ellert Skram. Já, en af hverju hætti Sjálfstæðisflokkurinn að vakta VR? Hann sinnir ekki VR. Nei. Ég meina, það gríðalegur fjöldi hérna sem í VR og menn gefa það på bátinn og svo að því við vorum að tala húsnæðismálin. Hvað varðum séreignarstefnuna? Akkur verður svona skelfing á vakt Sjálfstæðisflokksins eins og ég var að lýsa í þessari bólumyndun og þessu yfirverði. Og það bara góðum allir upp í loftið. Það veit engin í þingflokknum eða forystumenn flokksins eða ráðherrar. Og þeir segja, við látum bara markaði leysa það. Hvaða markað? Hvaða markað? Hann búin að eiga núna síðustu 20-30 ár með þessum árangri. Skekkjur á markaði eru uppspretta gróðans. En eitt nú að þeir sem hafa verið að byggja og verið að selja nýbyggingar eða nýjar íbúðir, þeir eru búin að fá þess á bauki núna. Þeir hafa glemt sér, þeir byggðu íbúðir sem að fólk kannski vill ekki. Og þess vegna sérðu það sem eru nýbyggingar að íbúðir standa bara auðar og það eru auðvitað jafnvel til leigu og þannig að menn þurft að brenna sig. Já, ég held þetta sé fjórða sinn sem ég að horfa upp á þetta Ég byrjaði í banka 1976. Þetta alltaf að endurtaka sig svona ástand. Menn mókuði peningum í nokkur ár og gáði ekkert að sér og sitja sig uppi með 100.000 íbúða. Og svo kemur það því að bankin knýr á það að selja og þá það ekki einhver róleg sala. heldur undir þrýstingi og þá getur orðið heilmikið verðfall, jafnvel skuldadrifið verðfall og þá getur heilmikið auður þessara aðila þurrkast út en þeir verða nú að kunna bóta sínum forráð. En þannig að þetta áhættusamt og ég hef áhyggjur af því. Ég held að á næstu árum eða misserum muni raunverð fasteigna að lækka mikið og ég held að margar fjölskyldur verði með gríðarlega vaxtabyrði en hún verður ekki vegna hárra vaxta, hún verður vegna mikillar skulda og það verður við að muna. Við verðum að muna, það vaxtabyrði á ekki bara uppruna sinni í háum vöxtum, í miklum skuldum og þegar búið að haga málum svo að ungar fjölskyldur og þess sem þurfa að stækka við sig hafa tekið lán í stórum stíl sem að munu síðan reynast vera, það engin eign á móti þegar þetta springur allt saman. Þá þá það mikil erfiðleikar og sárindi. En hver þá ábyrgð lánveitandans? Já, þetta nú alltaf góð spurning að þér. Veistu það? Það aldrei minnst á þetta á Íslandi. En þetta kallað á ensku lenders liability. Í Bretlandi og það umræða það er þetta flett upp á þessu. Og þetta snýst mikið það að hann á að sýna viðskiptavinum sínum umhyggju og hann má ekki sem sagt líta fram hjá hagsmunum lántakandans. Hann má ekki vinna bara sálarlaust eða hugsunarlaust sem einhverju milliliður hérna. Þetta er óplæður akkur í umræðinu hérna og við getum googlað þetta lenders liability og þá sér fólk heilmikið þetta og getur þá heimfarta á íslenskar aðstæður. Það við svo upptekin, við höfum ekki tíma til að hugsa svona smámunni. Við látum það bara lönd og leið. Svona þetta. En það þessi fákeppni, Það eru fáir, við nefndum það ekki á hann, það eru fáir framleiðendur, stóri framleiðendur að byggingum og það þessi gríðalegi skortur vegna þess að við þurftum svo mikið vinna að erlendis frá og þá gerist þetta, þá fer þetta riðlast svona eðlilegt skipulag en það eiginlega
þetta eiginlega, við reynum að hugsa stóru þættina, þá erum við alltaf að reyna að stunda markaðsbúskap án þess að tryggja að virki markaði sér fyrir hendi. Við veitum þess ekki athygli og stjórnmálumenn ræði þetta ekki. Þetta voða heillandi að sitja í sjónvarssal fyrir kosningar og tala hugsjónir markaðsbúskaparins og að útskýra að það sé velferð sé hámörkuð með því. En í okkar samfélagi þá sættum okkur ekki við að horfa á fólk bara að geta það sem úti frýs. Það eins og í stóru samfélagunum liggur fólk úti, við sættum okkur ekki við svoleiðis og ætlum ekki að hafa svoleiðis. Og ef einhver reynir að vera með slíka pólitík, þá honum refsað. Og ég held við getum nú alveg sagt það núna, þessi 3 flokkar sem að störfuðu lengi saman og spönnuðu allt pólitíska rófið frá hægri til vinstri, Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og Vinstri grænir. 2 þeirra hafa þurrkast út af þingi að kalla má. Og 1 þeirra mjög laskaður. Og það kannski er það ekki góð hugmynd að búa til brú alveg frá hægri til vinstri, því að það felur í sér málamiðlanir á öllum sviðum. Ekki bara betra að hafa öðru hvoru vinstri og öðru hvoru hægri og kjósa svo og skjósa svo og milli. Ég held það bara. Þessi heiðarlegra og betra og skiljanlegra fyrir fólk. Ég finnst þetta með byggingarnar og þeir sem eru búin að hagnast mjög mikið á liðnum árum. Það fannst mér svona kissuberið á rjómatertuna vera þegar fórstjóri eins þess að fyrirtæki keypti sér Bentley. Eitthvað 50-60 milljón króna fólksbíl. Til hvers? Já, til hvers. En ég hef séð einhverju auglýsingar, verið að auglýsa Range Rover og þá sagt njóttu athyglinnar. Já, það fari bara í hérkoman. Já. Ef þú átt svo mikla peninga og veist ekki hvað þú að gera við þá, reyndu þá bara að veifa þeim framan í fátækt fólk. Ég get svarið. Þetta ekki mikil hugsun. Nei. En þegar við talum hér eru bara íslensk tryggingafélög og íslenski bankar, en svo kemur Costco og ennþá, búin að vera hérna í mörg ár. En þeir hafa séð einhvern hag í þessu. Eina verslunin í Evrópu, við veit rétt. Það var það allavega. Nei, það Costco á Spáni og það Costco í Bretlandi. Já. Tekir það tilbaka. Já. En það Bauhaus og svo kom IKEA fyrir löngu síðan. Jú. Og þrátt fyrir að hagnaða viðleitni sé nú málið, þá IKEA hefur svolítið annan karakter og það kemur bara frá held ég gamla manninum Ingvar Kamprad. Hann var hugsjónamaður og það svona kompanikultúr og ég held að þetta fyrirtæki hafi gert alveg ótrúlegt gagn fyrir samfélagið. IKEA og ber virðingu fyrir þeim sem að sitja þar í stjórn núna og halda sínum kultúr. Og hann nú ekki komið frá Ingvari Kamprad, heldur frá Pálma Jónssoni. Og Pálmi, hann lagði upp í sína vegferð með hugsjónir að gera gagn. Og einhver tíma var nú sagt að hann hefði nú kannski gert íslenskri alþýðu meira gagn heldur nokkur verkalýðsforingi. Það var einhvern tíma sagt, það er reyndar ómælanlegt, Já, það er ekki ómælanlegt. En þegar að svona fyrirtæki eins og Costco eða Bauhaus koma inn á markaðinn, þá spurjaðu bara hver á hvaða level verðið hérna og þau verðleika sér bara aðeins fyrir neðan. Og Costco byrjaði með svona kynningarverði, en þeir aðlöguðu sig. Enda Costco ekki góðgerðarstofnun. Costco bara fyrirtæki sem á að græða og þeir sendu hinga forstjóra með þeir og forstjórin veit að ná að græða og hvert á gróðin hann á að fara úr landi í formi arðs. Þetta er allt skiljanlegt, lífið svona. Já, þetta getur við líka fært yfir á önnur fyrirtæki, til stóriðuna. Já, stóriðuna. Það en talandi stóriðu, þá er gott að muna að
Já, var ekki, ég fermdist 1966, var ekki sirka þá sem að Ísal fór í gang eða Búrfell og maður man eftir því sko að þarna voru, þetta var ekki markaðsbúskapur, þetta var áætlanabúskapur, bara eins og menn reyndu að stunda austantjalds, það að segja menn reiknuðu og menn tók hvað kostar að byggja virkjun og á hvaða verði getur hún selt rafmagnið og síðan var farið til fundar við Alu Swiss og þeim selt hugmyndin og þetta voru góðgjarnir landsfeður sem að sáu þetta. Síðan hefur þetta verið aukið og núna þetta stöðugasti hluti gjaldeyrisöflunar landsins og við verðum að kunna meta það. Við vitum og það bent á það að arður fyrir úr landi og allt í lagi, en í álverðinu, útflutningnum, erum að flytja inn út bæði vinnuafl, verðmæti vinnuafls og orku sem framleiðslu þætti í hálfuninni vörur sko. Og þetta eins og segi stöðvasti hlutin, sko, hverflar virkjanana ganga jafnt og þétt dag og nótt og bræðslunar, ef að allt gengur vel, þá gengur það dag og nótt, sko. Og gjaldeyrisöflunin það þarf að setja hana á mjög háan stall, sko. Ferðaþjónustan kom til liðs við okkur og varð stærri en sjávarútvegurinn. Bæði sjávarútvegur og ferðaþjónusta eru háð sveiflum. Augljóslega líffræðin veldur því öðru hvoru að sjávarafli bregst og svo lækkar markaðsverð í ef að heims búskapurinn fer niður á við og þá skeður líka það að þá hættir fólki að dregur úr að ferðast, frestar ferðalögum. Þannig að þetta allt saman háð sveiflum en stóriðjan og útflutningur hennar verður ekki fyrir eins miklum árum. Að vísu þá lækkar álverð líka, en þetta gengur allt saman dag og nótt. Og ég þeirra skoðunar út af því að fólki í landinu hefur fjölgað svo mikið og þá eykst matvæla innflutningur augljóslega og það er uppistaðan í okkar neysluvörum eða stórhluti og svo þarf stækkar atvinnulífi líka og það þýðir meir innflutningur, vélbúnaðar og alls konar slíkra hluta. Og ég við urðum fyrir happi til dæmis á síðast ári Keresis þarna á Ísafirði var selt og þá kemur inn stór summa inn í gjaldeyrisjöfnuð. 40 milljarðar. En það fáum við ekki á hverju ári. Það er bara einu sinni og svo vonandi skeður eitthvað annað, en vonandi skilja menn nú það að það er ekki skynsamlegt að fara að selja allar gæsirnar sem verpa gullleggjum eins og þetta. En sko, ef það verður skortur á gjaldeyri, það byrjar að myndast halli, þá hækkar verðið á honum. Og hvað köllum við það þegar maður þarf að borga meira fyrir gjaldeyri? Er það ekki kallað gengislækkun? Það er aldrei. Og þá hækkar í krónum allt verðlag en launin standi í stað. Og þá bara herðir þjóðin sultarólina og er einhver sem er hrifinn af því ástandi. Það held ég ekki. Ég þeirra skoðunar, við munum verða að virkja meira og halda áfram að gera undirstöðuna stöðugri. Ef við gerum þetta og þá einhver tíman gæti Ísland tekið upp evru ef að það verður talið skynsamlegt. En út af sveiflunum sem eru, þá er það ekki mögulegt núna. Það er ekki skynsamlegt. Ef við skulum segja að við skulum bara taka sjávarútveginn sem að flestir nú hafa nú einsinn í hann, sko. Ef að afli minnkar og jável verð lækkar erlendis, að þá minnka tekjur fyrirtækjana. Kostnaðurinn stendur í stað. Og
þá erum við talað útflutningsfyrirtækjana, útgerð og fristihús og þess áttar. Og það sem þá hefur venjulega gerst að gengið verður að gefa eftir til þess að við missum ekki fyrirtækin í gjaldþrot. Hvað gerist ef við missum fyrirtæki í gjaldþrot? Það á allar atvinnugreinar. Þá bara koma lögfræðingar, gerast þrotabústjórar, þeir segja starfsfólkinu að fara heim, þannig að öll þekkingin sem býr í því og þjálfun fer sundrast. Þeir selja vélar, þeim sundrað, þeir selja fasteign og þeir þurfa sjálfur auðvitað að taka sín laun fyrir sín störf sem eðlilegt og það þarf að losa pening. Og svo það nú eitt enn að það tvennt enn, það annars vegar það að viðskipta vinahópurinn hann sundrast. Já. Og það eitt sem ég held, sem alveg útilokað að mæla, en ég held að sé mikið tjón sem að lítið að tala það það að frumkvöðlinn, svo sem stofnaði fyrirtækið og lagði nótt í dag við að koma í lappirnar og gera það lífvænlegt. Hann situr eftir heima, hann missir húsið sitt vegna þess að hann hefur lagt allt undir þegar þetta var að fara niður og hann missir líka kjarkinn. Hann á ekki þann pening til þess að byrja aftur. Og ef þetta gerist til dæmis í öllum sjávarþorpunum í kringum landið, ef þetta myndi gerast, þá það óbætanlegt tjón. Því að þessi manngerð sem hefur þetta í sér, hún bara ekki á hverju strái. En það ekki hægt að mæla þetta. Það svo miklar hindranir á leiðinni þegar að vera með afla heimilli til að geta byrjað. En þegar þú sagði þetta, þá var ég að hugsa Skagan 3X. Það var svona. Já. Það til aðferðir til þess að varðveita rekstur þó að fyrirtæki fara á hausinn. Það þá myndi bankin venjulega myndi segja fyrirtækinu og þeirra forsvarsmönnum að búa til dótturfélag. Bankin lánar fyrir hlutafé í dótturfélagi og tekur veð í því og síðan allt fært þangað á óriftanlegum kjörum. Þá reksturinn komin í skjól og þá venjulega það hlutverk eigendana að fara með móðurfélagið sem má kalla, gamla félagið í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu og ef þeim tekst það, þá þetta samin að það aftur nýja félaginu sem tókur restinum. Þetta kallað hive down á ensku, það að googla það, niður hífing og þetta nú í eðli sínu það sem var gert með neyðarlögunum þegar nýjir bankar voru stofnaðir. En þó var nú breytt svolítið út frá því, en það annar mál. En þegar að svona stórt fyrirtæki með svona stóran starfsmannhóp, svona mikla þýðingu í atvinnulífi eins þorps eða bæjar, eins og var 3X, að þá fyllilega ástæða til þess að nota þetta og nota þessa aðferð. Það hefur lítið verið gert á Íslandi. Og það eiginlega ástæða til þess að skoða gjaldþrotalögin og uppáleggja mönnum að kanna fyrst möguleika á varðveita reksturinn. En þess að þekkingstarfsfólks, samböndinu viðskiptavinna og öll þessi uppsetning sem á vélum og tækjum. Þetta svo dýrmætt að sundra því ekki. Fyrir 2 dögum satt Þröstur Ólafsson hagfræðingur hjá mér. Og hann var hann segir að þetta lítist að vera framleiða græna orku og selja svo í gráan eða svarta niðnað. Já, ég las grein hans í Mogganum en daginn, mjög góð grein. Og að niðnar eru skiptar? Já, Þröstur orðin miðjumaður og nálgaðist miðjuna frá vinstri. Ég orðin miðjumaður og nálgaðist hana frá hægri. Og við erum oft mjög sammálaðir. Ég vil ekki að íslensk græn orka fari óunnin úr landi eins og hvert annað hráefni.
þá vorum við eins og nýlendurnar voru hérna í gamla daga. Þessi rafmynda gröftur. Já. Þetta alveg sko hégómi. Það alveg skelfilegt að gera samkomulag við þetta. Þá fer sem þetta raunverulegt að skapa næstu enga atvinnu, þessi starfsemi. Og þá fer þessi grænasta orka veraldarinnar eiginlega forgörðum. En við eigum að hafa það fyrir reglu Íslendingar að öll okkar græna orka skal nýtt í landinu til að skapa atvinnu og undirstöðu og stöðuleika. Því að allur orkubúskapur er stöðugur, það er ekki bara stóriðan. Og nú fólkinu fjölgar. Hugsaðu til dæmis að þessi fjölgun landsmanna, hún stækkar hagkerfið, auðvitað. Öll velta fyrirtækina stækkar og það er kallað hagvöxtur. En þau talar hérna þessa miklu orku sem við eigum og allt saman, að þá eru til dæmis heyrast raddir í þínu gamla fólki í Sjálfstæðisflokknum að selja allan að hluta af Landsvirkjun. En aðrir spyrna við fótum. Geir Haarde nefndi þetta og Bjarni Ben nefndi þetta einsunni, en þeir fengu ekki góðar undirtektir og nefndu þetta ekki aftur. Nei, ég held að aðrir svona í þingliðinu sem ber ekki eins miklu ábyrgð. Nei, já. En þetta með gæsir sem verpa gulleggjum, það eru líka til bara litlar. HS Orka, henni var skipt upp, það var HS Veitur og HS Orka. HS Orka er selt úr landi og gegnum held ég sænskt eignarhaldsfélag og þá þurfum við auðvitað að borga arð úr landi. Við fengum einu sinni innpenning en þurfum að borga minni penning eilíflega, Síðan var það HS Veitur, það var nú vatnsveita og hitaveita og slíkt, Þannig, og það var nú enga fjárfestir íslenskur sem að keypti það. Þannig hver skipti sem að Reyknesingar láta renna í vasklas, þá þeir að gera honum gott. Það er nú svo sem allt í lagi, en við eigum ekki að selja frá okkur svona eins og til þessu Veitur. Það er búið að selja, er ekki Míla og það er eitthvað fleira slíkt, Internetið er afhendi gegnum Veitur. Prinsipið á að vera þetta, ef að neytandinn eða kaupandi þjónustunar verður að kaupa hana og meiri sig á uppsettu verði, þá eigum við að hafa veitur. Og við höfum rafmagnsveitu, vatnsveitu og við erum með fráveitur og það er bara endalausar veitur. Það er sem að vera ekki, við erum ekki selja frá okkur. Nei, alls ekki. Og svo les maður jafnvel í Morgunblaðinu sjálfu að OR sé komið í einhverja sókn ellendis. Þetta er veitustofnun og Orkuveita Reykjavíkur, hún er ekki bara að selja Reykvíkingum, hún selur Kópavogsbúum, Garðbæingum og Hamfirðingum held ég. Ég held að segja líka Serbi Borgarfjörð og Stykkishólmi. Víða, og golfvellinum á golfsvæðinu í Öndverðarnesi held ég. Og á að nota peninga fólksins þarna í einhverja skrýtna vegferð ellendis, einhverja útrás á vegum, þetta er eins langt frá eigendum peningana eins og þetta er að hugsa sér. Það mennur bara borga og verða að borga og svo einhver pólitísk stjórn þarna og forstjóri og það er engin tenging við neina ábyrga eigendur sem að geta sagt nei, það er ekki til. Þetta er alveg skelfilegt. Og nú svo er Orkuveita Reykjavíkur líka núna framleiða rafmagn fyrir álver. Það er nú út af fyrir sig en ég skil ekki af hverju íbúarnir á Suðvesturhorninu eiga að vera framleiða rafmagn fyrir álver. Er ekki bara aðrir sem eiga að gera það? Og þá vona ég íslenskir aðilar. En ef við ætlum að búa þessu... Sem núna eins og þeir kemur hérna í Norðuráli og þeir borga ekki rafmagn sem þeir noti ekki. Þráttir samninga. Þráttir samninga. Og það er þá þessi almenningsveita sem að
er þarna í klandri. Já, það er þannig sko. Og hérna, sko, ef við ætlum að búa í þessu landi, þá erum við að nýta það sem kallað eru hlutfarslegir yfirburðir landsins. Það er vanandi fisk og við höfum hreint vatn og við erum með orkuna og svo er það náttúran sjálf sem við seljum aðgang og þetta eru kallaði hlutfarslegir yfirburðir og við seljum aðgengi að þessu eða nota þessu og notum afræksturinn til þess að kaupa það sem aðrir hafa framleitt með sínum hlutfarslegu yfirburðum. Þetta gerir svona í milliríkjaviðskiptunum sko. Ef við flytjum þessa hlutfarslegu yfirburði bara óinn á landi, hugsunarlaust, hvort sem það er til dæmis rafstreng eða sæstreng eða í formi rafeldsneytis, fallegt orðum baneitraða vökva, ammoniak og metanól, stórhættulega vökva, en það er þetta brennaði mjög velum. Sko, ef við flytjum þetta svona óunnu landi, þá verða íbúarnir líka að flytja sig með orkunni og til þess að njóta atvinnutækifæranna erlendis. Þá erum við að grafa undan því að unga fólkið okkar muni vilja búa hér til frambúðar, börnin okkar og barnabörn. Það er óskemmtileg tilhugsun. Já, mjög. En svona gerast nú hlutirnir og meðal annars sko að því vorum aðeins að koma með þessa pólitísku hlið akkur í ósköpunum eru kjörnir fulltrúar að gera svona. Þegar kjörnir fulltrúar eru konur í vandræði með fjármálinn sem þeir var trúa fyrir, þá spurja þeir getum við ekki selt eitthvað til þess að borga skuldina og þá eru það veitur sem verða fyrir valinu. Það er skelfilegt og það er skelfilegt að fólki sem við erum að treysta fyrir risastórum og mikilvægum fjármálum, sameiginlegum fjármálum fólksins skuli ekki sko horfa einhvern veginn á þetta svona utanfrá og ofanfrá og sjá langtíma hagsmuni og afleiðingar af mistökum. Það er skelfilegt að það skuli vera þannig. Þannig að umræðin einn getur þjarmað þeim held ég. Við verum að halda einn áfram. Það er sko fáokun og einokun og það vill þannig til eða er sama í hverju það er að lífeyrissjóðurnir eru yfirleitt alltaf stærsti eigandinn. Já, sko lífeyrissjóðurinn minn og þinn, hann á að skaffa okkur peninga í ellinni að það sé hægt að ávaxta pening fyrir okkur með því að okra okkur. Það er hringavitleisa. Það er bara hringavitleisa og lífeyrissjóðir eiga náttúrulega að reyna að vinna gegn þessu en ekki vera meðvirkir í þessu. Auðvitað væri bara best ef að lífeyrissjóðir okkar fjárfesti sem allra mest í bestu fyrirtækjum heimsins. Já. Svo þá myndu íslensk fyrirtæki sem vilja fara á markað myndu þá mæta þá á móti einhverjum erlendum aðilum sem að myndu þá kannski færa þeim aga og þekkingu og slíkt. Þetta við erum eiginlega sko að búa til við erum að vefja upp einhvern hnykil eða ég segja að láta snjóbolta stækka niður brekkuna og vefja utan á hann sko einhverjum markaðsverðmætum sem að engin trygging er fyrir að haldist. Nei. En lífeyrissjóðirnir þá þarf að taka á því, það er komið tími til að þetta gamla tvíveldi verkalýðshreyfingar og atvinnurekenda að því verið fundið jafnvægi með því að sjóðsfélagar fái oddamann. Það eru alltaf yfirleitt 3 og 3 eða eitthvað slíkt sko og svo skiptast þeir á formennskuna og þá er svona viss hætta á greiða gegn greiða og svoleiðis, það er hægt á því, en sjóðsfélagar ættu að fá bæði safnandi sjóðsfélagar, einhver ungur með þekkingu og svo einhver sem er komin á lífeyri og hefur þau sjónarmið í heiðri til þess að veita þessu aðhald. Þetta eru svo miklir peningar, þetta eru svakalega miklir peningar, 1000 milljarðar komnir í þetta. Við eigum ekki að amast við þessum kerfisbundna sparnaði. Þetta er það sem við leggjum fyrir en við þurfum að
hugsa okkur gang svona hvernig við höldum nú best á þessu og ég held að það sé komið tími til þess að skapa þarna jafnvægi á milli í eignaraðildinni. Við til dæmis tökum eftir því að lífeyrissjóðir freistast þess að setja pening af hugsjóna ástæðum kannski á sínu landsvæði til þess að reyna að efla atvinnu. Þetta allt saman fallegt og mikil hugsjón. En að baki svona ný iðnaði þarf að vera mikil þekking og mikil ábyrgð og það ekki gott að einhverjir sem ekki þekkja til og eru fjarlægir slíkum rekstri fari að ráðstafa peningum sem aðrir eiga en eru kannski svo dreifðir að engin einn hefur neitt að segja. Það ekki gott. Nei. Svo ekki heldur gott sko ef að til dæmis það svona þekkist aðeins að fyrirtæki hafa farið í skuldabrjáfa útboð stór fyrirtæki og að lífeyrissjóðir sko taki þátt í því og það sé þá án trygginga sko og þetta svona hagsmuna lykt af þessu og að sko fulltrúar atvinnulífsins vilja að lífeyrissjóðir taki þátt í slíku. Það verður að vera mikill ægi á meðferð almannafjár af því að þetta almannafé. Þetta svo innlán í bönkum. Ríkisvaldi skiptir sér af með lögum af því að þetta almannafé og það á að gera það. Já, það það. Heyrðu, sko, samanlagður hagnaður viðskiptabankana eða bankana var bara hátt í 100 milljarðar. Já. Og hvaðan kemur þessi peningur? Já, hann kemur frá viðskiptavinunum, mér og þér. Þetta sko, þeir geta alls ekki sótt sér nýtt hlutafé því að þá segir hlutafarnir við viljum ekki kaupa sama hlutin tvisvar. Og þá segja þeir við bankastjóran þú ekki staðið og þú verður að hætta bara, við viljum ekki hafa það. En hvaðan kemur þessi krafa? Það krafa af hálfu hins opinbera sem alþjóðleg kend við Bank of International Settlements í Sviss. Þeir setja reglur, stinga upp og þær eru leittar í lög og okkar reglur eins og annara. Það krafa það að eiginfjárstaðan haldist og hver hún nákvæmlega hverju til fer til flokkun eigna sem ég get ekki útskýrt. En sko, svo gerist það að það hagvöxtur og við það stækkar bara efnahagsreikningur bankans. Það fjölgar fólki í landinu mikið við það stækkar efnahagsreikningur bankans. Þeir þurfa allir bankaviðskipti og eiga inni sumir og aðri taka lán og þetta stækkar allt bankan. Og svo verðbólga. Hún stækkar bankan þó að það sé ekki raunveruleg verðmæti og það sé 100 milljarðar sem hún nefndi sko, það ekki allt raunveruleg verðmæti, sumir eru bara vegna þess að krónan hefur rýrnað aðeins, hluti af því. Þannig að þessir þrír þættir aðalega stækka efnahagsreikninginn og það eru fyrirmæli með lögum að hagnast til þess að halda hlutfallinu. Svo spurningin. En þetta ekki óhóflegt? Já, nei, þetta ekki óhóflegt. Óhóflegt, ég finnst þetta ekki. Það skilt með svona lögum að hafa þetta svona, en það sem umhverfisefni það, hvað verður svo þessa peninga? Vegna þess að hluthafarnir fá arðinn af þeim. Akkur fær ekki viðskiptavinurinn sinn pínlitla hlut af þessum arði sem hann var látin safna upp? Já. Sko, venjulega það þannig að í viðskiptum að sá sem stundar viðskipti tekur áhættu og ef allt gengur vel þá var hann arð en stundum tapar hann. En í þessu tilfelli þá getur hlutafinn ekki tapað. Nei. Það lögbundið að hann skuli greiða. Já. Og fá arðinn. Þarna veikipunkturinn í þessu. Og kannski væri gáðulegt sko að við munum náttúrulega ekki semja nýjar fjölþjóðlegar reglur þetta á Íslandi. En maður hugsa það sko, þá ætti kannski að hafa svona tryggingarsjóð eins og tryggingafélög hafa sem að í reynd eign viðskiptavinana en í vörslu hjá bankanum. Það ætti kannski hugsa sér það og að setja hömlur á það. Sko, við tölum stundum
hagnað og svo stundum við rentu og það hugtak sá hluti hagnaðurinn sem umfram þessa undirstöðu ávöxtun sem menn fá á verðbréfamarkaði með dreifðri áhættu. Já. Og þennan hluta getum við kallað uppgrip til dæmis. Já. Það er þessi hluti hagnaðarins sem við ættum að beina athyglinni að og skammast yfir og við ættum að skilja það að hluthafarnir eiga að fá þessa undirstöðu arðsemi sem að hægt að fá á markaði því að eigi fyrir ekki ókeypis. En það þessi umfram hagnaður, þessi renta sem að umdeilanleg að koma í hlut þessa hóps sem eru hluthafarnir. Og svo þetta náttúrulega stórun hluti eins og við vorum að segja áðan, lífeyrissjóðirnir eiga í bönkum og þanga fyrir arðurinn og svo annota hann fyrir og það kemur í ljós að sjóðsfélaga lífeyrissjóðana eru sama fólki eins og viðskiptavinir bankana og við erum að láta þetta vinda upp á sig í einhverjum við hefum enga tryggingu fyrir þetta séu raunveruleg verðmæti. Þetta getur verið bóluverðmæti. Já, kannski það. Já, það getur verið það. Ef að hluta... Það sétt áður. Já. En sama náttúrulega með tryggingafélögin og áframhald að telja, sko. Já. Og tryggingafélögin nú með þess að varasjóði en við... Já, sko, þau eru bara 4 eitthvað, sko. 4. Já. Það er bara og bankarnir eru eignað sem að minna. Viðskiptabanki minn búin að kaupa tryggingafélag og að gera mér einhverjum tilboðum. Já, þetta svoleiðis og tryggingafélag og banki eru náttúrulega bara mjög svipuð fyrirbrigði. Já. Talandi þegar að tryggingafélag voru lánveitendur líka. Já, en sko, þegar að, en í skelfingin í fyrir hrun var að fjárfestar, einkaaðilar komust yfir almannafé. Það var þá svokölluð innlán og tóku það til eigin nota. Það má ekki gera statur. En það líka svo hætta að sjálfsögðu í tryggingafélögum. Já. Og það verður að passa upp á þessu hluti. Já. Og það við náttúrulega munum hvernig þetta var á árunum fyrir hrun og í hruninu. Fjárfestar hafa ekkert breyst. Þeir eru drifnir áfram af því sem við köllum ágind eða það nú svona gróðafíkn eða græðgi, fégræðgi, það er það og listin að græða getur orðið, þetta er orðið að íþrótt hjá sumum sem að græða meira og meira fyrir svo flinkir í þessu. En almannavaldið, löggjöfin verður að líta til með þessum hlutum og sjá til þess að það verði ekki þessi miklu skellir. Freistingin er mikil og raunverulega sko, við hugsum heimskapitalisman sko, að hann náttúrulega gengur sér til húðar fyrir rest með því að hvatinn sé ekki neitt annar en ágind. Það svona, þeir eru í bandarækjumennir að kvarta mikið undan fákeppni. Fyrir nokkrum árum kannski var það svona 2002-2003 að það er þarna tvíkeppni kóladrykki nánast. Kók með 70% og Pepsi með 30%, ef við sleppum þessum litlu. Pepsi hækkaði verðið 15% án þess að kók hefði nokkuð hækkað. Þeir bara hækkuðu. Hálfum mánuði seinna hækkaði kók 15%. Það var ekkert samráð. Nei. Það er ekkert frekar maturumarkaðanum nema. Nei, og svo bara borguðu glæsilegan arð. Og þetta að gerast á öllum sviðum í Bandaríkjunum líka. Og sko veröldin þarf að fara að leita að nýjum hvata til þess að keyra hagkerfin eftir. Ef að nokkuð, það er tvennt sem kemur til greina, sko, þetta virkja stolt með heiðri og svo þannig að sá sem að gerir skynsamlegt og gott fyrir almenning njóti heiðurs og virðingar
menn fá aldrei heiður og virðingu út á ágirnd. Nei, aldrei. En stolti getur hvatt menn áfram. Og ekki heldur þú reynsróðurinn, svo að segja það. Já, það eitt sko, að hvort að þetta sé að virkja það. Já. En síðan leiðir líka margt sko slæmt af stolti, það er svona þetta nú, ég komin næstu því yfir í guðfræði því að þetta var nú miðaldakirkjan taldi sko stolti vera verstu syndina því að af henni leiðir sko dramb og hroki og slíkt ýmislegt og metingur og allt svoleiðis en bara lítil í okkur. Já, ég held að ágindir sé nú orðin verri en svo það er ein hvöt í manninum sem er sterkari en þetta tvend og það er hvötin til að lifa af maður sem er dettur í sjóin og þarf að synda það er ekki, þá virkjar hann sterkustu hvötina, það er til að lifa. Og kannski kemst mannkynið á þann stað að það þarf bara að reyna að lifa af. Svo getur hann verið stoltur öðru en sjálfur sér. Já. Það getur verið stoltur af afkomendur sínum. Já, en yfirleitt... Og landsliðinu. Já, en það er sem sagt sterk hvöt í fólkinu að vilja heiður. Já. Og það er heilbrigt og gott vegna þess að heiður fá menn ekki út á peninga. Menn geta fengið aðdáun út á peninga en aldrei heiður. Heiður fá menn bara út á kultúr. Já. Og þess vegna er eftirsókn eftir heiðri betri en eftirsókn eftir peningum. Ég lít svo á, ég er ósammála kirkjunni, miðaldakirkjunni, að ég álít að stolti sé betra en ágirnd. Herrið, ef ekki að enda þetta svona, þetta er búið að langt samtal og ég, Ragnar Hundarsson, ég þakka kærlega fyrir komuna. Já, það var alveg. Ég ætla að leiða mér að fá hóið aftur síðar. Já. Og þakka ykkur fyrir að hafa verið með okkur og svo heldur rauðaborðið áfram eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl aftur og velkomin að rauðaborðinu. Við erum svona svolítið á svona alþjóðar spillingarnótunum hér í dag. Pétur Eggers, fyrirgefðu, tæknifræðingur og aktivisti. Vertu velkomin. Já, takk fyrir. Sæl. Hæ, þú hefur verið svolítið yðin við að skoða svona spillingu í eftirlögum á Íslandi og svona kannski tengjana við og setja hann í svona alþjóðasamhengi. Hefur verið að gera þætti og einn komin út og með honum Bogar einsinni og getur sagt okkur aðeins frá þessu? Já. Ég og Bogi erum sem sagt að reyna við að halda framleiðslu á þáttum sem að heita staðamála og hugmyndin þar er einfallega bara að gera þær heimildir og þær rannsóknir sem að við látum okkur varða aðgengilegar og reyna að koma hlutum til umræðu sem að okkur þykir merkilegt að séu sjaldan til umræðu svona á meginströms fjölmiðlum og þetta er í rauninni annar þáttur að við gerðum með ykkur á samstöðinni, gerðum við pilot þar sem við fjölluðum ferðir hennar Möggustínu þar sem hún fór með flotanum og henni var rænt ásamt fleirum af ísraelska hernum. Síðan það var svona pilot frumraun þar sem við vorum bara að reyna að finna svona formið sem að henda þessu því að ég er í vel meira en fullri vinnu og gera þetta allt bara pro bono í frítíma og sama með Boga. Þannig að
við eittum síðan smá tíma í að reyna að finna form sem við getum svona stokkið inn, sýnt þær heimildir sem að við erum með í höndunum og síðan haldið áfram með lífið og það svona endaði í þessu sófaformi þar sem að við fórum hérna í seinasta þætti yfir Epstein-skjölin og hérna svona þær raunverulegu heimildir sem liggja fyrir varðar tengingar Dorrit Moussaieff og Ólafs Ragnars við þann hring, bæði náttúrulega við Epstein sjálfan að einhverju leyti og við hana Ghislaine Maxwell og Scott Borgerson, eiginmann hennar. Getur þú sagt okkur aðeins frá því hvernig þetta tengist alltaf því að nú hefur lítið verið fjallað þetta í íslensku fjölmiðlum. Það var nú einhver sem að hérna, svona tók það á sig að hringja í hana, hún auðvitað bara þvertók fyrir einhverju náin tengsl eins og hún hefur gert áður, ég meina hún var síðast spurða þessu, 2015 eða eitthvað. Þegar þetta svona komið upp á yfirborðið. 2019. Já, 2019. Og hérna, en hún einhvern veginn svona, þegar maður horfir á þáttum þinn, þá hérna, þetta sláandi vegna þess að tengslin eru svona ótvíræð og það hérna inn í þetta Midrex Nordic Arctic Circle og fleira. Hérna, getur þú sagt okkur að meira frá svona innihaldinu, hvað þú fannst? Já, ég meina að við förum bara yfir það sem að svona liggur fyrir að þá náttúrulega kemur í ljós þarna 2019 að Dorrit í símaskrá Jeffrey Epstein sem að svona dálítið alræmd og umtöluð, kölluð The Black Book. Þar Dorrit á bara first name basis og símanúmer og það svona gaf til kynna að þau þekktust og hún fór strax í að svara því og sagði nei, þvertek fyrir það, ég þekki hann ekki neitt, við vorum nágrannar bara in the 80s og that's it. Hérna síðan kemur á daginn að eiginmaður Ghislaine Maxwell, eða þau skildu 2021 eða eitthvað álíka og hérna kynntust sem sagt, eða svo sagt að þau hafi kynnst á Arctic Circle en hérna Arctic Circle fyrir þá sem ekki vita, sem ég held að séu nú ekki margir sem að hlusta á þetta en ef skeið kynni þá Arctic Circle sem sagt stofnun eða hérna ráðstefna og einhvers konar bandaleg norðurslóðir. Já, eða hagsmunarhópur. Ég held að þetta sé á ensku þetta kallað non-governmental organization. Ég veit ekki hvað þú kallar þetta á íslensku en þetta er hagsmunarhópur hagsmuni norðurskautsins sem að Ólafur Ragnar stofnar í sinni forsetatíð og meðstofnandi hans Scott Borgerson sem að giftist Ghislaine Maxwell. Þannig eiginmaður Ghislaine Maxwell meðstofnandi í Arctic Circle með Ólafi Ragnari og þetta hafði ekki, þú finnur eina staðhafingu frá RÚV sem að staðhafir þetta sem í seinustu umfjöllun, það eina umfjöllunin sem að RÚV hefur gefið þessu og það nú alltaf umfjöllun, það bara svona side note. En það náttúrulega gefið til kynna að eiginmaður Ghislaine Maxwell sem að síðan millifærir $18 million eða ég held að Ghislaine Maxwell millifæri af sér yfir og hann $18 million þegar hérna, hún handtekinn og þau eru augljóslega þetta verðist náttúrulega ekki vera hérna, ástar samband þeirra á milli allavega svona utan frá, kannski frekar eitthvað hagsmuna samband en hérna En já, þannig að hann meðstofnandi með Ólafi Ragnari, síðan í þessum nýja þessum nýju Epstein-skjölum þess að svo voru birt af alríkislögreglu Bandaríkjanna, að þar kemur í ljós að Dorrit og Ghislaine Maxwell hafa nú svo sannarlega verið í miklum samskiptum í gegnum tíðina og Dorrit sendir tölvupóst á mann sem heitir Leon og það verðist vera Leon Black sem að hérna, já, bara Black Rock, hérna vonarsjóða. Já, hann úr BlackRock? Ég spyr þig. Já, nei, ekki svo ég viti, Ég hef ekkert farið rosa djúpt í hans tengingar. Þetta er stór fjárfestir, hann setur á miklu kapital og hérna heldur uppi í nokkrum félögum. En sem sagt, Ghislaine Maxwell sendir tölvupóst á Leon og segir: Hæ Leon, ég satt hérna með Dorrit áðan og hún sagði mér að hafa samband við þig því að þú ert að ráða í stjórnir. Ég er einmitt með fyrirtæki sem að ræður í stjórnir og það væri mjög gott að koma fólki sem að ég þekki, sem annars myndi ekki, annars hefur ekki aðgangað inn í fyrirtæki hjá þér. Þannig að Dorrit að tengja Ghislaine eða ýta Ghislaine áfram í að koma fólki í valdastuður og það er bara svart á hvítu í þessum tölvupósti.
líka með hann indverski gúrúin, hvað heitir hann, Deepak Chopra, sem er mikill vinur Epstein, sem sendir þetta í tölvupóstasamskiptum þar sem Epstein sendir á Deepak Chopra þar sem hann á einhverju ráðstöfnu að leið einhverju hugleiðslu, segir, heyrðu, hann, hvað heitir hann, Edu Barak, fyrir forsætisráðherra Ísrael, góðvinur minn og einhver annar maður sem ég man ekki alveg hver ég held hann sé einhver indverskur stjórnmálamaður. Þeir eru báðir á ráðstöfnunni með þér, ég hef búin að segja þeim að þú ert fjölskylda, ef að þú finnir þá ekki, þá finna þeir þig. Og Deepak Chopra svarar, já, ok, frábært, ég er að gera þetta á eftir, og síðan, by the way, Dorrit og íslenski eiginmaður hennar eru hérna með mér, og þetta er samt beint á Epstein, þannig að Epstein þekki Dorrit augljóslega líka. Þannig að hann eru komin í æbandi þar sögni. Það er ekki hérna frú Musaev eða... Þannig að við sjáum að Epstein þekkir á það eru 2 staðir þar sem hann þekkir Dorrit á first name basis, annað fólk er að tala við Epstein, hei, ég er með Dorrit hérna, implied, þetta er vinkona þín, þú átt að vita hver hún er, við af einhverjum ástæðum þekkjumst öll og það stangast bara verulega á við það sem hún segir 2019, það sem hún segist náttúrulega ekkert þekkja hann, en það sem mér finnst svona meira áhyggjuefni meira áhyggjuefni, það sem er áhyggjuefni þarna er að Arctic Circle er hagsmunahópur, eins og ég segi, sem snýr að norðurskautinu og núna er bara, nú eru jöklarnir að bráðina og það eru að opna fyrir nýjar leiðir fyrir bæði hernað og varning og hvernig sem, svona shipping routes, skipaleiðir. Já, bara skipaleiðir og þetta er auðvitað, ef að við kannski svona útudúr en við setjum það í sammingi við, uppkaup Daniels Radcliffe á Finnafirði, Norðvesturlandi við Vopnafjörð og Bakkafjörð og þar sjáum við að auðmennirnir eru búin að pikka upp hvar þeir ná næst í pening og þeir eru nú þegar búinir að tryggja sér svona fremstu sætin að því að þeir ætla aldeilis ekki að leyfa almenningi á Íslandi að njóta. Nei, og við sjáum að hann Scott Borgerson, hann er stofnandi og ég held hann hafi stíð niður núna og þetta fyrirtæki kannski á ekkert bjarta framtíð eftir öll þessi Epstein skjöl, en hann stofnaði fyrirtæki sem heitir Cargometrics. Og Cargometrics er fyrirtæki sem sérhæfir sig í að safna gögnum svo maritime traffic, þau skip sem að ferðast hafið, þau smíða hugbúnað og afla gagna til þess að vera með rauntíma yfirsýn yfir alla umferð. Scott Borgerson vann líka með ameríska hernum og hefur gert lengi og var partur af Council on Foreign Relations, þar sem Epstein satt líka í stjórn. Og Council of Foreign Relations er svipað Arctic Circle á Íslandi, það er NGO frá Bandaríkjunum sem reynir að hafa áhrif á utanríkismál Bandaríkjana og þarna er augljóslega plógið hjá honum, bara ok, ég ætla að setja mig í miðjuna á Arctic Circle og þannig get ég komið svona frekari tækifærum undir fyrirtæki mitt sem er einkareiki fyrirtæki að safna upplýsingum ferðamáta skipa og fólks á norðurskautinu. Það er náttúrulega verulegt áhyggjuefni og síðan ofan á þetta allt saman að þá er það augljóst, það er deginum ljósara að Jeffrey Epstein og hann, hvað heitir hann, Edu Barak fer forsætisráðherra og varnarmálaráðherra og hann var yfirmaður ísraelska hersins, að hann og Epstein eru góð vinir. Hann Barak gisti 50 sinnum heima hjá Jeffrey Epstein, staðfest gisti 50 sinnum heima hjá honum. Þeir grínast með það að Jeffrey segir við Barak, þú verður að láta þennan mann vita, ég er ekki Mossad, wink, og síðan er það að senda ísraelska fánan á milli í einhverju svona kaldhæðinni. Ghislaine Maxwell er dóttir hans Robert Maxwell sem við vit það er staðfest að hann var Mossad og CIA. Eitt frægasti Mossad og hann er einn af þeim sem komið á stofnun breskulínu þjónustuna líka. Já, akkurat, og það er Þannig að við erum bara með þessa spillingaklíku einhvern veginn, sem einhvern veginn allir vegir einhvern veginn svona vísa til Ísrael og Bandaríkjanna og svo Bretlands. Þetta er bara svona, maður er svona einhvern veginn
svona imperialismin orðin svolítið svona grímulus. Já, þú veist, það bara alveg gríman grímulaus. braf og við erum bara að horfa hérna inn í beinagrindina. Þú veist, svona þetta, af því að ef við hefum tekið þetta viðtal hérna upp fyrir, segjum bara 5 árum, 10 árum, þá hefðu við verið sko útmáluð sem hérna svona sturlaðir hérna álhatta brjálæðingar. Já, einmitt. Og það það sem eitthvað svo magnað við þetta allt saman. En þetta, þessi málauta tegja sér til Ísland sem heiti í gegnum Dorrit og Ólaf og hver fleiri? Hvað Hverju fleiri tengjast beint inn í Epstein-skjölin? Já, eða bara þessari valda elitu stjætt. Einmitt. Sko, það sem vekur athygli mína að þeir sem muna eftir Al-Thani-málinu, svo kallaða á hruninu. Það sem sagt, þetta er stærsta fjárlagabrot í sögu Íslands, þar sem Kaupþing fá, ég man ekki hvað hann heitir meira en Al-Thani, hann úr Al-Thani fjölskyldunni. Sheikh Al-Thani. Já. Að gegja lag með Frikka Dórumann. Já, ok, ég vissi það ekki. Það er þetta ótrúlega fyndið. Þú þarft að sýna mig það á eftir. Já, gera. What? Ok, byrju, höldum áfram. Já, sem sagt, hann Al-Thani, Sheikh Al-Thani. Al-Thani sem sagt stór fjölskylda, mjög valdamikil fjölskylda frá Katar, að hann kemur hingað til Íslands og út á við að þá fjárfestir hann stórum summum í Kaupþing sem í mjög slæmri stöðu, sem samfærir fólk að Kaupþing actually, það raunverulega björt framtíð á Kaupþing og fólk hefur trú út í að hann að kaupa og hann lítur að hafa trú. Það svona punkturinn, nema síðan kemur á daginn að Kaupþing náttúrulega bara lánar honum fyrir kaupum í Kaupþingi, þannig að hann tekur enga áhættu. Og þegar þú last sko rannsóknarskýrslu Alþingis, hvað heitir hún? Hrunið. Já. Þar sérstök klausa sem segir að Ólafur Ragnar, hann hafi greitt fyrir þessum samskiptum, hann á fund með Al-Thani áður en að Al-Thani tengist kaupþingsmönnum eða honum, var það Ólafur Ólafsson, nei, man ekki hver það var, sem svona skrifa sig fyrir þessum samskiptum, en Al-Thani kemur í gegnum Ólafur Ragnar. Ef þú leitar af Al-Thani í Epstein-skjölunum, því Epstein-skjölin sína sko, mikið magn af tölvupóstasamskiptum Epstein við aðra og þar ég man ekki hversu marga niðurstöður, 5.000 niðurstöður sem þú færð. Og þar sérðu að sko, meðlimir úr Al-Thani fjölskyldunni, en það bara svo ég sé skýr með það að það eru sko, lítil samskipti, lítil sem enginn á milli hans og Al-Thani sem kom hingað, en held ég bróður hans og sonur, ef ég að fara með rétt mál, kannski einhver ættfræðingur frá Katar sem maður getur sagt betur til það. Þetta er stór fjölskylda. Já, en þetta en hún náttúrulega mjög samheldin og hún starfar eins og eitt fyrirtæki, eins og BlackRock líka, eða fyrir ekki að Rockefeller ætla ég að segja, líka stór fjölskylda en starfar svona mjög samheldið. Þetta svona verður til þess að þú ferð aðeins að skoða Kaupþing. Já, út frá þessum valdaring og síðan kemur náttúrulega, þú veist, á daginn að það eru fleiri út í að það kannski verðt að segja áður en við förum ómikið að tengja saman punkta að einn sterkasta sko, mótstrategía auðvaldsins og ráðandi stjættar núna að reyna að láta það líta þannig út að allir sem að pæla í Epstein-skjölunum eru klikkaðir og að allir sem eru að halda fram spillingu út frá Epstein-skjölunum og að benda á og krefjast viðlaga vegna mannsalsins, að það sé bara verið að tala um já, þau eru öll að borða hausana af börnum og núna verið að reyna að tengja þetta við Pizzagate sem að önnur samsærishreyfing sem er líka byggð á tölvupóstasamskiptum sem að voru opinberuð, þeim var reyndar lekið en já, það kannski þetta svo gríðalegt magn á upplýsingum, það með ráðum gert, það þetta bara til þess að fólk verði algjörlega ruglaði í rýminu og það svo auðvelt líka að koma að svona alls konar upplýsinga eða bara fölskum upplýsingum og einhvern veginn til þess að bara búa til eitthvað svona, eitthvað graut af bara óskiljanlegu bulli í rauninni. En það sem náttúrulega augljóst að Epstein sko þú veist, hann útsendari, hann fer sín mál fyrir bæði Mossad og CIA og það bara augljóst og það að sko fréttamiðlar sem hafa aðgang að þessum gögnum séu ekki að sko æpa þó því það gerir svo margt annað svo rosalega, þú veist, eins og tengsl Óla Ragnars og Dorritar við Epstein og Maxwell
eru tengst við þú veist, þetta eru erlenda leyniþjónustur sem eru augljóslega beintengdar inn í, þú veist, í íslenska hagsmuni. Þetta er graf alvarlegt mál. Af hverju, sko, að því að þetta er einmitt, þetta er mjög alvarlegt og þetta er alveg svona, þetta er alveg brot gegn þjóðinni, í rauninni er hægt að segja það, landráð, jafnvel, hérna mætti skoða þessi slíkt, ef að það væri einhver dugur í stjórnvöldum til þess að einmitt hella sér í þetta, en mér skilst að hérna, okkar núverandi stjórnvöld séu nú kannski ekkert alveg hrein af svona spillingamálum. Nei, bara langt í frá, ég meina, en þarna þú veist, þetta er sá þráður sem ég veist mikilvægast að fólk reyna að skilja og þekkja er bara þráðurinn frá Búnaðarbankanum, þú veist, stutt tímalína sem útskýrir ágætlega stöðu okkar efnahagslega og samfélagslega í dag er að bankar, sko, hérna early 90s, það voru bankar á Íslandi ekki einkavæddir viðskiptabankar, late 90s, þá einkavæði við viðskiptabankana. Síðan koma JP Morgan til landsins og prófið að flætta upp JP Morgan í Epstein-skjölunum því að stjórnendur JP Morgan og Jeffrey Epstein voru mjög nánir samstarfsaðilar. JP Morgan tengja svo inn í Arctic Circle. Já, sem að tengja, manni líður smá svona eins og maður sé að missa vitið þegar maður talar þetta. Já, en ég meina en síðan líka, þú veist, út af því að okkur langar að það sé einhver ein lína sem að við getum rekið eins og þú veist, ég tek þessa línu en raunveruleikin er miklu loðnari en það og þú veist, hagsmunir einstaklingarstofnana og hópa eru, þú veist, þetta eru keppandi einingar og það tókast á og hagsmunir Óla Ragnars er ekki þeir sömu og hagsmunir Scott Borgerson eða hagsmunir Jeffrey Epstein og þú veist, og Jeffrey Epstein er ekki nafli alheimsins þó hann sé vissulega mjög valdamikill maður en það er þessi svona sérstaða að út af því að hann er með þetta honeypot operation þar sem hann reynir að tæla til sín valdamikla menn og valdamikið fólk og reyna að náða þeim á mynd að sofa hjá, þú veist, börnum eða nauðga eða, þú veist, gera hvað sem að hann fær til þess að síðan kúa fólk að þá fáum við náttúrulega svakalega stóra sneiðmynd af spilltu ráðafólki og þá sjáum við, já, heyrðu, þetta er svona rosalega þvertengt og þetta náttúrulega stýður við það þegar við höfum verið að horfa á stjórnmálamenn, þú veist, hérna á Íslandi og náttúrulega sérstaklega í Bandaríkjunum sem að tala bara í algjöru þversögn við sjálfa sig og við hóp kjósenda og þú veist, það hefur sýnt sig með afstöðu með Ísrael. Já. Það, ef að stjórnmálamenn segjast hafa hag almennings hérna á Íslandi eða hag almennings í Bandaríkjunum í brjósti sér og ætla síðan að fara að taka upp hanskan fyrir sko, hérna, þjóðamorði og hernaði sem að gera ekkert annað heldur en að sko, tæma þjóðabú Ameríkana, ég menna, þú veist hvað í ósköpunum græða bara almenni borgarar í Bandaríkjunum á því að það sé verið að dæla peningum í hernað til að viðhalda ólöglegu þjóðríki, skilur, einhverju ethnóríki, þetta er galið og þetta er galið. Og þegar þú sérði inn í Epstein-skjölinn, þá skilum maður smá, já, ok, það er raunverulega eru valdamenn sem það er bara búið að blackmaila þá, þú veist, síðan eru náttúrulega margir þarna sem ég held að upplifið sig ekki einu svona blackmailt. Ég held að þeir séu entangled inn í þennan hóp, en þeir vilja líka bara spila þennan leik. Ég meina flestir, ekki að ég sé að segja að Ólafur Ragnar sé entangled með einhverjum fjárkúnum, ég hef enga ástæðu til að trúa því, en Ólafur Ragnar eins og flestir lýsa honum er bara, já, hann er svakalega góður networker, bara þú skilur ekki sko hvað Ólafur Ragnar hefur gert mikið fyrir Ísland, öll þessi tækifæri sem hann opnaði fyrir Ísland, þú veist, já, öll þessi tækifæri, hann var að tengja saman einkarekstur á Íslandi við stóru erlendu bankana og hann var bara virkilega mikil þátttakandi í að koma upp aðstæðum hérna sem að sköpuðu ójöfnuð sem að við sjáum í dag, skilur og búa til efnahag þar sem að þú ert komið með einkaaðila sem að eiga stóran hluta íbúðamarkaði sem að er gert í valdi bankana sem að var gert í valdi samskipta sem Ólafur Ragnar átti og hann elskar það, skilur og fyrir honum og fyrir aðdáendum hans eða stuðningsmönnum Ólafs, þá er þetta bara flott hegðun, þetta er bara góður networker, þú veist. Og það er dálítið raunveruleikinn og ég held að mjög margir afsaki aðra sem að hafa verið, þú veist, raunverulega bara involveraðir inn í svona ringjum og afsakið á smá að þetta sé, já, svona hagar þér þegar þú fer með embætti, skilur, svona hagar þér sem forsvarsmaður Íslands, þú átt bara að vera networka og vera vinur allra, eins og það þurfu ekki lengur neitt trygg í að, þú veist, því hérna taka skýra afstöðu og að sinna hagsmunum sinna þjóðar, heldur að þú þurfu að vera sem bestur að kissa sem flesta rassa til að komast inn fyrir á sem flestum stöðum, Já, það er hægt að fara svona dálítið djúpt í svona samfélagsrýningu. En hvað ertu að skoða núna fyrir næsta
þátt? Þetta náttúrulega bara ongoing þema, það rosa mikið af upplýsingum, þú veist, ég fæddur 94, ég mjög ungur í hruninu, ég var ekki fullvaxta þegar svo atburðarás spilar úr sér og það hefur verið mjög mikilvægt fyrir mig að reyna að ná utanum þá atburðarás og þar hafa náttúrulega komið margir hlutir upp sem hafa vakið athygli mína eins og tenging hennar Þorgerðar Katrínar og hans Kristján Arasonar eiginmanns hennar við Kaupþing banka þar sem að eiginmaður Þorgerðar Katrínar starfaði sem framkvæmdastjóri viðskiptasviði segjum maður rétt og þau fá lána Kúlulánið mitt? Já, þú veist, eitthvað á milli 1 milljarður og 1,8 milljarðar taldi óljóst, samkvæmt dómskjölum það nær milljarði en samkvæmt öðrum heimildum það nær 1,8 en þetta eru risastór lán sem eru afskrifuð og þau að mæta í viðtöl og segja já, við mistum allt nema húsið og maður bara, ok, hvað meinið þið? Venjulegt fólk sem að borgar ekki reikningarna sína, það lendir í því að fá hútunarbrefinu og lúuna að bílinn sé tekin að þeim tölvar, það sé gert, það eru gerðar eitthvað svona eitthvað tilkall upp í skuldir og ég meina fólk sem á íbúðir, það missir þær hreinlega bara á uppboði ef það bregst ekki við svona hlutum, það fær engin niðurfellingu skulda sinna nema hann sé En ég líka bara sætti mig ekkert við það að þá útskýringu að þau hafi mist allt nema húsið, þú veist, þegar allir vinir þeirra fattaru og svona aðgerðar áætlanir fyrir þessa peninga verðast vera að koma þeim á aflandsegjur. Þannig að þau fær einhverja skuld af persónulegu kennitölu hans yfir á félag sem ég man ekki hvað heitir, bara annað félag og þar fer skuldin á hausinn, hvar voru peningan, þetta er lán, skilur þau fá lán til að kaupa í bankanum og það er ekkert tekið fram hversu mikið hafi verið selt af hlutum í bankanum, þau hafa alveg eins getað selt alla hlutina strax, þú veist, með á hvernig þessi banki starfaði þá hvað selduði bankanum kannski bara aftur hlutina í sjálfur sér, ég veit ekkert hvað varði með þessar hluti, ég veit bara skuldin var færð á honum yfir á eitthvað EHF og ég hef enga ástæðu til þess að trúa því að þeir fjármunir sem að sköpuðust þar, að þeir hafi bara horfið. Til money heaven, eins og Björgvöld Thor kallaði þetta. Til money heaven og ég veit ekki, mér líður svona eins og fólk af þeirri kynslóðu sem hafa virt þarna sé bara áætla að við séum alltaf að fara að gleyma þessu og þetta sé bara já, við sluppum með skrekkin, fokk, nei, bara alls ekki og lukkulega erum við með, þú veist, ágætan stað til að byrja á þegar maður fer að rýna í, þú veist, rannsókna skýrslu, hrunið. Og síðan hafa verið náttúrulega gagnaleikar eins og Panama og núna, þú veist, Jeffrey Epstein skjölin og það er hægt að fara að tengja saman svona ákveðið mass network en það eru þarna það eru alls konar hlutir sem eru allir samofnir og mikið af þeim í gegnum Kaupþing þó að náttúrulega Glitnir og Landsbankinn eru alveg sama formúlan, skilurðu en við sjáum að hvað heitir hún, Matafjölskyldan, þau eru nú eru Matfugl og tilheyra Sjálfstæðisflokknum, ertu að tala um þau? Já, ég er að tala um, ég ætla ekki að leggja nafnin þeirra á minni. BOL bílaumbúðið og Já, þau eiga Ölmuleigufélag til dæmis og Eik-leigufélag eða maður rétt og þau eiga, Mata sem er náttúrulega dreifir græmiti og er með ráðandi stöðu á þeim markaði, þú veist, þetta er ein ríkasta fjölskylda á landinu. Pabbi þeirra sem er dáinn núna, hann fór í forfronti fyrirtækisins þegar góðarið er að ganga sinn gang og Matafélagið félag á vegum Mata fær 3,5 milljarða lánaða frá Kaupþing. Ég veit ekki hvar þeir eru og ég veit að öllum kærum var sleppt. Það var átt að kæra þetta en kærurnar voru látnar falla niður. Og síðan allt eru, hvað gerir Matafjölskyldan eftir hrun? Þú veist, þau kaupa fasteignafélagið Ölmu sem að Gamma sem er kaupþingsmenn, það er hann Sölvi Blöndal, hann Möller, Gaur, Gísli, þessi plebbar. Þeir stofna Gamma félagið í Kaupþing 2006, segjum maður rétt, bara svona þægilega áður en allt fór undir og síðan eignast Gamma fullt af fasteignum og Gamma fer síðan undir Kvíkubanka, Kvika kaupir Gamma
hann Ármann sem var framkvæmdastjóri Kaupþings í Englandi, hann framkvæmdastjóri Kviku sem kaupir Gamma, sem selur síðan Ölmu leigufélag, ég veit ekki alveg hvað þetta eru marga fasteignir í allt, það séu milli 1500-2000 fasteignir sem eru undir Ölmu á þeim tímapunkti, þó ekki alveg að... Þetta voru bara allar lausar íbúðir á þessum tíma, ég man eftir að þetta var heilmikið mál vegna þess að það sem að gerðist var að þeir þurrkuðu upp allt framboð á leigumarkaði, þetta veit ég að því ég var á leigumarkaði á þessum tíma og snarhækkuðu verð og líka var það bara organist til þess að það snarhækkaði verða því það var ekkert framboð, þannig að þú veist það var bara hægt að gera hvað sem þannig að þetta var svona á þeim tíma það sem að maður sá allt í einu bara ef við tökum bara fermetraverðið þar sem að þú gast áður verið kannski 90 fermetra íbúð fyrir 90.000 eða þú veist 90 til kannski 120 eða hvað fórst allt í einu að fara yfir 200.000 kallinn en ég meina þarna getur þú séð, þú veist, að þú lest ritgerðirnar frá til með Sölva Blöndal sem hann skrifið út í Svíþjóð, þar sem hann að rýna í, þú veist, efnahagssveiflur og hvaða áhrif það hefur á, fasteignamarkaðinn sem, stabíla tekjuauðlind fyrir vogunarsjóði og þeir sem að þekkja BlackRock sem dæmi eða Blackstone held ég að þau heita, eða eitt af þessum fjölmörgu vogunarsjóðum þessum hauslausu skrimslum sem að verðast eiga bara allt einhvern veginn. Já, og þarna bara strategía sem var fjarverandi á Íslandi og þú veist, Sölvi Blöndal og Ásgeir Jónsson sem að fara í þessar aðgerðir í gegnum Gamma, þeir horfa náttúrulega bara á þessar fyrirmyndir út í Bandaríkjunum og víðar og eru bara, þetta frábær leið til þess að rækta vogunarsjóði, við þurfum að framfylgja þessu og þeir fara bara strategíst að gera þetta með degið sem það var búið til í hruninu og þannig að Ásgeir Jónsson, nú enda seðlabankastjóri fyrir þá sem ekki vita, var aðalhagfræðingur Kaupþings í hruninu, hann var einn helsti talsmaður fyrirtækisins og síðan aftur þessi tenging á milli Kaupþing og Kviku, ég meina Kvika að einhverju leiti bara ángi Kaupþings og rekin af fólki þaðan, ég meina hann Ármann þú veist, maður sem ætti bara að vera í fangelsi en hún Kristrún Frosta sem núna forsætisráðherra, hún var aðalhagfræðingur hjá Kvikubanka og vann þar með Ármanni sem fyrir framkvæmdastjóri Kaupþings í Englandi. Og nú er þetta seðlabankastjóri? Nei, það er Jón Ásgeir. Jón Ásgeir, ég held hann hafa aldrei unnið hjá Kviku, hann fór úr því að vera Kaupþing, já, var aðalhagfræðingur hjá Kaupþing, fer úr því og tilhlaður sem held í einhver ráðgjafi hjá Gamma en hann svona einn af prímusmóturunum bak við Gamma þó hann sé ekki skráður stofnandi og var síðan eitthvað að kenna upp í háskóla þar sem að by the way, ég held að hann hafi daldið svona grúmaðan Sölva Blöndal back in the day, að mér líður daldið þannig en svo allavega með það hvað þeir eru alltaf að skrifa sama ritgerðir sama pervertismann úr, þú veist, bara fjárkúunum Einhver myndi segja núna bara, Pétur, þetta eru bara strákar sem sáu tækifæri og þeir bara nýttu sér það, við erum frjálst samfélag, svona eru kaupin og eyrinni og þeir bara tóku bara þátt. Já, ég meina, ég get líka að sé tækifæri því að fara að sækja hnífi frammi og farið út að rænt fólk, skilur að fullt af símum í fullt af vösum, ég sé tækifæri því það þurfi bara fuck off, hvers slags pælinga það nemað viðkomandi vilji viðurkenna það að honum er alveg sama íslenskan almenning, honum er alveg sama það að þú veist, ungt fólk get ekki keypt sér íbúðir því að það verða að kúa það á fasteignamarkaði og það verða að skuldsetja það og ef þeim finnst það vera frábært þá bara bara tökum fyrst fætt, skilur fuck you, þú ert óvinnum minn, skilur hvað er að núna erum við við erum náttúrulega búin að stikla svolítið á stóru og fara svona víða og hratt og nefna mörg nöfn en það sem að mér þykir kannski mikilvægast í þessu samtali akkurat núna er Kristrún Frostadóttir sem að er þarna yfir hagfræðingur Kviku og hún hvað gerir hún svo? Ég meina hún er yfir hagfræðingur hjá Kvikubanka þegar að hvað Kvika selur Ölmu leigufélag til matafjölskyldunar og ég held að hún segir upp rétt áður en að samningurinn fer í gegn eða það er undirritað en hún er í aðalhagfræðingur hjá Kviku þegar allir þeir samningar eru mótaðir og hún augljóslega er áhrifa aðili í þeim viðskiptum síðan fer hún gott að hún var meira þess að áður þá var hún aðstoðamaður seðlabankastjóra og þú veist þannig að það er hægt að horfa á embættið, Seðlabankinn er bara eitthvað evil fortress og þú veist, tilgangur Seðlabankans er bókstaflega að viðhalda kerfi sem er alltaf að hrynja á meiri hluta fólks, skilur. Og svo klórar sér allir í hausnum og segir bara, býtu, af hverju er krónan svona óstöðug? Einmitt. Já, einmitt. Það er náttúrulega bara Seðlabankinn sem að gjaldfelli krónuna
í svo strategist það sannilega eina sem ég á raunverulega saman með alvöru nýfrjálshyggju pervertum að þeir trúa heldur ekki á Seðlabankann þeir recognize að það er verkfæri fyrir stjórnvalda einmitt ríkjandi ráðastétta en hver var þetta spurningin? Já, Kristrún hún starfar þarna inni sem aðstoðarkona held ég Seðlabankastjóra þannig að hún og Ásgeir Jónsson fara mjög svipaðar leiðir og eru með sama fólkinu og hafa eflaust verið starfað eitthvað saman út af nærveru á þessu sviði en síðan fer hún náttúrulega bara að hefja sinn pólitíska feril en náttúrulega eiginmaður hennar er framkvæmdastjóri útgerðar sem er rekin held ég bæði héðan og frá er það frá Litháen? Nei, það er frá Lettlandi. Já, Lettlandi, ætli það ekki og þú veist, þetta er stóregna fólk og þau hafa verið að reyna að staðsetja sig eins og þeir séu eitthvað að láta sér hag almenningsvarða en já ég veit ekki hverju ég hef meira við að bæta á hennar en bara það sem að gerir þetta svo ótrúlegt og það sem að kannski gerir maður svolítið svona vonlítinn að það verði einhvern veginn eitthvað gert eða farið í eitthvað raunverulegar aðgerðir handa heimilónum eða fólkin í landinu eða eitthvað skona réttlæti verði bara í rauninni bara í því hverjir erfa landið og eiga það maður verður svolítið svona vonlítill þegar maður átt að segja á því að einmitt nú verður þetta stjórnvöld eins mikið og þær bleikþvosi með feminisma að þær eru bara eins og kallanir þær eru bara í sömu klíku. Já, ég meina Alþingi er verkfæri valdastéttarinnar við kusum nýja stjórnarskrá við kusum það hún ætti að verja náttúruauðlindir okkar, hún ætti að verja náttúrun okkar, þú veist, hún á að verja okkur við kusum hana, við kusum innihald hennar hún á að vera komin hér á henni er haldið frá okkur nú eigum við að fara að kjósa það hvort að við eigum að gefa frá okkur þessar auðlindir og svona veto-powerið á því til Evrópusambandsins skilurðu, og það á að kalla það lýðræði, ég meina fólk hlýtur að fara að vakna upp fyrir því að það Þú veist ekki ESB-sinni, heyri ég Nei, ég er það vissulega ekki eða þú veist, Ísland á að halda sjálfræði þegar kemur að því hvernig það verðlegur orku selda til stórfyrirtækja erlendis. Ég er engin isolationisti, skilur þú, ég er engin þú veist, ég er kannski ekki isolationist en ég bara hef aldrei skilið af hverju þarf að yfirbyggja þú veist, einfalda hagfræði með eitthvað svona reikniformúlum og gríðalegum hagnaði í ríkiskassan þegar við getum alveg verið 100% sjálfbær bara með því að þú veist, það er nóg matur og þú veist og það er hægt að flytja inn og flytja út jafnt og Já, en ég meina það er bara svona sama á með allt annað hvort það er ESB eða hvort við erum að tala um Eimskip eða þú veist að stjórnmálamenn heilt yfir óháð því hvar þeir segjast vera á korti þeir láta eins og okkur sé ófært að stjórna okkar auðlindum sjálf eins og við gætum ómögulega sest við samningaborð og rætt við, þú veist, Kínverja eða Bandaríkjamann sem sjálfstæð þjóð og samið gott unitpræs á útseldri orku ef við viljum fjármagna okkar samfélag svoleiðis. Þú veist, við sjáum hvernig álverin hafa verið rekin, þau eru ekki rekin í hagnaði fyrir samfélagið okkar en samt erum við að selja út orkun okkar og auðlindur okkar og þarna er, þú veist, bara þannig leikur hundurinn grafinn að þú veist, það hefur verið að sýsla með okkar auðlindir fyrir hagsmuni fyrirtækja sem að skila engu til okkar, skilur við. Og það er alltaf bara, já, en það er Keresis voru að borga 40 milljarða eða eitthvað í skatt. Þú veist, þetta er einhver eingreiðsla eftir eitthvað svona blitzscaling buyout þú veist, hjá þessu fyrirtæki sem verðist það ekki eins og ætla að skila sér lokali til Ísafjarðar, skilur við. Nei, það ætlar ekki að skila, þetta fer bara allt í ríkiskassan verður deilt eitthvað niður, ég meina þetta er náttúrulega, það búið að eyða þessu peningi í hergögn fyrir Úkraínu. Þannig að, þú veist, þetta er maður er svona, þú veist, eins og ég segi, maður er svolítið vonlítill. Hver lausnin? Erum við bara komin á, erum við að hefja öld anarkismans bara flatan valdastrúktúr og bara bara niður með alla þessa valdnýðinga því að það fólki sem að sækist í völd og kemst til valda því er auglýslega ekki treystandi fyrir því að hafa völdin. Nei, ég geti sagt þér í hvað stefnir, ég menna að það er minn ótti, ég man það
þetta var svona seinasta sterka svona existentialíska dífa sem ég tók var þegar ég hugsaði það sko ef að, þú veist, þeir sem að þekkja teknofjúdalisma, það í rauninni sá raunveruleiki sem við búum við í dag, þar sem að þú getur búið til tækni frameworks eins og kreditkort og debitkort og banka upp og þú í rauninni sko býrð til samfélagsþræla sem eru undir náð framkvæmdastjóra tæknifyrirtækja erlendis komin og við getum sagt að þú veist við reiðum á auglýsingar á Meta og auglýsingar á TikTok og við reiðum rosalega mikið á erlenda tækni innviði og þá bara overlords sem að þar ráða ríkjum og núna eru þessir einstaklingar komnir í sko bara svo secure, þú veist við sjáum Palantir sem að er fyrirtæki sem er fætt úr PayPal-mafíunni sem að raunverulega sér að vakta þú veist og targetera fólk sko bæði í Bandaríkjunum fyrir ICE og í Palestínu og þetta farið að grípa nær og nær okkur. Minn existentialíski ótti að ef að við leyfum þess að ganga alla leið við þá mögulega komin á einhvern stað þar sem að þessi valdastjætt sem að eru þessir tækni þessir tæknibarónar að þeir geti bara viðhaldið okkur til lengri tíma í einhverju svona dopamine stimulation lúpu þar sem að við rétt svo fáum nóga núðlum til þess að deyja ekki úr hungri og við rétt svo fáum nógu mikið stimulation til þess að fremja ekki sjálfsmorð fyrir að við erum búin að missa svona þú veist, allavega eða ger ekki uppreisn eða þú veist eitthvað já, akkurat en, þú veist, nógu þreytt eftir langa vinnudag til þess að einmitt ger ekki uppreisn eða nenni ekki að skoða fréttir og allt þetta þar hæðið mig, skilur er áróðursvélin og þú veist, greip tæknifyrirtækina orðið það sterkt að við bara hreinlega getum ekki rifið okkur út úr þessu ég trúi að við eigum ennþá sjans. Við bara klippa kabalinn. Klippa kabalinn. Já, interneti var bara bóla. Ég held ennþá í það. Reyndar þessi tengt, ég sá bara svona tengt og ótengt, þá sá ég einmitt að því að þú ert að tala þessa söfnun upplýsinga að það eru komnir einhverjir 10.000 Íslendingar sem að náðu sér í TAC-appið sem einhver svona bónusfyrirbæri þar sem þú safnar, þú veist, 50 eurum á, og þú veist, hvern keiftan póka eða eitthvað. Það ekkert rosalega góður dýll. Og það hefur alveg komið fram hjá fólki sem að svona hélt að það væri kannski að gera eitthvað aðeins meira sniðugt. Það sem þetta app gerir eins og það þetta safnar öllum upplýsingum við þína kauphegðun. Og ég las yfir notendaskilmáluna og þeir náttúrulega þessir að bónus og hagar og í rauninni allt þeirra slekti á þessar upplýsingar og má selja þær áfram til þriðja aðila og þetta þýðir bara að núna er bónus, hagar Skeljungur, allt þetta þetta er allt sömumennir nú eru þeir komni með þessa upplýsingar þínu kauphegðun, bara einu sinni mánuði, Marja kaupir túrtappa og þá ætlum ég að passa mig á því að gefa henni svona tilbúð á þetta er alveg svona, þetta er svona bilað þannig að það verða að stýra okkur með svo mörgum hætti sem við kannski áttum okkur ekki á og ég held að séu líka svo margir Íslendingar sem að skráðu sig sem átta sig heldur ekki á hvað þeir voru að gera. En mér er að fara að líða eins og persónuverndarlög, þau eru bara raunveruleg og þú veist, mannréttindalög eða alþjóðalög, þau eru bara fjarverandi. Ég meina, Landsspítala appið, heilsuvera, þar sem að allar heilbrigðisupplýsingar þig alveg svona mjög díteilaðar eru bara inn á okkur kláti sem er vistað í Bandaríkjunum þú veist, og við erum með þetta er allt svona og ég meina svo fyrir utan það hvað tækin okkar njóstnum okkur en það er eitt sem að ég get ekki hægt að hugsa að þú veist, við allir er að tala það bara allir þá asinn úr svona viðskiptarheiminum er að tala það já, framtíðin hún er bara í gagnaverum og þú veist, þetta er allt spurning kompjút og orku og vatn og hér setjum við með ótrúlega mikið af ódýri jarðorku og varmaorku og með ótrúlega mikið af stöðugu vatnsstreymi og við erum að selja þetta allt út. Hvaða gagnaver er íslenska ríkið að byggja upp? Hvaða gagnaver tryggir okkur afkomi? Við gætum sem þjóð reist okkar eigin gagnaver, við gætum hýst okkar eigin hluti. Við ættum vissulega að vera með mikinn fókus bæði upp í háskóla. Svo náttúrulega bara fyrir utan það bara hvað er mikil sóun og vatni að dæla þeim í gagnaver vegna þess að það náttúrulega bara er svona ákveðin keðja sem að þarf að virka, hringrás, við þekkjum þetta og leið og þú tekur
vatnið úr jörðinni þar sem það á að vera síjast sko, þannig til að þú veist, til þess að halda áfram í hringrásinni, hreinsar sig í, þú veist, jarðlögunum og kemur upp eftir að hafa setið kannski í 1000 ár, kannski í 2 ár, kannski hálfa mánuð og þú veist, rignir yfir okkur og þú veist, og gefur okkur ferskvatn og þú veist, við erum farin að slíta keðjuna sko, með því að dæla í svona orku eða vassfrekan iðnað, hnetur og möndlur og þetta í Kaliforníu. Ég meina, þetta ástæðan fyrir því að það eru skógareldar í Kaliforníu. Það er ekki ég man ekki hvað þetta heitir á íslensku. Þetta er svona blaut mold sem nógu neðarlega til þess að það einhvern veginn svona komist engin spilliefni í en samt nógu ofarlega til þess að halda sko jafnvel sinu nógu rakri svo það kvikni ekki í henni. Þú veist, þannig að þetta er alveg við erum að horfa á þetta gerast í allir kringum okkur. Ég hugsaði þetta svolítið einmitt núna þegar sinueldurinn fór af stað á þessum árstíma þá ætti að vera bara nógu mikið vatn og frost í jörðu til þess að einhvern veginn þetta myndi ekki gerast. Já. Ég veit, ég er ekki nógu vel að mér sinubruna og þannig þetta var algjör útúrdúr. Já, ég með þetta bara rosalega mikilvægt. Já, en þetta er bara, sko, einhvern veginn, og mér finnst svo erfitt að því að og það vegna þess að við erum öll bara einhvern veginn í, sko, lífsbaráttunni, svona dag frá degi, bara að komast af. Þú veist, þú veist, mæti vinnuna, sækja börnin og fara með þau íþróttamót eða eitthvað svona á æfingu og enda eins og fyrir fara með sjónvarpið og elda matinn eða fara í búðina og elda svo matinn og þú veist, og þetta er bara, það er ekki pláss, fólk er svo þreytt og þetta er náttúrulega bara módelið og það, við erum bara komin við erum svo lost, sko, við erum bara orðnir svona róbótar í rauninni. Já, þetta eru dapurlegi tímar af mörgu leyti. En það er alltaf bylting. Já, aldrei höfum við verið nær byltingunni. Ég held það sjálfur. Pétur Eggers, þakka kærlega fyrir að koma og taka þér álhattin. En þetta er ótrúlegt mál. Hvar getur fólk séð þína þætti og þitt efni? Staða mála á YouTube, Pétur Eggers á Instagram, engir séríslenski staðir, undirstrik. Sérst í Pétur Eggers, staðamála á YouTube. TikTok? Ég man ekki hvað handlum með þér, bara TikTok, það er ómikið á ungu fólki að fara í lífskrísu þar. Einmitt, það fólk finnur þig bara. Takk fyrir þetta kærlega og tók ég við það meira hér handa við auglýsingar. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru á YouTube. Fyrir nokkrum árum efndi Viðreisn til fundar boðað frumvarp Gríms Grímssonar fyrrverandi lögreglumanns að heimila netsölu áfengis. Forvarnafólk telur að með því yrði enn eitt höggið gagnvart til dæmis ungmennum og þeir eru ýmsir sem halda því fram þessa dagana íslenska forvarnamódelið sem stórminnkaði unglingadrykkju á sínum tíma sé bara trosna í sundur með, óæskilegum menningar og viðskiptabreytingum. Og hann er komin til mín eins og stundum til að ræða þennan málaflokkan Árni Guðmundsson, forvarnafulltrúi með meiru. Vertu velkomin, Árni. Takk fyrir. Ég hóf mál mitt á að vitna til fundar Viðreisnar að heimila netsölu áfengis. Varst þú á þessum fundi? Já, stórmerkileg fundur.
Var það? Mjög merkilegur. Að mörguleiti, fyrsta lagi var náttúrulega sko frumalenda skarin var dálítið svona skektur, þannig sé sko. Það vantaði náttúrulega lýðheilsu sjónráð svona formlega sterkt inn í þetta. Þetta var skemmtilegur og fróðlegur fundur og það sem var náttúrulega, það sem ég fannst mjög athyglisvert var það að sá ágætnamaður Grímur Grímsson, hann var eiginlega alveg nestislaus. Hann var nestislaus? Já, það var þannig að það var umræður þetta frumvarp sko. Og ég fekk svona tilfinningu eins og gjarnan hefur verið með þreyttasta frumvarp Íslandssögunar, það að segja koma brennivín í matvöruverslanir, sem að þetta auðvitað í grunninn sko, að þá einhver svona fengið til að taka þetta í fóstur. Hjá Sjálfstæðisflokknum var það gjarnan þeir sem komu nýrin og þing, þeir eru látnir að atast í þessu. Og þetta svona umferð númer kannski í 17-18 og nú Grímur komin í þetta hlutskipti. En ég gat ekki sko annað skynjað en að hann væri ekki mjög djúpt í málinu, vegna þess að hann heldur því meðal annars fram eða segist trúa því að þetta frumvarp muni eiginlega ekki hafa neinn áhrif heldur en á strúktúr og eitthvað. Meðan við sem erum lýðheilsum við vitum það að þetta frumvarp sem verður örugglega ekki að lögum, að því held að sé ekki heldur sko vilji í þinginu fyrir þessu. Sko ef þetta yrði hugsanlega lögum, ef við setjum upp þá sviðsmynd, þá erum við þetta náttúrulega koma okkur bara í sömu deild og danir. Við erum þá að taka ákvörðun það að auka áfengisneyslu einhverja svona cirka 4 áfengislítra per mann og annað slíkt. Já, ef maður skjóta inn í semst aukið aðgengi eikursölu. Algjörlega og og við höfum auðvitað fyrirmyndir sko, þannig að mér finnst þetta einhvern veginn svona kannski eru menn að tala inn eitthvað svona eitthvað pólitískt umhverfi og reyna að fá einhver prik þar. En þessi fundur var auðvitað mjög, hann var upplýsandi og fínn að öðru leiti sko, mörgu leiti, en hins vegar fannst mér bara eins og fulltrúi S.A.A. Hörður Oddfríðarsson, hann var eiginlega sko sá sem setti hlutin í samhengi. Hann sagði bara ef við förum þessa leið þá skeðu þetta sem allir vita. Þannig að það ekki nóg að sitja fram frumvarp með einhverju trúum að eitthvað verði. Hugmyndir fólks í hausnum á því, það ekkert endilega einhverja vísindalega staðreyndir, en það getur verið að tala inn einhvers konar pólitísku umhverfi og allt þetta. Þannig að fundri hann var auðvitað fýtt sko, svo var auðvitað þarna fullur áfengisiðnaðarins með að mörguleiti stórkostleg sko erindum lýðheilsu áhrif af þessu fyrirkomandi sem verða að þeirra mati náttúrulega engin. Og ljósi þeirra hagsmuna þegar þeir standa mjög stífa vörð Ítök, hvað maður segja, áfengismókulega að verast vera mjög sterk í samfélaginu. Já, sko þetta er auðvitað bara, við erum þar, við erum bara í baráttu gegn sko fyrirtækjum á markaði sem vilja bara fá nógu mikið pening og græða sem mest og mörg þeirra ekki láta svona siðferðilega standarda og rétti til barn og ungmenn eitt trufla sig. Nei, við sáum alltaf um daginn í Kastljósi hvernig var stilt upp einhverju sprútsala gegn doktor í lýðheilsufræðum og eiginlega bara látið eins og áfengi væri bara sojabrauð. Já, og það var dálítið fróðlegt sko, nú var það þannig að ég var nú einhvern veginn í útvarpsviðtali að ræða við innflytjanda eða forstjóra í fyrirtæki sem nú lögfræðimenntaður, hann vildi ekki ræða einföld áfengislöggjöf í mig, en svo hafa þessir drengir sprotti fram núna undanfara og skrifa hverja vísindagreinin og fættur annari í fjölmiðla sem hafa verið svona eftir bók áfengisínaðarins. Það er það að taka einhverjar einstakar rannsóknir, gera það aðalatriði, snúa út úr þekkingu, gera lítið úr fólki. Lára Sigurðardóttir sem okkar fremsti lýðheilsufræðingur og jafnvel þó við að vera leita. Sko, hún svona grílugerð á síðu Morgunblaðsins eftir að hún lendir í viðtali við einhverja kumpána þar í þætti og það allar þessar aðferðir eru þessar sko, það er allt sem er sem sagt gagnreynd þekking, vísindi eru hunsuð vegna þess að trufla viðskiptahagsmuni og við erum bara þar núna og ástæðan held ég fyrir þessu er það að það er alltaf ofboðslega ágengur þessu áfengisbransi. Ég held að óróin sem er núna, hann er fyrst og fremst vegna þess að sennilega mun sko falla dómur í vor í undirrétti ólögmæti netsölu áfengis. Og þess vegna þurfum menn að fara í þingið og róa öllum árum þar, dusta ríkja af einhverju gömlu drasli sem er búið að leggja fram 20 sinni fyrir þingið
og fá einhvern til að bera það fram og svo tala menn allt þetta frelsi og forsjáhyggju og allt þetta í kringum þetta. Þannig þetta bara orðið þannig að við erum að fást við öfl sem eru bara í grótunum business og allt sem þvælist í businessum bara reyndar í því og veginum. Og pólitíkusar einhvern veginn á þeim stað að þeir halda að ef þeir hamli gegn þessari þróun þá bara missi þeir atkvæði. Algjörlega já, algjörlega og ég maður er dálítið velta fyrir sig stjórnmálamönnum þetta er stjórnmál flókin það þetta flóki fyrirbrigði og það er alls konar hagsmunir í samfélagi sem takast á og þetta er allt saman svona einhver samfélagi er alltaf í átökum einhvers konar en við höfum haft svona konsensus eða sáttum ákveðstum fyrirkomulag núna er við dálítið komin við erum komin aðeins út af kantir með þetta allt saman ég var fyrir miklum óbyrjum núna til dæmis þegar að Reykjavíkborg einhverju stjórnmálamni í borginni samþykja það að leyfa vinnuvettingar á íþróttavöllum og þetta bara einn lífur í allar þessi baráttu menn eru ekkit endilega að berjast til breyttu fyrirkomulegi heldur menn bara í stríð út allt og menn allar sér að koma áfenginu hérna inn á sem flestum stöðum. Já, og þetta er mjög áhugaverð, bara ég vil segja menningarbreyting, hvernig við blöndum börnum og áfengi saman og venjum börnin við það að áfengi sé eðlilegur hlutur, jafnvel í íþróttum og jafnvel í svona í, hvað maður segja, helgustu vígum, algjörlega og líka þetta með að hvernig þessi markaðstæknir orðin þú veist, já, þetta er orðið svo rosalega, þetta er orðið svo beint og oddhvast og allt þetta og svo líka verður mann auðvitað að velta fyrir sig hlutverk stjórnmálamanna. Ég segi það alveg blákalt að mér finnst einhverju stjórnmálaminni í borgarstöðu Reykjavíkur hafa bara brugðið börnum og ungmennum núna með þessar ákvörðun borgarinnar að gefa eftir. Hverjir? Þeir sem greiddu atkvæði með þessu og maður að velta Hverjir greiddu atkvæði gegn því? Ég man ekki alveg töluna þannig en þetta er þannig einhverju sitja hjá og það er auðvitað ekki góð afstæð heldur í svona stóru máli eins og þessu. Þannig erum við líka komin með ákveðið prinsipmál. Þegar prinsipið er farið þá breytist margt. Það sem er dálítið sérkennilegt í þessu, ég get tekið til mér bara Reykjavíkurborg hefur frábæra lýðheilsustefnu. Heilsuborgin Reykjavík þar sem er fínt kafli það hvernig á að venda unglinga að búa til fínt og gott umhverfi fyrir ungviðið og þetta er bara yndislegt plagg unnið vonandi af heilum hug sumt af því fólki sem vinnur þá vinnu það tekur þátt í því að samþykja það að setja brennuvínin á íþróttavölli setja sem sagt áfengi inn í umhverfi barna og ungmenna íþróttastarfið Eitt rekst á annars horn. Já, og líka auðvitað bara þetta hvernig í ósköpunum það sé samræmalegt að eins og oft hefur við talað að samfélagi setur gríðalegt fjármagn í íþróttir, í forvarnaskyni. Þetta eru milljarðar. Við erum að lesa tölur fleiri milljarðar sem ríki og borg setur í íþróttamál vegna þess að það hefur mikla þýðingu fyrir samfélagi að hafa alveg íþróttastarf, forvarnastarf. Að við séum komið áfengisbransan á kantinn selja á leikjum gera umhverfi barna og ungmenna sem sagt ekki lengur örugt búa til áfengiskúltúr í kringum þetta yndislega starf sem íþróttahreyfingin er öll í öfn að vinna þannig erum við komin bara út í móa Já, við erum komin út í móa og hvað sem líður öllum þeim gæðastundum sem margir eiga með áfengi við hæfi á réttum stöðum og réttum tímum þá kom það fram á læknadögum daginn að tjón samfélagsins vegna áfengisneyslu er eitthvað á annað 100 milljarða á ári þannig að það er ekki eins og að það sé tæk umræða að horfa bara á gleðistundurnar og hvað maður segja jákvæð áhrif áfengis en það er líka hverju leiða umræðina það eru þeir sem eiga peningana það er greinarflokk í Morgunblaðinu núna þetta allt sé hipp og kúl og viðskipti og allt þetta þannig að við erum líka dálítið þessi barátt við normaliseringur og annað slíkt Akkurat og svo má náttúrulega taka inn í þetta líka eins og kom fram í umræðinu í borgarstjórn Reykjavíkur þá segir einhver þarf alltaf að vera leiðilegt Já
Það er að þú drepa partíið? Já, og ég fór að hugsa sko á fólki, sko ég er mikið á íþróttum, hefur sjálfur verið forsvarsmaður í íþróttafélagi og unnið mikið sjálfbóðstarf í íþróttahreyfingunni. Og ég hef mikla ánægð því að fara á kappleiki og geri það að gjarnan og og þá fyrir maður að hugsa sko þarf alltaf að vera leiðilegt, þá fólki í því að vera bláedru og horfa og leiki með fjölskyldun sinni eða eitthvað slíkt. Edru og jafnt og leiðilegur. Það er eitthvað slíkt sko. Hvað skilaboð eru það? Já sko og þá þarf maður líka að velta fyrir sér þessu sko á það að vera eitthvað norm. Á það eitthvað norm að tengja þetta saman. Áfengisbransin segir þetta vegna þess að þeir selja svo mikið áfengi, græða svo mikla peninga. Það þeim í haga þessi ímynd verði við líði? Algjörlega, og svo má náttúrulega taka annað sjónarhorn í þessu, ef við tökum sko, ef maður fer aðeins út í svona viðskipta sjónarmið, getur það verið forsvaranlegt að sko að íþróttafélag reki áfengis sölu í samkeppni við veitingahús hverfisins. Niðurgreitt þá vorum við að tala að menn eru með niðurgreitt í starfsemi í húsnæði sem að við höfum byggt hérna samfélagið að selja sko áfengi á stað sem er mjög viðeigandi að hafa áfengi í samkeppni við eitthvað vertshús í hverfinu. Er þetta ekki brot á samkeppnislögum eitthvað slíkt? Eða ennþá dýpra ef ég sem áfengisali innan gæsalappa myndi semja við íþróttafélag það að gefa þeim rosalega mikið magna áfengi þá er ég að fá skattaafslátt af tekjum vegna þess að ég er að styrkja velferðarsamtök og þá er það ekki bara þannig að áfengisbransin hann komi brennivinnin heldur færa styrk til þess að koma brennivinni í íþróttafélagin og þá getum við bara hugsað okkur hvað þetta er orðið galin staða og hvað þetta er komið brjálagslega langt frá þeim markmið sem íþróttafélagin setti sér. Að það sé orðið mikli hagsmunir fyrir íþróttafélögin, ekki bara hvað er selja mikið og geta auglýst, heldur fáið beilinni skattaafslátt af stuðningi við forvarnastarf. Og þetta með þrýstingin að taka þátt í partíinu, þetta var aðeins rætt á læknadögunum líka og það var ég var að velta því fyrir mér sko, meðan ég var hlusta á erindin margvíslega skaðsemi áfengis og ég rauninni hvað hópurinn sem tapar á áfengisneyslu er miklu stærri heldur en bara alkarnir eða þeir sem að verða fíkninni að bráð, það er öll þessi heilsufarsvandamál, það er öll slísin sem að verða af áfengisneyslu og allt það sem sko, það var einu sinni sagt að það voru alkarnir sem kemur orðið á brennivinnið en sko myndin er miklu flóknari, það er ekkert til lengur samkvæmt vísindalegum skilgreiningum sem heitir hættulaus eða jákvæð hófleg áfengisneysla og svo framvegis og í þessu snúningi öllum og þegar ég var að hlusta á þetta þá svona fór ég að velta því fyrir mér að við sem erum til dæmis í hópi fjölmiðlamanna þó að reyna að benda á allar hliðar málsins maður einmitt fær á sig þennan stimpil að maður er ekki að taka þátt í partíinu, maður er fúll á móti og af því að þú hefur til dæmis oft verið núna í spjalli við mig hér á samstöðinni þennan málaflokk færið þú ekki líka bara ofta að heyra það út í bæ að þú sért fúll á móti, þú sért að drepa stemninguna, þú sért leiðinlegur? En ekki mikið að þýleitun. Ekki mikið? Nei, en að öðruleiti sko að því að fólk sko, ég finn það hins vegar núna sko, maður finnur núna fólk er byrjað að spá aðeins. Já. Sko að því að þessi mynd sko að þetta sé allt saman hipp og kúl og gaman er ekki svo lýs. Ég meina móðir sem fer með barn á íþróttakappleik og lendir í því að barni fær innihald úr einu bjórglasi yfir sig út af því að það er einhver að fagna í stúkunni. Það eru svona dæmi sem maður fær. Við fengum bréf í samtökunum sem ég er að stýra, foreldrasamtökunum, að þar segir bara ein móðir sko, við höfum ofsalega gaman þegar að labba fjölskyldan á völlin á góðum sumardegi og þetta var svona dálítið moment í okkar sko, frítíma fjölskyldan saman og gaman og fara eitthvað og hún segir sko, nú hef ég lent í því en einhverju skipti þetta er eins og að vera útiháttið eða sveitaballi þannig ég held að þetta sé að koma dálítið en þeir sem segja þetta má ekki vera gaman og þarf ekki vera brennvin það er
yfirleitt að mínu viti best bara komið fram eftir því að fólk bara að kaupa þetta. Þetta bara áróður, keyptur áróður. Ég held líka bara að ítök áfengis framleiðenda og bransans í fjölmiðlum séu miklu meiri heldur en áttum okkur á. Ég held sko að það sé alls konar sporslur bara undir borðið og þessi þrýstingur á fjölmiðlafólk eða hvati til að tala ekki neikvætt áfengi og strika yfir neikvæðari hliðar umræðunar og við bara hoppa einhvern veginn öll á frelsisvagnin og tala okkur upp í það að þetta sé alveg ótrúlegt að við getum ekki skipt við hvaða netbúð og hvaða smáríki sem í heiminum og bara búm, fengið áfengi 1, 2 og 3 og hver verður nú bara að bera ábyrgð á sinni eigin heilsu og jafnvel fara nú menn aftur til jafnvel heyri maður það 17, 18, 19 ára krakka sko sem hafa ekki áfengiskaupa aldur og þeir eigi að vera björgum búnir til þess að bera ábyrgð á eigin heilsu. Þessi þrýstingur, mér finnst hann vera nýlegur og ég held að hann hafi aldrei verið eins mikill. Já, svo þetta kerfi sko, eins og komur nú, þetta orðið glórulega svillis sko, það dæmi 13 ára, 14 ára krakkar sem kaupa á þessu netsölum og öðru slíkur. Því andaði Ólafur Stephensen þegar þeir voru þarna 2 í rökræðum með mér daginn. En hins vegar höfum við bara dæmi það, bara sannarlega dæmi sko, en í sambandi við sko, í sambandi við þetta allt saman, í sambandi við þrýstingin og allt þetta, þú skrifaði nú mjög góða bók, Besti vinur Aðal. Já. Sem ég hef nú, sem ég held að sko, hún afar umhugsunarverð og í því samhengi þá dettur mér í huga að ég fór fyrir einhverjum árum bara af sko, þá fór ég á kosningaskrifstofur í prófkjörum í einhverjum flokkum og tók bara hring og það var í fyrsta leið bara til þess að kanna sko umfang áfengis og þetta var mjög óvísindalegt, ég bara kíkti hingað og þangað. Og þá sá ég sko á mörgum svona kosningaskrifstofum þá var mikið áfengi eða semst var bara á einu stað var bara eins og var í hálfu lager sko einhverja bjórsölu sko út í bæ og það var semst að greinilega það var veitt áfengi sem það er að diskutera það hvort að það sé að hæfa allt þetta en svona grunninu þessi sá að þegar maður fór að kíkja síðan á uppgjör við komum til stjórnmálamanna þegar þurfa að gera upp frambúðin, þá þurfa að skila skýrslu til ríkisendurskoðunar sem opið plagg og þá fór ég svona handa og fór að kíkja á uppgjör viðkomandi stjórnmálamanna gagnvart styrkjum og ég gat hvergi sér stað til dæmis að viðkomandi áfengissalar eða umboðsaðilar væri getið sem styrktaraðilega viðkomandi. Þannig að það greinilega keyrður einn kass og bretti og einhverju dóti til einhverja ungra stjórnmálamanna. Já. Ég held nefnilega að þessar sendingar séu út allt. Ég held það sko og svo kemur þetta ekki fram, svo held ég bara að seinna mér þá bara bankaði baki á fólki og sagt manstu. Já. Ég hef tekið eftir þessu til dæmis í hjá sumum Britsfélögum þegar ég svolítið tengdur þar að það umhugsunarvert að kannski einu verðlaunin sem eru veitt í vetrastarfunum viku eftir viku eða mót eftir mót séu áfengi. Já. Sennilega vegna þess að þessi íþróttafélög sem ég líti á Brits sem hugaríþrótt sennilega vegna þess að þau fá verðlaunin frítt. Já. Svo, já, þetta er tótt umhugsunarverð sko, þetta sýnir líka sko, við erum náttúrulega fástu öll sem hafa eins mikið peninga sem það sýnist. Á móti okkur sem erum í forvarnarbransunum sem mörg af okkur erum að gefa mestan part af okkur vinnu og njótum mjög óverulegra opinbera framlaga til starfsemi. Og var hann mjög næm fyrir markaðs auglýsinga og kynningastarfi það bara því meira sem það auglýsir áfengi því sýnlega sem það verður því meiri drykkja einmitt eins og fórum yfir áðan. Já, svo líka bara koma fram núna kannanir sko, það er líka hvernig áfengisbransi vinnur sko. Ég var bara núna í gæra fyrir þetta þá rakst ég á rannsókn frá 24 að 5 það sem að menn tóku þessar herferðir sko áfengislausa systemið og vörumerkin. Það er að segja vera ekki með kannski alveg glenna fram hérna áfengu tegund heldur hafa mjög svipað merki, eða hafa bara merki og allt þetta, en mjög svipaðar umbúður í 0,0 og þetta hafa margir í áfengisbransunum gert og það kemur bara ljóst að það virkar bara nánast eins og hverjum áfengisölsing.
af því að varan sko ókennileg og svo líka þessi sem að þessar pælingar áfengisbransans það að þetta alltaf á þín ábyrgð. Já. Eins og þessi herfið drektu, drinking responsibility, sko, responsibility drinking, hún gerir alltaf ráð fyrir því að þú sko sért hinn seki í veikindunum. Þegar þau koma, á sama tíma fyrirtækin eru að auglýsa sína vöru alveg gengdalaust í kringum herferir það að þú berir ábyrgð á því að drekka vöruna þeirra. Þannig að þeir séu bara algjörlega sæklusir í því. Já. Ég held að sé ekki tilviljun að Viðreisn tefli fram Grímssyni í þessu máli. Maður með mikinn trúverðuleika hjá íslensku þjóðinni, þekktur á störfum sínum og baráttu sem lögreglumaður. Þetta sko leynt eða ljóst, þá verið að reyna að breyta samfélaginu. Það verið að reyna að breyta hugsun okkar og hegðun með því að planta inn nýjum hugmyndum áfengisneyslu. Þetta á öllum vígstöðum og vel að merkja þótt við ræðum málin með þessum hætti hér, þá erum við ekki að segja að það sé ekki fjölmörg tilvik þar sem gaman sé að fá sér í glas og áfengi ekki fullum rétt á sér í samfélaginu, bara svo maður ítrykki það nú. En íslenska forvarnamódelið sem ég rétt að binna á þarna í inngangnum, það dautt? Já, ekki dautt, það náttúrulega sko fullt af fólki að vinna á miklu heilundum. Það í lífshættu? Já, sko, það náttúrulega þegar að stjórnmálamenn bregðast. Þeir bregðast bara eins og sko þó að menn séu með einhver orðasalat það að þetta verið rosalega mikla takmarkanir á hvernig íþróttafélög mega að selja áfengi og allt þetta. Þá bregðast stjórnmálamenn þarna skyldum sínum sem eru fremstar við almenning. Og að mínum þá eru skyldur okkar í samfélaginu ríkastæka hvað börnum og ungmennum. Og við verðum að geta tryggt þeim eitthvað umhverfi sem boðlegt og uppbyggilegt. Og þarna held ég bara að stjórnmálamenn hafi bara brugðist og látið undan þrýstingi sem fyrst og fremst ekki frá almenningi. Hann frá viðskiptahagsmunum. Talandum Grím Grímsson sem mikill ágætismaður og virtur lögregluþjónn. Ég tek alveg undir með þér að ég var dálítið hissa að hann væri andlit þessa frumvarps. Og ég held að sé akkurat þess vegna sem hann andlit þessu vegna þess að eins og var að segja hann og þá var hann ekkit sérstaklega mikið inn í þessu málum þegar hann að kynna þetta á þessu fundi á Viðreisn. Og það segir mér bara það bara pikkaður út hver sætasta stelpan í partíinu núna. Já, þeir að nota andlitans og sögur til að kynda undir menningabreitingu. Algjörlega, og þetta svona vinnur áfengisbransin. Hann vinnur bara svona. En hvað varðar þetta forvarnamódel? Ég er að spyrja heilsu þess. Það í hættu? Já, algjörlega. Vegna þess að reyndar að koma, það að koma, ég finn það sjálfur því nú ég búin að vera, og við sem erum í forvarnarsamtökum, við erum búin að lemjast lengi í þessu. Og ég held þetta ég skynni þetta alveg tvöfald, þú ert með hagsmunaaðila sem halda öllu fram og þeir kaupa alls konar dótari, menn þarna sem aldrei hafa komið nálægt lýðheilsuvísindum, þeir fara að skrifa að læra það greinar með aðstoð Google og vina hans og það svona reynt að taka á umræðinu og það er þannig að það örlar á smættun eins og til dæmis gagnvart láru. Það er verið að efa setja alls konar hluti sem að vísta samfélagi virðir og finnst mikið til koma og það öll þessi trikk ég held að fólk sé byrja að sjá dálítið gegnum þetta og til dæmis ef maður sér alveg heilu frétta runurnar til dæmis í Morgunblaðinu sem gæti verið skrifað bara hjá hvaða áfengifyrirtæki sem hagsmunir algjörlega ljósi það er töljandi og fingrum annarra handa til dæmis umfjöllum Morgunblaðsins lýðheilsu og forvarnamál. Módel íslenska, það byggir á því að það eru allir að íti sem átt. Það byggir ekki á því að opna brennivín í íþróttaleikvöngum, það byggir ekki á því að selja brennivín í búðum, það byggir á allt öðrum þáttum og að því við höfum stundum verið að tala rannsóknir, allir signalar úr umhverju unglinga eru rauðir og ég er eiginlega alveg viss það að næstu rannsóknir með svo íslensku aðskilsrannsóknir verða í aðra átt. Reyndar voru menn að tala það að það gæti verið dálítið skekkja í þeim gögnum þar sem að það er dálítið mikið brottfall það eru miklu meira brottfall í rannsóknum heldur en var til dæmis að rannsóknargreiningar að gera sambærilegar rannsóknir.
Færri svarendur? Ertu það færri svarendur? Færri svarendur, til dæmis skólinn til dæmis að rannsókngreiningar að byrja, þá skólinn mjög svona heilstæður. Nú komin alls konar sérúrræði og alls konar hlutir, þannig að í skólunum orðin svona tiltekinn hópur, þeir sem svolítið fyrir utan munstrið, þeir kannski ekki inn í því hefðbundna skólakerfi. Þú nærið ekki til þeirra í svörum sem skildi. Og það þarf auðvitað, svo þarf líka beita það þarf að beita mörgum aðferðum við að fá einhvers konar niðurstöðu í þetta. En í grunninum það þannig að þessi hugsun sem við erum þekkt fyrir, að allir í þessum átt, hún íþróttafélagin að hluta til, hún að bregðast til miður. Og foreldrasamfélagið hefur alltaf verið dálítið sterkt, en það líka dálítið merkild sú kynslu sem að unglinga núna eins og við stundum tala að hún upplifir ástand sem mjög gott og metur kannski ekki þessa signala sem við eldri sjáum eins alvarlega eins og við sjáum. Og svo líka bara þetta dálítið, við vitum svo mikið í lýðheilsufræðum, við vitum effekt af, þetta engin geimvísið að þýleiti til að því meiri neysla sem verður, því meiri afleiðingar hefur fyrir samfélagi. Rétt í lokin Árni, mér skilst að Hörður Ottfríðarsson, ráðgjafi hjá SA á þessum fundi sem við hófum tala okkar hafi sýnt með einhverjum hætti fram á að frumvarpið umrædda hjá Viðreisn sé ekkert annað en ávísun á verulegar skattahækkanir og eða niðurskurði í almannaþjónustu. Já, þetta bara skattahækkanir frumvarp. Hvernig? Og það þýðir bara það allir með ef við tökum þetta, við höfum bara líkun sem sýna það að áfengisneysla í samfélaginu við það að fara út ef við færum að ítustórskum áfengisinaðarins, þá færi neysla upp svona 4 áfengislítra per personu og það bara vitað á bakvið hvern svolítið lítri neyslu, það kostar samfélagið einhverja milljarða. Þannig að í raun og veru þetta undelda flokkur sem berjast fyrir svona skattfrelsi og aðhald sem skattastefnu skuli koma með eitt mesta skattahækkunum frumvarp Íslandssögunnar. Já. Það langt flestir flokkar á Íslandi að verða eins og sjálfstæðisflokkurinn sem talaði áratugum saman fyrir frelsi í þessum málum en hlaut ekki brautargengi vegna andstöðu. Já, ég held að sé bara, þegar fólk kíkir bara á þetta alveg kalt, bara horfir ofan á þetta og sér þá mesta verðmætasköpur samfélagsins að hlúa börnum og ungmennum og ef okkur tekst að halda áfengisæðinanum frá því öllu saman og búa til gott og fallið umhverfi, þá erum við ekki bara búið til gott samfélag, við erum að búa til samfélag sem að þarf að eyða miklu minni upphæðum í alls konar fyrirbyggjandi hluti eins og koma með áfengisæðinanum og öllu sem honum fylgir. Hörðu, við komumst ekki lengra í dag en það kom gestur í fyrradag til mín og honum fannst að þú ættir að fá fálkaorðuna fyrir baráttu þína í þessum málum. Hann sagði það við mig. Mér finnst Árni að fá fálkaorðuna. Nú ég margur, við erum mörg, þannig að þó að ég sé svona ákveð andlit, þá þetta fullt af góðu fólki sem að vinna saman í þessu. En auðvitað ánægilegt að fólk gefi því gaum sem við erum að vinna að. Já. Þannig að fyrir það með það klátur. Og það kittlar mann alltaf að einhver stingur upp á því að maður fái fálkaorðuna. Já. Kæri þakkir fyrir spjallið. Sömuleiðis, takk. Og kæri þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur. Við segjum þetta gott í kvöld. Sjáumst aftur annað kvöld klukkan 8. Við sjáumst ekki, hvaða dagur þetta? Ekki 5 dagur? Það miðvikudagur. Við sjáumst aftur annað kvöld klukkan 8 við Rauðaborðið og takk fyrir samfélgina í kvöld, takk allir gestir, takk viðmælendur, takk tæknifólk, takk þeir sem deilið efni okkar, takk þeir sem hafi farið inn á vefslónasamstöðin.is og hakað við hlægilega lágt áskriftargjald eða stuðningsframlag aðeins 2.750 krónur á mánuði. Þið getið greitt meira, þið getið greitt tvöfalt eða jafnvel 4-falt ef þið eruð aflögu fær en án sem sagt ykkar styrkja og stuðnings getum við ekki starfað en við getum starfað mjög blómlega með því að fá aukinn stuðning frá ykkur. En ég heiti Björn Þorláksson og þetta gott í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda
og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.